Jú, góða kvöldið, gott fólk og eru velkomin hérna á skjáin því að fara að horfa á stórmeistaramót GR-verk deildarinnar í Rocket League. Ég heiti Snorri og ég fæ að vera með ykkur hérna í kvöld. Með mér verða, tveir fínir menn, það er annars vegar Brimar sem að kemur hérna á eftir, en hjá mér núna er hann Steingrímur, betur þekktur sem Fenrisúlfur. Hvað segir Steini? Ég er bara spenntur, best og kátur, bara gleðilega hátíð sko. Gleðilega hátíð, þetta er náttúrulega uppskjöru hátíð okkar Rocket League unnenda, ég meina það er bara komið að þessu, það er stórmeistaramótið. Heldur betur. Það eru, nokkrir, skemmtilega leikir hjá okkur framöndan. Við skiptum þessu upp í tvo parta, það er sem annars vegar það sem er kallað efri riðillinn, upper bracketinn á svona alþjóðatungumáli. Og liðið sem sagt geta þá tapað einu leik, þannig að við erum komin í útsláttarkeppni sem er sem með svona öryggisneti. Þannig að þú tapar einum, þú ferður niður í neðri leikjarriðilinn og síðan vinnur þið áfram. Og við munum fylgjast með efri leikjarriðilum í dag, en ég held að við séum með grafík svo við kíkum kannski bara á snöggvast hérna. Náttúrulega öðvöldar að útskýra hlutina með myndum. En Steini, hérna fá að sjá þetta, viltu fylgja okkur í gegnum þetta? Fyrir þá sem hafa verið að fylgjast með, þá vorum við áður með streymið það sem við vorum með nokkur lið sem að komast áfram. Þar má nefna Omen og Dusty og sem að fóru beint áfram eftir beina úrsláttarkeppni, deildakeppni í rauninni. Svo voru grísku guðirnir og Jötun sem að þurftu að taka auka leik og náðu að berjast það að komast áfram. Þannig að fyrri helmingurinn er búinn og nú erum við komin á lokasprettin. Þór og 354 náttúrulega fóru sjálfkrafa áfram. Bara af því að þeir hérna Héldu sætunu í rauninni. Já. 354 náttúrulega gamalt gömul uppstilling og vafliðsins. En Þórsarar mæta Omen í fyrsta leik núna á eftir og svo fá að sjá viðureik 354 og Dusty þar á eftir. En eins og við tölum áðan að þá er ákveðið öryggisnet sem fylgir neðra leikjatrinu og grísku guðirnir og Jötun töpuðu báðir, sem sagt, eða bæði lið töpuðu leik í þessari úrsláttarkeppni sem var í vikunni, þannig að þeir hefja leik þarna í neðra leikjatrinu, en við fáum að sjá þá á morgun í kvöld. Þá er þessir þessir 3 leikir í efra leikjatrinu og ég held að við meðunum bara full yrða það að þetta eru stórar og skemmtilega viðureiknir framundan. Ég alveg 100% sko. Þú ert með stórkostlega lið, Omen, Þór og Dusty og 354. Náttúrulega nýtt lið í 354 sem á eftir að koma mjög vel óvart held ég og fáum 3 hörkuleiki, náttúrulega báða sigurvegara úr þessum leikjum sem að halda svo áfram í efra trinu og svo þeir sem að tapa þeir halda áfram í neðra á morgun. Þannig að ég held að sé bara mjög skemmtileg bara veisla hérna framöndan. Akkurat, það verður líka gaman að sjá svona hvernig þetta virkar saman út að 354 og Þórsarar eins og þessum fóru beint áfram, þannig við erum ekki búnir að sjá þá bara í rauninni eftir áramót að sjá það og spila og það verður náttúrulega fróðilegt að sjá hvernig liðin koma til leiks í svona móti. Ég meina það er þetta er allt sem að keppt hérna á staðnum í Arena og eins og leikmenn vita þá er svona allur gangur að því hvernig maður mætir á svona stórmót. Þú getur kannski valtað yfir deildina þegar þú ert að spila heima hjá þér og segja mæturu á staðinu og ert að keppa og við höfum bara séð allt gerast í rauninni að menn detti alveg niður menn verið ennþá betri. Þannig að það verður fróðilegt að sjá svona hvernig leikmennin stilla sér upp hérna. Það fer alltaf eftir hvernig höndlað bara að vera saman svona sitjandi hliðin á hvor öðrum og hvernig stemmingi verður. Já, náttúrulega þeir sem hafa mætt hérna í Arena vita að ef maður öskrar nógu hátt að heyra leikmennir í hinu liðinu í manni sem náttúrulega gerir svona, hvað maður segja, meira svona keppnisloft allavega hana. Maður finnir alveg spennan er í loftinu. Já, 100%. En fyrsti leikurinn, Steini, það er eins og við sjáum hérna á skjánum, Þór á móti Omen. Þetta verður heldur hörkuleikur. Skulum kíkja á leikmennina hjá liðinu snöggvast. Þetta er, eins og segja, náttúrulega öðruvísi stillingar heldur en að við höfum fengið að kynnast. En Þórsarar, mínum að því sterkasta liðið á mótinu. Þar höfum við Steb, Bjarna, Emil Vald og pappa Fjóra eða Krilla. Náttúrulega eins og við vitum að gefa henni reynslu að þá eru þessir 3 vinstramenn nú líklegri og ég er nú ekki frá því að við séð á vera búin að stilla sér upp hérna spurning hvort að Krilli sé meira svona þjálfara hlutverki fyrir það í kvöld en þetta er sigurstranglega lið. Hann er stemmingsmaður sko. Hann er mikil stemmingsmaður. Það er ákveðið sko ákveðið verkefni sem þú hefur sem fjórði maður inn í herbyggi er að halda stemmingunni í mannskapnum sko. Þú verður að peppa með mennina áfram og klappa með öxlina og hvetja það áfram sko. Þetta er mikilvægt sko. Hvísla í eyrað þeim svona einhverju hvetjandi orðum.
Já, Já, það fylgir þessu. það fylgir þessu. En ég allan eins og ég segi, ég hugsa að þetta sé svona mitt lið til að horfa allan í þessari keppni. Við höfum Step, við höfum Bjarna, við höfum Emil Vald. Ég gæti spurt marga púslaði saman sterkasta íslenska Rocket League liðinu saman og það myndu margir velja þessa 3. Ég er bara sammálaður. Þetta er sennilega svona á blaði allavega besta liðið í þessu móti en ég meina, eins og við segjum, fyrir allt saman eftir í hvernig við mæta til leiks. Það skiptir máli. Skulum kannski bara negla liðið Ómon hérna upp á skjáinu snöggvast. Sjáum þessa flottu, fínu grafík sem búið að græða þetta fyrir þessu útsendingu. Alllagt í spilin, gott fólk. Hjá Ómon þá það Daxi, Ómo, Vano og Stofer. Þetta nú nöfn sem við könnumst öll við hérna. En hafa hann kannski ekki þennan svona brag hjá Þórsurum að vera svona besta liðið til þess að tefla fram. En Ómon klárlega með leikmenn sem geta spilað. Já, og svona leikmenn sem að ef þeir eiga góðan dag eru bara stórkostlegir. Já. Þú veist, Ómo og Vano og hérna Daxi og bara, þú veist, þetta stórkostlegir leikmenn á sínum degi. Menna, við höfum náttúrulega lýst áður hérna og Vano hefur átt alveg frábæra leiki og síðustu tímabilum. Já, orðið náttúrulega bara svona, hvað maður segja, household nafn í íslensku Rocket League. Hann búinn að vera að keppa núna í, sko, þetta sé ekki 4.-5. tímabil hans. Fyrir hann byrjaði þetta með Breaking Sad, sko, 2023 eða 2, ég man ekki svona hvort. En Ómon hérna, já það allavega einhver reynsla hjá þeim og ekkert hægt að telja það á neitt, sko, dotna og leik strax, ég finna nú eftir að mótinu. Og þeir hafa þetta öryggisnett, þannig að ef þeir tapa núna, þá eru þeir ennþá með, hvað maður segja, svona brúnina yfir andstæðingarna sína í neðra leikjatrinu. Já, en hvað heldur fólki heima? Við erum hérna með millumerki Þór og millumerki Ómon. Hvað finnst ykkur, áhorfendur góðir? Hvað viljið þið sjá? Sko, núna náttúrulega geta, bæði fólki sem heim í stofu, svo nú kannski ykkur hérna frammi á að rýna. Það náttúrulega, það verið að sýna þetta hérna frammi. Já. Og við kannski notum tíman meðan að fólk að kjósa og minnum bara á það. Já, það stór dagur hérna á morgun. Við erum með sem sagt veislu stjóra eins og höfum við verið með hérna, vorum með í úrslitakeppninni í deildinni, að þá verðum við með annan svona veisludag og hann Brimar Jörvi Lýsandi Guðmundsson, hann verður okkar besti maður, okkar langbesti, hann að fara að vera hérna með veislu stjórnun frammi og við verum hérna í stúdíu og það verður lukkuhjól og leikir og eitthvað veisla og það við byrjum útsendinguna, 15:45 held ég á morgun, eitthvað svoleiðis, eitthvað upp úr kaffileitinu, fólk getur fengið sér keks og kaffi og eitthvað komið síðan bara beint í að rýna en það verður eitthvað veisla hérna í gangi og við verum hérna að lýsa í beinni allar upplýsingar þetta eru held ég inn á bæði Facebook viðburðinum Discord, Instagram, þetta á öllum helstu þetta á öllum svona helstu streymisveitum og eitthvað svoleiðis svona en já, helstu streymisveitum en einmitt, og leikmenn verða þetta náttúrulega líka fylgjast með, verður alltaf mjög mikil stemming í svona mótum myndast alltaf rosalega góð stemming eins og segir, þegar fólk heyrir öskurinn og þú veist, peppa leikmennina upp og svo heyra þeir, þú veist, þegar þeir heyra í herbyggjónum sko, þá verða menn svona það verður æsingur, það verður svona keppniskap, þannig að þetta verður skemmtilegt sko. Þá tala maður líka ekki eins og þegar að sko leikmennir heyra í salnum frammi og vera að klappa og öskra fyrir sér að þá svona, hvað maður segja, það myndast svona alvöru svona þungt keppnis andrúmsloft en við hvetjum þetta allir bara til að mæta þau eru að bæta fram með að vera náttúrulega örugglega eitthvað tilbúið að mati eitthvað svoleiðis sem fólk getur nýtt sér og leikirni sýndir allir á stórum skjá en við sjáum hérna Steini að það eru komna niðurstöður þetta nú bara frekar jafnt í spilunum. Já, ég bjóst nú ekki við þetta svona jafnt en nei, Ómon eiga greinilega einhverja menn þarna í spjallinu. Gott, það nauðsynlegt ég býst bara við æsispennandi viðureign. Já, ég meina þetta, þú veist, við verðum náttúrulega bara að treysta áhorfendum okkar að þetta verði æsispennandi. Já. Þórsarar svona kannski eins og segir sterkar á blaði en Ómon, þeir eru búin að koma sér fyrir hittun og einnina úr liðinu þeir áðan þeir voru að setja upp og ég held að þeir séu bara mætti með baróttus anda í hjartanu. 100%. Ég meina, það verður engin einn að tapa. Það bara allt, þú veist, allt undir. Sérstaklega eins og í þessum leika, maður veit að ef maður tapar þá er þetta ekki búið. Nei. En ef maður vinnur, þá er maður komin og langleiðina með þetta. Ég meina, þú veist, ef maður vinnur þennan leik, síðan fer maður í úrslitaleikinu í efra leikjatrinu sem við fáum að sjá eftir, þá er maður bara komin í úrslitaleikin. Þannig að liðið sem vinnur 2 leiki hérna á eftir, það að fara allavega beint í úrslit. En kannski eitt á lokum árum fyrir mig Leiksteini, hver er þetta þú á henni?
Og hvernig heldur að leikunum fari? Þetta er náttúrulega upp í 4. Ég held að hérna, þetta fari 3-1 fyrir Þórsurum. 3-1. Hvað er þetta ekki best of? Þetta er best of 7, sko. Best of 7, ok. Þá 4, þá held ég þetta verði svona 4-2, eitthvað svo leiðis. 4-2. Já, fyrir Þórsurum. Já. Ég held að Ómon eigi alveg fullt erindi í hennar leik líka. Já, ég held sér þetta þér. Ég ætla að spáði Þórsar að vera lengi í gang. Ég held ég gefi Ómon alveg 1 leik, sko. Ég held að 4-1 fyrir Þórsurum. En ég held að við séum sammála að Þórsarar eru, sigur stranglegri. En eigum við kannski að hætta að spá og fá bara kannski að fara að sjá niðurstöður? Já, veistu, ég held að það sé ekki vitlaust stöður. Ég held að leikmenn séu búnir að koma sér fyrir, gott fólk. Þannig að við skulum smetla okkur inn í leikinn og horfa á Þórsara mæta Ómon hérna í fyrsta leik kvöldsins. Gjörðu svo vel. Förum við í gegnum dyrnar inn á völlin. Það er fyrsti leikur stórmeistaramótsins að rúlla í gang hérna og Þórsarar sem ég segi þurftu ekki að keppa í undankeppninni. Ómon þurftu að keppa, sigruðu þar báða leikina sína, kepptu á móti liðinu McFly og liðinu Jötun og hafa ekki enn tapað leik í þessari keppni. Hérna eru menn mættir inn á völlin sem Emil Vald, Steb og Bjarni stilla sér upp á móti Vano, Stófer og Stófer hérna finnur fórustuna fljótt fyrir sína menn sem Emil Vald mætir í kick-off. Steb missir á honum, Bjarni út í Eikismannslandi og Stófer finnur þetta fórustuna fyrir Ómon eftir örfáar sekundur. Steini, þetta er nú byrjunin sem þeir þurftu. Alveg 100% og nú er þetta orðið spennandi hérna. Hvernig svara Þórsarar? Steb hérna á veggnum og nærsendingunni og Stófer hérna. En Steb á undan. Vano með skotið og Vano, það er 2-0! Steb hérna með hreinsunina og Vano er fyrstur að átta sig og Bjarni bara vera hann upp í slána og niður og staðan er orðinn 2-0 fyrir Ómon hérna. Þetta er nú bara nákvæmlega byrjunum sem Ómon þurfti og eins og við segjum, menn eru stundum lengi í gang á þessum mótum en þung byrjun fyrir Þórsara hérna sem Emil Vald er í loftinu, nær flippisettinu, reynir að finna næstu stertingu, gerir hins vegar ekki. Vano tekur þetta niður á jörðina hérna en Steb tekur skotið, þetta er af bakvögnum. Þórsara hérna reyna strax að svara en lítið svörin. Þetta er ekki mennur að fara fram og tilbaka með hann. Hérna kemur skotið, þessu líkur inni. Emil Vald kemur Þórsurum á blað hérna, fyrsta skipti í keppninni. Sjáum Bjarni hérna í hnúðinu út í horni. Emil tekur bara einfalt skot að hliðinni. Það eru 2 menn búnir að selja sig í vörsluna. Og við erum ennþá að reyna að koma grafíkinu upp á skjáin, gott fólk. En Ómon leiða hérna 2-1 á móti Þórsurum. Það þurfum ekki að grafík til að vita það. Því líkur leikur hérna strax í byrjun. Hérna fáum við eitthvað upp á skjáin. Já, það er ekki einu sinni búin mínúta hérna. Ekki einu sinni mínúta, 3 marka leikur. Stefnir allt í veislu í kvöld. Emil móti Vano, sjáum að Ómon, þeir eru þyrstir hérna, eru bara að keyra og keyra, negla á hana bolta, halda pressunni á Þórsurum. En menn verða þá að passa sig að vera fljótið tilbaka og það Þórsarar eru lið sem mátt ekki gera mörg mistök á móti. Stófer hérna, það er að setja hann út, það er bara Emil sem er í loftinu, nær honum ekki fram hjá Daxa, Stófer kemst ekki í boltan, Vano setur hann út, þar er Bjarni, Emil á veggnum, nær góðri snertingu hérna, það er Stófer, það er að setja niður, það er bara Bjarni sem setur hann í loftið, nær annari snertingu, nær sendingunni, Steb nær honum ekki, Emil ekki heldur. Steb hérna kemur hún á boltanum upp völlin, Emil önnur snerting, við sjáum hann reyna að fara í bakaklemur að finna Bjarta sem getur í stöngina út, Steb 0 búst á tankir með honum, líka hjá Emil farin í vörnina eftir að taka á Daxa hérna, Daxi kemur þessu yfir 1 en ekki yfir fleiri. Vano núna reynir að tína eitthvað upp eftir leikinn og við erum hérna að reyna að greiða, ég held að vant ennþá hljóðið í leikinn, við erum allan að koma með overlegið en þetta sendingin hérna Daxa. Sjáum að Ómon bara, alls ekki að gefa neitt eftir hérna. Þeir eru nú bara líklegri til að skora mark ef eitthvað. Það er engin hræðsla í þessu Ómonlið, það er alveg magnað. Nei, maður má ekki mæta hræddur á lagan.
Daxi missir hérna af honum, þetta geti orðið dýrt. Daxi þarf að fara hérna á lítið búst samt og Step hérna í hornið nær hann sendingunni. Já, en Vano nær mikilvægir í snertingumóti. Emil hérna, en góð klemma hérna hjá Vano, setur hérna Þór aðeins í vörnina aftur. Step hérna og Daxi mætir vel, Bjarni setur hann í vegginn. Emil fer ekki í hann, Stófer með sendingun og Vano aftur og Stófer. Þvílíkt spil og þetta í slánni og Vano og Step með vösluna. Þetta ótrúlegt Ómar hérna að spila eins og stór styrni. Bjarni, það gagnsóknin hjá Þórsurum, þessi lekur út úr teiknum. Sjáum að Ómar, eru að spila mjög góðan Rocket League hérna. Vano niður á miðju, setur þetta upp, þetta vandræðalegt fyrir það, hann með bömpa af boltanum hérna, Emil Vald fljótur að finna boltan, Step hins vegar aðeins að þvælast fyrir leikfélaginu sínum hérna. Bjarni reynir að finna sendingu, finnur hann ekki, allt svo litið hægt hjá Þórsurum akkurat núna. Step finnur hins vegar skotið og hérna kemur jöfnunarmarki hjá Þórsurum. Ómon búinn að hóta markið lengi, Þórsar að finna þetta sóknina. Þetta bara fyrir Step, Vano sér hann sennilega ekki. Step að það nær 100 km marki með 0 boost. Það magnað. Vel þessu vikið. 2-2 hérna, rétt rúmlega mínúta eftir. Það bara, hver vinnur þennan leik? Erum við að fara í overtime eða? Bjarni hérna og Vano af veggnum, í loftinu. Step nær honum af boltanum en Emil setur hann aftur á hann. Bjarni þarf að verja hérna og nær hann snertingu. Nei, það Stófer og Step þarf að verja. Þetta alvöru spenna í þessu, en hérna Emil hins var mögulega að finna op á vörðinni í Ómon. 50 sekúndur eftir þetta fyrir annarkvort liðið til að grípa þennan fyrsta leik í galopnum leik. Stófer upp með boltan, Vano að reyna að trufla Emil, næði hins ekki Emil Vald nær stjórna boltanum, hann að fara, nær ekki flippir í settinu. Daxi stoppar hann í loftinu, Step gæti leitað að sendingu á Bjarni, þannig að finnur hann að Bjarni tekur skoti, Daxi verða, Vano ætti að ná þessu frákasti, sendur hann tilbaka á Daxa. Daxi í vesinu með 0 boost, Emil nær 1 sendingu, nær 2, nær 3 og Emil finnur forystuna fyrir Þórsara í fyrsta sinni í þessum leik með 26 sekundur til stefnu. Þetta ekki á færi margra, gott fólk, 3 snertingamarki og Emil Vald sendir þarna á bakvegginn tvisvar. Og Þórsarar gætu verið að nappa þessum leik úr höndunum á Ómon sem hafa verið, mínum að til sterkari aðilinn í þessum leik, en eins og við sögðum allt getur gerst hérna, Vano í góðu færi. Emil nær að setja hann fram og Daxi á ekkert boost, það 10 sekundur eftir, það núna eða aldrei, boltinn fer yfir Emil, það Bjarni. Þá kemur Vano, hann þarf að eiga góða snertingu hérna með sendingun á Stófer, náður þessu, nei! Stófer missir á honum. Og þeir verða að halda með lofti, gera það ekki. Sáum hann að Step vinna mjög mikilvægt verk að beita öllu bústinu í að bömpa Stófer af boltanum hann, en verður til þess að Þórsarar fá þennan leik hérna á móti Ómon. Tæknin eitthvað að stríða okkur hérna í þessari grafík, en Þórsarar svona, ég myndi segja að þessi leikur hafi verið tölvört jafnari heldur en hefur búist við, en ekki að marka tölunar hérna svo sem. Nei, alls ekki. Og hérna Þórsararnir bara, mér langar bara að segja heppnir. Svona að vera ekki, við erum hérna eitthvað aðeins en þó að glíma þessi tæknilegu vandamál. Það fyrir að sem að spila Rocket League eitthvað vita kannski að það eru búin að vera svona ýmis tækni vandamál hjá þeim. En við skiptum þetta bara aftur yfir í stúdíu, en flottur leikur í Ómon, það nú ekki hægt að segja annað, þótt að Þórsarar hafi gripið þetta að Ómon sýndu mjög góða hliða sér í þessum leik. Voru bara óhræddir, mættu þeim bara alveg frá fyrstu sekundu og skoruðu þannig 2 mörk, bara snemma leiks og bara Þórsararnir hægir í gang. Maður sá það líka kannski svona það sem að var að gefa Ómon byrja í seglin, var að þeir voru ekki hægt að gefa neitt af bensíngjöfunni þótt að þeir væru 2-0 yfir. Heldur bara áfram að hafa pressun á þeim, en einstaklingsgæðin hjá Þórsarum skínur nú bara svolítið í gegnana, sérstaklega hjá Emil Vald þarna í 3. markinu, finnur bara netþyrunu alveg upp á eigin spýtur, en Þórsarar að taka hennu fyrsta leikinn. 1-0 fyrir Þórsarum og þetta var alveg 50-50 leikur, alveg bæði lið áttu fullan möguleika á þessum leik. Þannig að þú veist, áhörðundarnir voru ekkert galnir með sína spá, sem var 56% Þór,
43%, 44. 44, 56 pluss 44 eru 100. Snorri? Já, passar. Það er svo langt síðan að vera í grunnskóla, sko, ég man þetta ekki. En við erum, eins og segja, bara að rúlla í gegnum þarna, örugglega eitthvað, menn eru örugglega að skipta um bíla og díkal og eitthvað svona. Og það var eitthvað Fennex sem fyrir Octane núna örugglega. Já, pottjett, sko. En svona, það er náttúrulega... Er Dominosinn alveg dottin út, eða? Dominus? Já. Ég hef nú ekki séð, það var eitthvað á Hondu í þessum leik, sagði. Já, reyndar. Stófer var á Hondu. Já, sem er frekar magnað, sko. En ég var ekki að fylgjast nú vel með, sko. Nei. Menn eru náttúrulega, er það ekki réttið, við erum ekki ennþá mest bara á Fennec og Octane? Jú, ég held það. Mér finnst það líklegast, sko. Það er sem fyrir ykkur sem veit ekki gott fólk, þá er sem sagt velmaður bílana sem maður spilar á í Rocket League og lang flestir sem taka leikinu upp á snertnar mun ekki finna neitt mun, en hins vegar, já, þessi leikmenn sem að gera mjög mikið af flottum hlutum í þessum leik, þeir finna mun og skipta stundum bíla á milli, hvort sem að breytir ykkur fyrir það eða ekki. En ég held að Octane sé langvinnstalasti bílinn. Er það ekki? Hefur alltaf verið það, sko. Eins og stendur hérna í merkinu hjá okkur, þá er það mynd af Octane, sko. Það er vissulega mynd af Octane þarna, í þessu fína merki. Það er líka Octane í RLIS merkinu. Já. Það er Octane með íslenska fánanum á hliðinni sem er ekki hægt að nálgast í leiknum, en hann er til sem teikning á mynd RLIS. Ég veit nú ekki hver gerði þessa mynd. Ekki man ég það, en... Nei. Ég myndi segja það Octane og Fennec svona 90%. Já, gott fólk, ég vil að þið skrifið í Twitch-stættið. Hvort eru þið meira Team Octane eða Team Fennec? Við höfum byrjað leikina, ég skal opna þetta eftir og við kíkjum á þetta. Já, ok, ég til í þetta. Meðan við erum að greiða hljóðið þetta. Ég er svona pínu meira Octane, sko... Octane minn í lífinu? Já. Sko, ég finnst það þægilegri, sko. Ég man, sko, þegar ég var bara búinn að spila Rocket League í, sko, 10 klukkutíma eða eitthvað, þá kom Titanium White Fennec í búðina. Og ég keypti hann. Og það var vist eitthvað rosa flott ef maður á Titanium White Fennec. Þannig ég spilaði bara á honum. Já. Ég náttúrulega hef alltaf verið mjög lélugur í Rocket League hins vegar. Þannig að það svona, ég get alveg fullyrt það bætti ekki leikstílinn minn neitt að eiga hann. Hefurðu prófað Octane? Já, ég hef prófað Octane, sko. Já. Já, það er nú eitthvað að segja en Team Batmobile. Það er náttúrulega... það er náttúrulega bíl. Já, það er einn leikmaður í íslenska svona pro Rocket League-serinu sem myndi vera sammála þessu að vera á Batmobile, það er Vatima. Já. Batima, stundu kallaður. Hefur svona á það til þegar hann er kannski, ég veit ekki, ef það er best of 7 og hann er kannski 3-0 yfir í seríun og þegar hann stundum á Batmobile sem að þykir svona almenna mannunum ekkert neitt sérstaklega góður bíl til að vera á, hann er svona mjög flatur, mjög langur. Mér finnst hann alveg hrikalegur, sko. Ég hef prófað að taka leik á hann og ég bara skildi ekki neitt, sko. Nei, hann er náttúrulega hann tekur náttúrulega miklu öðru sem móti boltanum út. Það er ekki, sko, hvað maður segja, framrúðan er ekki, hún er alveg flöt á honum. Já. Ég tæki freka formúlubílinn, sko. Já, síðan náttúrulega formúlubílar þetta. Það er þetta að kaupa alla, sko, 2022 bílana, held ég. 22 og 23 eru til. Og 23 líka. Já, einmitt. Og hann er líka svona, sko, flatur og langur, sko, en mér finnst hann samt betri en Batmobile. Ég gat átt að með honum, sko. Já. Það er, sko, sem ég samt fyndið þetta, Batmobilen er eiginlega eini bíllinn af þessum öllum sem ætti eitthvað að vera að fljúga, sko. Þannig að rétt. Þetta er svona, það er greinlega engin fylgni þarna á milli hvort að bílarnir ættu að fljúga og hvort þeir séu góðir í. Já, fyrst þú ætlar að fara út í þetta, þá má náttúrulega nefna DeLoreanin, sko. Já, það má vissulega nefna hann. Hann náttúrulega gerður til að fljúga. Hvað voru það aftur mörg gigawatt? Ég man það ekki. Ég man það ekki heldur. Nei, það verður eitthvað fróðari menn en við í chattinu að segja eitthvað frá þessu. En, já, heyrðu, ok. Hver heldurðu að sigri þetta mót? Bara núna, ég vil bara fá svar núna, beint. Á öllum þessu liðum? Já. 3-5-4. 3-5-4? Já. Ok. Það má ekkert raukstiða þetta neitt meira, sko. Nei, hvað kom þú með þitt? Þór. Já, einmitt. Já, ég sagði að ég var eiginlega búinn að gefa Já. Ég held að Þórsarar, sko við getum bara líka rent yfir að snöggast hérna, ég er nú með held ég alla leikmenn hérna hjá mér, sko já, Þórsarar náttúrulega eru búin að sjá þá 3-5-4, það eru Krypto, Vex, Dan og PES, sem er, já, líka mjög svona gott sjátt fyrir að mynda besta liðið á Íslandi. Síðan höfum við Dusty, Usyk, Vatima, Rexer og Bins.
Þarna er líka mjög sterkt lið. Þarna er líka mjög sterkt lið og höfum nú alveg séð þessa leikmenn mæta á lön og snúa spilinu svolítið sér í hag. Síðan það kannski einmitt svona liðin sem að hafa einhver að tapa. Við erum að sjá heita til dæmis í Ómón. Já, til dæmis. Ómón náttúrulega mjög gott dæmi það. Daxi, Ómó, Vano og Stófer. Og síðan höfum við grísku guðina sem eru Tony, Snæsi, Skjaldbaka og Jesus. Mér finnst það mjög gott nafn að hafa. Bara Jesus, ekkert að flækja þetta. Nei. Síðan eru þetta með Jötun sem eru Alfarin, Bissi og Day. Og síðan eru þetta með JCB og Becknum líka. Jú. En þetta eru allt saman leikmenn, ég hef nú séð langflesta, ef ekki alla leikmennin hérna á LAN-i. Já. Ég meina, menn eru öllu vanir. Já, í rauninni, það er enginn sem ætti að þurfa að kynnast þessari tilfinningu neitt. Ég meina, það er náttúrulega fyrsta LAN-ið er örugglega erfiðasta LAN-ið. Ég meina, bara að koma sér í stellingarnar, vennist ég að spila ekki heima hjá sér. Ég er líka bara fólkinu sem er að hvetja þig áfram og þú veist, hrósa þér og þú veist, að spila líka, þú veist, við hliðin á öðrum og þú veist, já. Og heyra einmitt, þú veist, hrópinn og köllinn og allt saman, sko. Já, ég meina, margir eru að spila, kannski ekki með heyrnartólum sín, ekki með skjáinn sinn. Já. Það náttúrulega skiptir máli hjá mörgum að spila með rétta skjáinn og sem ég finna bara mjög mikinn mun á því. Þetta er náttúrulega svona, hvað maður segja, eiginlega hnífsbrúnin á tækninni sem hann er að spila með hérna samt. Þetta er svona eitthvað það besta sem að við höfum kost á allavega, en ég held að við séum að vera tilbúin í næsta leiksteini. Já. Við getum kannski bara hent okkur í leikinn bara leið og við getum, hvort sem hafi núna eða setna. Mér heyrist að vera núna, það er, Forbidden Temple hérna sem tekur á móti okkur, forbóðna musterið, svo kallaða. Ég elska þetta kort, þetta er alveg dásamlegt, sko. Þetta er mjög gott. Þú notar kort, það eru til nokkra þýðingar á map, sko. Sumir vilja meina leikvangur. Ég hugsa að það sé gott orð, þetta er svona einn af mínum uppáhalds leikvöngum. Já. Það er líka svona meikakinn sem meiri sens á íslensku. Hérna erum við komin í leik, við erum með hljóð, fáum við scoreboard, það kemur í ljós. Við sjáum allan að bónusboltinn hérna á flegi ferðum völlinn. Og Þórsarar með fóristuna hérna í einvíðinu, mætt aftur inn á völlin gott fólk. Þórsarar leiða 1-0, Stef hérna byrjar fara upp völlin, sjáum Þórsarar hérna í kettusherbygginu sínu. Bjarni næst myndavölinni, svo Stef, svo Emil Vald fjarri. Sér nú ekki í pappa fjóran eitt. Svo erum við með Ómón hérna hinum einn. Bjarni hérna leika listi sinnar og Bjarni, náði Bjarni að stela þessu? Sjá Bjarni þarna rétt upp hendina svona til að eigna sér þetta. Já, ég skoraði, segir hann. Þeir hlæja yfir þessu Emil Vald þarna. Ég átti ekki að sé heiðurinn á markinu, en Þórsarar komnir í kunnulega stöðu hérna að leiða leikinn gegn Ómón. Bjarni hérna með mjög gott mark. Step hérna, alveg framúrskarandi, Step hérna og Vano í loftinu, þar mætir Emil, en vel gert hérna hjá Emil, nær honum niður, þar er Ómó og Daxi hérna með skotið og Emil þarf að verja. Step upp í loft, snertingu á boltan, einhver, misreikningur hérna hjá Ómónmönnum, fáum að sjá þetta aftur, Ómó. Já, Ómó og Vano lenda hann í smá vissinni, Ómó bara setur þetta í átta eigin marki, Vano ekki nógu fljótt að lesa þetta og Þórsarar leiða 2-0. Réttir tæp mínúta hérna liðin og Þórsarar komnir í 2-0. Ómón þarf að koma hérna aðeins og svara, hérna er Vano, en Step í loftinu nær snertingu þennan bolta. Vano hérna með lungskot sem að Bjarni þarf að verja á lítið búst, fer á vegginn. Vano tekur hann aftur á búst, en Step er á undan í boltan. Vano með sendingun á Daxa og þetta er næstu því inni. Ómón hérna hvergi nærra baki dottnir, en áfram eru það Þórsarar sem sækja Emil Vald með lúmskot sem Vano er mættur til að verja. Tekur Step að það reynir að setja hann á bakveginn, nærði eins og ekki Vano. Er hann að koma sér fram, sjá Bjarni lætur ekki plata sig. Heldur sig bara á jörðinu og býður eftir hann að koma með boltan til sín. Og Þórsarar klárlega aðeins í þægilegri stöðu hérna. Maður sér að þau eru farin að leika listi sína svolítið víðar á vellinum. Step upp í loftinu núna, flipir setta bak, nær því, en nær ekki að gera neitt við það hins vegar.
Sjáum að lítið búst eftir og Þórsum hérna frammi en þeir finna satt netið. Emil Vald hérna, já, kemur þeim í 3-0. Bjarni gerir mjög vel hérna fyrir fram hjá Ómo og fyrir fram hjá öðrum og Bjarni og Emil, já, Emil að svara svolítið fyrir sig þarna. Já, kannski vel að því komin bara. Sagði bara hérna, ég ætla að taka þetta mark Bjarni, það bara sangjant held ég. Já. Daxi hérna, á móti Step setur hann niður, þar Ómo og Emil í loftinu. Nær ekki fram hjá Vano, Bjarni hérna, klemmir hann í hornið, þar Ómo og Bjarni hérna, vinnur 50, þá kemur Vano. Emil og Daxi setur hann fyrir. Sjáum að, já, Ómon kannski ekki alveg jafn fyrstir í þetta núna lengi að koma sér í boltan hérna og Þórsarar náttúrulega í mun betri stöðu heldur en voru á sama tíma í síðasta leik. Sjáum að þeir eru nú með pressuna á Ómonumönnum hérna, hérna double commit í Ómon, maður finnur að það er pínu taugar í mönnum. Daxi hérna og Emil með gott 50, finnur Step í horninu, má sendinguna yfir á Bjarna sem á skotið, Vano tekur þennan, reynir að fara fram hjá Emil, gengur ekki, þá kemur Step, fer í hornið, reynir sendinguna fyrir og þar Bjarni, 4-0. Emil skýlir boltanum tilbaka og Steppi bara, þetta er bara mjög klassísk Rocket League sending, bara flippa í áttina á horninu, vonaða besta og Bjarni tilbúin að ganga frá þessu. Réttum maður réttum stað, þarna mjög gott traust á milli. Ómo hérna, Emil, Vano setur hann upp og yfir og Step hérna, þeir klemman hálfpartið saman. Daxi nær honum ekki, Ómo á lítið búst hérna en Vano með mikilvæga tortimingu. Bjarni hérna, setur hann í loftið, Vano setur hann bara fram en þar bara Emil. Spurning hvort þeir þurfa að halda boltanum aðeins meira hjá sér, Ómon menn. Emil hérna og Bjarni. Það var bara spurning hver myndi skorað þarna og engin spurning hvort það yrði mark. Emil þarna algjörlega gengur frá Ómonmönnum þarna, dansar fram hjá þeim, 5-0 fyrir Þórsurum og já, þetta er nú kannski svona kunnulegri staða en hérna hins vegar gæti Ómon verið að finna einhverja glufur. Sjáum bara hvað Emil er fljótur tilbaka, Vano reynir að krafla eitthvað tilbaka en Þórsarar greinilega í feeling. Step með skoti, Bjarni ætti ekki að fá að skjóta, færa það samt. Þetta er nú, já, ég bjóst við að Ómon myndi ná þessu steini en já, Bjarni nær skotinu. Já, vel gert hérna hjá Þórsurum, það er bara orrarhríð á marki hjá Ómon. Það er bara spurning hvort að þeir þraukið þetta og taki bara næsta leik og núllstillir síðan aðeins. Ómo hérna og Step þarf að verja. Smá lífi í þessu hérna. Fer fram hjá einum, þá var hann einn á móti Vano. Vano lætur ekki plata sig. Bjarni hérna og Ómo hefur lítið búst hjá þeim núna. Bjarni setur hann í lofti, reynir að finna Step sem hann gerir en Step er tortímt. Vano fer upp vegginn, þar Emil sem að nær boltanum hérna. Ég held að sé nú rétt þegar Ómon vilja nú kannski bara leyfa þessum leik að renna sitt skeið og taka næsta slag frekar. Hérna kemur skotið, það er gott frá Ómo en varið á Þórsurum hins vegar. Ómo reynir aftur að finna sendingur inn á, Daxi þarf að gefa þennan frá sér, Bjarni tekur sendinguna beint af veggnum, leitar að Emil, finnur hann, Emil yfir einn, yfir næsta en hins vegar engin mættur í skotið. Step hérna, já, svolítið lengi að koma sér á vörðinni, kannski gera upp fyrir það hér, 10 sekúndur eftir og Þórsarar já, hafa ekki miklar áhyggjur á þessu. Emil Vald ætlar hann að sína okkur listir sína hérna fyrir lokamarkið, nær því ekki. Daxi gerir vel hérna til að halda andliti. 6-0. Ómo hérna, ætli boltinn sé þá ekki bara leiðinni niður? Nei, Emil heldur lífi þessu, þeir allar kannski að reyna eitt mark í viðbót. Ómo hérna og Daxi setur hann bara niður. Já, nennir þessu ekki, hann vil bara koma sér í næsta, taka þetta aftur. Þórsarar mun sterkari framistæði hjá þeim hérna og já, framistæði sem við með vera stoltir að 6-0. Sjáum að skotin klárlega fleiri Þórsmegin en Ómon náðu samt 4 skotum. Já, og Bjarni hérna bara frábær leikur hjá Bjarna. Já, Bjarni og Emil báðir rosalega flottir og
já, Þórsar náttúrulega allir, en Bjarni með 4 mörk. Vanó með 5 vöslur. Já, einmitt, Vanó, já, varnar hetjan, en það dugði ekki til. Sem að Bjarni skráði með 4 mörk, ég ætla nú bara að gefa hann 3, gefa Emil 2 frekar. Já, en þá getum við náttúrulega deilt það að Emil náttúrulega tók eitt af Bjarna í staðinn, sko. Þannig að greip smá tilbaka þarna. En já, yfirraðan klárlega meiri hjá Þórsurum, stýrði þessum leiknum bara eins og Sinfoníu. Ómon átti eiginlega hvergi færi sem á eitthvað að tala en Þórsarar klárlega hefði getað skora meira. já, og hérna spurning hvernig Ómon svarar þessu þegar við förum á þetta ekki Kólusíum eða eitthvað svoleiðis? Jú, Utopía Kólusíum Já, myndi ég halda. þetta líka mjög fallegu völlur hérna. Já. Hann svona sækir innblástu sinn í gríska og rómverska byggingalist svona. Við erum komið hérna á staðan er 2-0 fyrir Þór í viðregninni. Daxi hérna setur hann niður. Þar er Emil sem á lítið búst, nær ekki sendingunni á step. Það er Ómó í loftinu, setur hann hátt upp en Emil fyrstur að átta sig, kemur hann aftur í sókn. Daxi hérna nær annari snertingu, setur hann fyrir. Þar er enginn nema Bjarni. Hérna er, já, þetta er marka minnsta fyrsta mínúta kvöldsins hjá okkur allavega. Erum að sjá fyrstu mínútur að renna undir loka án þess að hafa mark. En Ómon muni sennilega vera sáttur með það að vera ekki búin að hleypa hann inn. Vanó af bakvörðunum gerir þetta vel, mjög vel gert hjá Vanó, hann finnur mikið ráð á boltann, nær döngina á stef. En þessi snerting hins vegar ratar ekki til liðsfélaga og nú er það Ómó sem þarf að vera mættur fljótt en allt í einu er hann kominn í buttandi vesen. Bjarni af bakvörðunum finnur ekki skotið, reynir að finna sendinguna, gerir hins vegar ekki og Ómon halda áfram í jöfnu. Ómó hérna nær fram hjá stef, Daxi nær að trufla Bjarna en þar er bara Emil. Emil á móti Ómó, Ómó gerir mjög vel hérna. Bjarni með sendinguna, Emil í loftinu. Nær annari snertingu hérna. Og Daxi missir á honum, Ómó á ekkert búst og missir á honum líka. Daxi hérna. Nær hann að finna Vanó, nei, stef er á undan og fær 100 bústið. Emil hérna, þeir nú næstu því illa með Vanó. Og Emil! Þetta köllum við réttum maður réttum stað. Var þetta klemma eða? Jú, þetta var klemma. Ég sé samt ekki á skjánum hjá mér hversu hratt þetta var. En þetta virtist nú ekki að vera leystur hratt en Þórsarar lengi að finna fyrsta markið núna. Komnir yfir, hóta hérna öðru markinu strax eftir útspark en verður ekki að neinu. Ómon núna þurfa að finna taktinn og þurfa að gera það fljótt 3 mínútur eftir. Stef les þetta mjög vel, setur þetta yfir í hitthornið en Þórsarar halda þessu áfram á sínum yfir á Stef. Emil Vald segi feikar hérna skotið en engin mættur til að hrifsa boltan á honum. Stef mætir vel heitt í loftinu, þá kemur Ómó. Nær fram hjá einum, nær sendingunni fyrir en Stef vel staðsettur. Emil hérna með skotið og wow! Geggjuð varsla þarna hjá Ómó sem Ómon hárspreitt frá að skora svo hárspreitt frá að fá mark á sig. Wow! Hérna kemur eitt í vinkillin frá Bjarna. Langskot hjá honum. Stef setur þetta bara upp fyrir hann. Það er ekki hægt að hitta bolta mikið betur en þetta. Bjarni í fjærhornið og Þórsarar tvífalda fórustu sína hérna 2-0. Tvífalda? Tvífalda. Tvöfalda? Stef núna leitar að öðru marki. Ómó kemur þessu frá boltin hérna í hnúðan á miðjunni sem 2 Ómómenn að elta boltan en verður ekki að falla í bili. Bjarni hérna leika listi sínar og Vanó setur hann upp og næstu því búinn að setja hann hérna á sitt eigin mark. Ómon svolítið að vinna með hættulega baksendingar hérna í kvöld en sleppa með skrekkin í bili. Emil hérna með góða tortimingu og sendinguna fyrir og Stef veikar hann fyrir Bjarna sem að setur hann í loftið. Nær ekki fram hjá Daxa samt. Ómó snýr fyrir loftið og
bumpað á boltanum að Bjarna. Daxi með sendinguna. Þá reynir Ómó hérna aftur. En það bara enginn til þess að fá sendinguna. Vani og Daxi báðir þarna í Laugardalsrúndinum. Föstudagsrúndinum jafnvel. En Þórsarar ná að byggja upp sóknina aftur loksins. Bjarni fylgir þessu bara heim. Ómón þarna lengi tilbaka og Bjarni þurfti ekki að hafa mikið fyrir þessu. Hann bara heldur inn í bústinu, hoppar í boltan, var nú með fullan tank og samt lengi í boltan. Erfitt þarna fyrir Ómón menn. Þórsarar núna 3-0 yfir með 1 mínútu og mínútu 4 eftir. Ómó hérna og Step fer fram hjá Vano. Ómó heppinn að fá þarna 100 boost, fer í loftið á skotið hérna. Fer að veggnum, Daxi með sendinguna en Bjarni fyrstur að átta sig. Vano hérna og Ómó í loftinu, missir af honum. Vano þarf að taka hérna hálfvandrarlega snertingu. Ómó hérna og Daxi truflar hérna í Emil og Step og Emil þurfa að verja hérna nána saman. Sjáum hérna Ómón reyna að hafa eitthvað upp úr krafsinu en veggur Þórsara heldur fast utan með þessa fórystu. 30 sekúndur eftir og fullt búst bæði á Bjarna og Steppa. Þeir ættu nú bara að geta mynda sóknina með við að Ómón eru allir nánast tómir. Mikil einbeiting hjá þessu leikmönnum. Enginn sem vill tapa fyrsta leiknum en það þarf alltaf ykkur að gera það. 10 sekúndur eftir hérna fyrir Þórsara til að fylgja þessum leik. Vano hérna með vörsluna. Step hérna reynir skoti fyrir að sláni. Vano setur hann upp. Þetta svona það bil að verða búið. Daxi hérna heldur lífi í þessu. Bjarni að reyna að setja 1 mark í viðbót. Ómó hérna. Emil á fullt að bústi hérna. Heldur lífi í þessu. Nær hann sendingunni fyrir. Nei. Þórsarar reyndu hvað þeir getu til að finna 4. markið en þurftu nú alls ekki á því að halda því að þeir eru hérna með örugga fórystu í viðureigninni. Sigra leikinn 3-0, komður 3-0 í viðureigninni en klárlega jafnari leikur heldur eins og síðasti en aldrei í hættu fyrir Þórsara samt. Nei og hérna settu tónin svolítið snemma í leiknum. Svo kom Ómón aðeins svona inn í leikinn undir miðbygg en það var bara ekki nóg. Ég mitt sjáum hérna að það er einn leikmaður hjá Ómón sem er fleiri stig heldur en svo stiga lægst í á Þórsurum. Það er Vano sem er 2 fleiri stig heldur en Step. En Þórsarar klárlega að stimpla sig hérna inn í mótið mjög sterkt. Og eru þar bara á langflestum ráðum. Sjáum við reyndar að Ómón eru með 4 skot sem er bara 3 færri heldur en Þórsarar. En þeir eru einmitt að taka leikmenn Ómón aðeins að fara yfir áætlunina og kannski bara aðeins að reyna að tjúna sig niður. Já, ég hugsa það. Aðeins að handa og hreinsa hugan og bara koma aftur í rauninni. Aðeins að finna út úr því hvað þurfa að gera betur. Það er mikilvægt að halda haus, sérstaklega þegar maður er að spila eitthvað annars staðar. Hérna eru við mættir á minn uppáhalds völl eins og með páskaeyju haustnum hana. Mér finnst hann alltaf góður. Þingvöllir. Þingvöllur, eins og ég kýsa að kalla hann. Náttúrulega bara fótboltavöllur, nema Þingvöllur. Já. Norðurljósin skarta sinu fegursta, sjáum hérna þoka í kringu trén og eitthvað. Ómón, þetta er ekki slæmt umhverfi fyrir Ómón menn til þess að taka leikli og aðeins að senna sig í gang svona, aðeins að róa sig niður. Aðeins að róa sig svona. Smá jarðtenging. Þetta er svona sjálfséð gras kannski á Rocket League spilurum á þessum velli, en það er mikið af því. Sjáum boltinn hérna fljótandi og páska í hausinu og ég veit ekki hvað. En eitt er víst að Þórsarar eru komnir til þess að sigra og það eru Ómón sem þurfa að finna svörin. Þórsarar, eftir mjög tæpan fyrsta leik sem var 3-2 komið sér vel inn í leik nr. 2, sigruðu hann 6-0 og tóku núna síðast leik 3-0. Sigriðir hér tryggja þessi áfram í stórmeistaramótinu, einu skrefi nær dollunni. Við erum komin að stað hérna. Þórsararnir þurfa bara þennan leik og þá eru þeir konir áfram. Bjarni hérna reynar að setja tónið snemma en Vano hérna. Step í loftinu, nær að sigra Daxa hérna. Emil hérna fyrir fram hjá einum, nær ekki hinn í snertingunni. Þá kemur Bjarni.
Daxi upp í loftið, reynir að finna Vano sem bakkaði bara og með sendingun á Bjarna. Fíl varstaðana hjá Ómo, búinn að lesa skotið á Bjarna. Ómo gera vel hérna í að koma þessum bolta frá sínum vallarhelmingi. Ómo inn á miðju, finnur Vano með ekki gott skot, finnast í innkasti á honum. Klárlega gott tækifæri fyrir Ómo hérna til þess að sækja forystuna. Það verður einhver Daxi sigraðar Emil Valtina í loftinu. Og þetta eru slagir sem Ómo verða að passa sig á, þeim ekki bara gefa bolta frá sér. Það er málið, Step hérna og Daxi, þar er bara Bjarni. Vano í loftinu, fær að leika smá listi sínar, reynir hérna skotið, en það er bara Step. Fastur fyrir, Ómo með sendinguna, þar er Emil fyrir fram hjá Daxa. Er í loftinu með no boost hérna, en nær ekki skotinu og er á endanum tortímt hérna af Ómo. Bjarni upp í loft eftir hann sem Daxi er í fínu bastli þarna. Sendingin kemur á Step, smettur á stönginni, Emil Vald núna hægur upp, beint í stöngina og niður. Sjáum Emil, var hann að reyna þessa snertingu, ég veit það ekki. Þetta er, þið heyrið það kannski gott fólk, það er komið nýtt hljóð í Rocket League þegar þú skýtur í stöngina. Eða slána. Eða slána aðeins hljóð til að minna þig á að þú skoraðir ekki. En Mér finnst þetta illkvinnislegt. Þetta er illkvinnislegt, þetta er svona, já, hvað maður að segja, Rocket League spilar náttúrulega kannski ekki með stuðasta skap sögunar og þetta er náttúrulega ekkert að ýta undir það held ég. Já, nei. En Þórsarar enn og aftur komnir í fórustu hérna, Ómon ekki búin að þekkja það í nokkra leiki. En nú er að duga að drepast fyrir á svört og hvítu. Reyna að koma þessu framhjá vegg Þórsarana. Daxi, þetta er hægur bolti að við sjáum að Ómon eru smeykir við að fara úr eigin teig. Þeir vilja bara bakka fyrir fram markið og fá ekki á sig fleiri vörk. En það þarf víst að skora þau líka. Bjarni hérna með gott skot sem að Vano ver. Emil hérna með góða sendingu og Step með skotið, Daxi ver. Emil hefur þá nýja sókn, fer í hornið, fer fram hjá Ómo, fer fram hjá Daxa. En Daxi vinnur upp hérna, heldur áfram, nær góður í klemmu hérna með Step, þá kemur Ómo. En Emil hérna kemur hættinu frá. 2:20 eftir hérna og bara eitt mark sem skilur liðin af. Og það getur skipt sköpum ef Ómon finna jöfnunarmarkið. Þá galopnast þessi leikur. Sjáum Ómo og Vano hérna reyna að finna einhverja glöfu á múrnum og Þórsurum. En þetta er geggja skot hjá Emil Valtinsár og þann lekur inn. Sjáum hérna, snöggt skiptast yfir í lofti. En Emil bara fljótar í boltan. Gott skot hjá honum og engilega verið þetta fyrir Ómon. 2-0. Nei, þannig var bara hraðinn sem skipti máli hjá Þórsurum og hjá Emil. Bjarni hérna tortímir hérna Ómo, þá er Emil í loftinu. Daxi næra truflan aðeins, Vano setur hann fram, þar er bara Bjarni. Sjálf Bjarni bara neglur þessu upp og Þórsarar bara snúa við eiginlega. Þetta svona taktist þegar hann kannski að fara bara að fylla bústið til að stilla vörninu upp. Gengur bara vel uppi, hann strax komið yfir á boltanum en að Step reynir að finna klemmuna með þess að. Og Emil, hann tekur skotið aftur, sjáu Emil bara finna skotið á miðjum velli og það fer inn. 108, þetta var rosalegt skot hérna. Heldur flippinu alveg bara fram á síðustu stundu, sideflippar í hann. Og það kemur mikill kraftur á bílinn. Og þetta er allt að smella hjá Þórsurum hérna Steini. Það er bara 3-0 í viðuregninni, 3-0 í leiknum og þeir eru að sjá næsta leik. Í 100%, þetta er orðið ansi þungur róður hérna hjá Ómon. Ef þeir ætla að ná einhver hérna úr þessu. Step hérna mætir vel, þar er Vano, næran tvísmellunni hérna. Jó, þessi er Íslandi en Ómon fylgir á eftir. Það er líf. Það er líf fyrir Ómon menn sem að hafa verið í marka purki frá fyrsta leiknum. En finna hérna kærkomið mark. Staðan 3-1. Mínúta eftir, það getur allt gerst. En langt eftir í land og eins og segir róðurinn þungur.
Mínúta til stefnu, Vanó upp völlin. Bjarni helur sér nú bara hálfpartinn. Sjáum að það er nú ekki mikil stress að plaga Þórsara. Bjarni hérna af veggnum, Vanó gerir vel, Ómó á lítið boost sem að Stef vinnur þetta 50. Og ná hérna, Daxi reynir að tíja hann hérna upp fyrir. En Vanó hérna og Stef. Vanó, þetta er svona pínu miðjubolti núna. Og Vanó missir af honum hérna. Daxi í loftinu, Stef, Daxi hérna aftur. Og vinnur ekki 50 á móti Emil. Og Emil hérna. Ómó þarf að verja. Tíu sekúndur sem Ómon horfa hérna eftir sárum augum. Vita hvað byður að það er slagur í neðri riðli gegn Jötun. En það verður ekki tekið þeim, þeir bárust hetjulega, en Þórsarar sigra leikinn og tryggja sig hérna áfram í efra leikjatrinu. Samfærandi sigur. Já, svolítil svona einstefna eftir fyrstu 5 mínúturnar allavega. Sjáum hérna sigri hrósandi með Red Bull við hönd. Red Bull náttúrulega veitir vangi og sjáum að Bjarni hafði þá greinilega í þessari viðureign. En 3-1 lokatölur í leiknum og 4-0 lokatölur í viðureigninni. Já, þetta var bara samfærandi sópur hjá Þórsurum. Sýndu það bara, þeir eru klárir í þetta. Áttu þarna kannski 4 pínu svona mínútur svona eins og Diesel vel að koma sér í gang, en síðan eftir það bara gekk þetta hjá þeim eitthvað megin. Já, þeir voru endurnarðir eftir fyrsta leikin, eftir smá hlé. Já, hérna. Red Bullin farin að kikka inn. Já, Dieselvélin farin að sko ganga á öllum sko. Já. Allir stimplar komnir á fullt. Já. En Þórsarar hérna náttúrulega komnir áfram eins og stöðum og þeir munu mæta þá annarkort 3-5-4 með Dusty. Mér náttúrulega sjá viðurinn hjá þeim að eftir. En þetta er nú kannski bara sem að bjóst við. Ómon kannski líka náttúrulega gott verið þá að vera með neðra leikjatriða til þess að taka á móti sér. Ég meina þeir eru hvergi nærri dottnir úr keppni. Þeir hafa þá leikinu á móti Jötun sem við spila á morgun hérna á Lani. Já, og sýndu alveg góða takta. Þannig þeir eiga alveg séns í neðri deild trénu, alveg 100% sko. Og náttúrulega mjög gott veganesti að eiga svona góða viðureign á móti Þórsurum allavega og sína góða hliðar. Já, alveg reyna að taka eins mikið jákvætt úr þessu leik eins og við geta. Já, klárlega. En Þórsarar búnir að tryggja sig áfram gott fólk í næsta leik. Við munum taka okkur örstutta pásu núna en ekki fara langt því að hér er til smástund 3-5-4 á móti Dusty.
Jú, komið sæl gott fólk og velkomin aftur á skjáin. Við vorum að fylgjast með Þórsurum taka hérna, auðveldan sigur á móti Ómon, sigruðu viðuregnana 4-0, en ég hérna komið með einn af spilurum Þórsara til mín, það Step. Steppi, til hamingju með sigurinn, þið eruð búin að tryggja ykkur áfram. Hvernig er tilfinningin? Bara mjög góð. Við komum hérna til að taka svona leik og ætluðum okkur bara að svípa á það, sko. Og við gerum það vel, svolítið shake í byrjun, en við bara náðum að lock in, eins og maður segir. Náðu að læsa ykkur svona svolítið inn í leikin, að rífa ykkur í gang. Sko, einmitt, þú tala svolítið að fyrsti leikurinn hefur verið pínu bras. Þeir náttúrulega lendir 2-0 undir á fyrstu mínútunni. Náðu að koma tilbaka eftir það? Er eitthvað sérstætt sem var aðalna eða voruð bara ennþá að koma ykkur í gang? Já, þetta var svona aðeins kveikja á sér og líka bara þeir þróa okkur svolítið oft með kick-offs, óviljandi, sko. Já, þeir voru ekki að reyna þetta, heldur þú? Já, þeir tóku bara kick-offs og það bara var svolítið skrýðið, en það var bara eins og það er. Já, og leiddi náttúrulega til þess að þeir skoruðu 2 mörk á móti ykkur. Jú, þannig að þetta virkaði. En virkaði fyrir þá, en þeir fundi ekki annað mark fyrir í lokin. En hvernig náður ykkur tilbaka? Var það eitthvað sérstætt sem við breyttuð eða bara einbyttu ykkur og reyna að kveikja eins á ykkur? Já, við einbeittum okkur bara aðeins meira að leiknum og líka einmitt að kick-offs og þá bara vorum við góðir, sko. Akkurat, og já, þið eru núna að fara að mæta annarkvort 3-5-4 eða Dusty í viðureigninni sem eru spiluð þarna á eftir. Eru þið með eitthvað svona, hvað maður segja, preference, viljið frekar mæta öðru liðinu heldur en hinu eða haldið að annað er þessi sterkara en hitt? Sko, ég held að allavega mig persónulega og Bjarnar líka langa að mæta hérna Rexer, allavega fyrirhverfandi liðsfélag okkar. Já. Og sterkara lið, ég held að 3-4 séu örlítið sterkari heldur en Dusty hins vegar. Ég held að séu svona flestir sammálaðir að sé kannski lítið á milli þarna. En já, kannski ein spurning bara að lokum. Þið eru skráðir 4 í liðinu. Það eru þið 3, þú, Emil og Bjarni. Síðan er það pabbi 4 eða Krilli. Geturðu útskipt fyrir okkur aðeins hvað hans hlutverk er svona innan liðsins? Hann er náttúrulega bara þjálfari. Hann er þjálfari. Og gera það sinni því vel. Já. Myndirðu segja að hann væri svona kannski uppistaða árangurs ykkar sem liðs að ná hérna, svípa fyrsta leikinn á stórmeistara móti geðverkdeildarinnar og tryggja ykkur áfram með efri riðlinum? Já, ég skal bara hreinskilja, hann er bara hann fyrir Wikipedia Points, sko. Hann er hann fyrir Wikipedia Points, þar hafið það gott fólk. Krilli og Þórsarar komnir hérna áfram í næstu umferð. Við ætlum að taka okkur kannski svona 1 mínútu pásu og svo komum við aftur, hann er ekki fara langt. Jú, komið sæl gott fólk, við vorum hérna að taka viðtal við Step þar sem hann lýsti svona helstu uppustöðum velgengni Þórsara sem eru búin að tryggja sig það áfram. Þeir sendu Ómon í neðra leikjatrið þar sem þeir munu mæta Jötun á morgun. En já, við erum hvergi næri hætt í kvöld og til mín er komin Brimar Guðmundsson, háttvirtur veislustjóri á morgun og lýsandi með meiru broskallinn. Broskallinn, ég segi bara allt gott, sko. Ég er virkilega ferskur og ferskur. Það er akkurat málið, sko. En hérna, já, ég er búinn að vera bara flottir í Twitch-chatinu. Það er búið að vera gaman hjá mér, sko. Já, það er náttúrulega alltaf gaman að vera í Twitch-chatinu hjá Rocket League samfélaginu. Já, það er búið að vera rosa gaman, sko. Þú ert með mottu, það er náttúrulega mottumars. Já. Mikilvæg motta, verði að segja. Já, takk fyrir. Þetta er búið að vera hérna safnað í, sko,
1,5 mánuð örugglega núna, sko. Já, ég tók ekki fram Steini sem með mér ráðan, hann líka með vígalega móttu. Já. Ég það ekki. Nei, eins og þið getið séð elsku fólk, ef við förum í nærmynda mér eitthvað tímann, að ég ekki með góða móttu. En við erum eins og að fara að halda áfram með stórmeistaramótið hjá GR-verkdeildinni. Byrja vel, Þórsarar tóku Ómon 4-0, fyrsti sópur, keppnin komin, en næsti leikur, hann verður nú ekki verri. Við skulum henda brakketinu upp snöggvast, leikjatrénu, ef við erum með að klárt, hvernig sem við viljum kalla. Þórsarar búnir að koma sér áfram, sjáum myndvinnsluna, koma þessu í gegn. Þórsarar 4-0 á móti Ómon, 3-5-4, Dusty næst á dagskrá hins vegar. Hvernig líst þér á svona komandi leik, Brimar? Þetta eru náttúrulega stór lið. Já, þetta eru bara virkilega stór lið. Dusty náttúrulega kom kannski frekar mörgum á óvart að þeir voru ekki topp 2 núna síðasta tímabil og þurfti akkurat að spila sig í undankeppnin til að komast hingað. Töpuðu einum leik á móti grísku guðunum í þeirri viðureign. Mér fannst það gríðarlega skemmtilegt að sjá grísku guðunir að sína snildar leika hérna. Takk fyrir, Kristín. Þarna það rétt. Það Jötun sem heitir Ómon á morgun. Það það sem ég var að benda honum á. En ég náttúrulega Jötun maður sjálfur, hrikalega peppi það líka á morgun. En 3-4 Dusty. Ég held að þetta verður virkilega jafnleikur. Já, ég held að við vorum að tala þetta áðan, ég og Steingrímur sem var að lýsa með leikjandi áðan. En Dusty, þeir náttúrulega þurftu að spila sig upp úr undankeppninni, tóku hana sem sagt á 6-1 í leikjum, 2-0 í viðuregnum, eins og segir að tóku grísku guðunir 1 leik á móti þeim. En það muni nú ekki svo miklu á þessum liðum og maður geti sagt að Dusty sé töluvert ólíklegra til sigurs þarna. Ég held að þetta sé nú bara mjög jöfn lið, bæði 2. Já, þetta eru virkilega jöfn lið og það náttúrulega breytingar hjá báðum liðum. Þannig að maður veit aldrei hvað getur gerst hérna. Nei. En mér langar allan að sjá bara 7 leikja rinu hérna bara viðuregn. Ég veit ekki hvort að þú sé tilbúin í það, en ég held að allir aðrir hérna frammi séu tilbúinir í 7 leiki. Ég tilbúin í 7 leiki. Já, ekki. Jú, við skulum kannski bara negla liði 3-5-4 upp hérna á skjáin snöggvast ef við erum með að klárt. Sjáum hérna flottir bílar. 3-5-4 geta klálega gert margt. Við sjáum hérna hjá þeim, það eru Dan, það eru Crypto, það eru PES og það eru Vex. Þetta er sterkt lið, klárlega. En þetta hverju vorum við voru aftur í OGVF? Það var Dan, það var PES og Vex. Já, mér langar að segja það. Ég var að tala við strákarna hérna inni áðan. Já. Og við vorum að reyna að muna hvort þetta væri ekki rétt, hvort það sé ekki bara annar útlendingur inni í. En þeir náttúrulega komnu með Crypto sem komnu með, þeir eru komnu með Crypto, Rexter í Dusty. Þannig að ég minna að þetta náttúrulega. Hann var í OGVF líka. Hvað? Nei. Ég man alltaf bara eftir þessu sem Dan og dansku og síðan voru þeir ekki að spila saman og þetta er búið að vera Crypto verið 3-5-4, alveg rétt, sko. Allavega, þetta leið 3-5-4 e-sports, þetta svona lið sem þarf kannski svolítið að sanna sig. Við vorum náttúrulega að tala áðan þegar þú varst ekki þarna að, sko, þegar við mæta á LAN þá náttúrulega alltaf öðruvísi fyrir liðin sem eru sjálfkrafa komin áfram að vera að taka fyrstu leikina sína bara á árinu saman sem lið. Ég meina, maður veit ekkert hvað þessi leikmenn eru búin að spila mikið saman, en auðvitað getur að vera rosa erfitt að koma bara inn og þurfa allt í að koma að spila saman sem lið á móti. En það verður forunlegt að sjá hvernig 3-5-4 koma inn eða. Já, algjörlega. Það náttúrulega gríðarlega pressa að þurfa að vera að mæta hérna bara beint í arína bara í sína fyrstu viðureign eins og talar bara árinu sem lið á móti. Það allir aðrir annarkort búin að fá að spila aðeins í þessu móti eða þá voru eins og Þórsarar voru allavega með þetta lið í Reykjavíkurleikunum núna fyrra árinu. Já. Þannig að þetta verður skemmtilegt að sjá, en ég samt að búast við miklu af þessu liði. Já, Einmitt 3-5-4 sigur stránglegir allavega, komnir sjálfkrafa áfram á mótinu. Skulum henda upp liði Dusty, kíkja svona hvaða leikmennum þeir geta telt fram. Þeir bleiku hérna, og það ekki hægt að segja að þetta lið sé mikið verra. Það eru Vatima, það Rexer, það Usik og Bins. Vatima, Usik og Bins voru
uppstilling Dusty á RIG sem Reykjavíkur International Games og þeir bæta við sig þarna Rexer sem að var nú bara maður ársins fannst manni þarna á síðasta tímabili. Já, algjörlega, Rexer búin að vera stjarna deildarinnar síðasta árið og kom á óvart að Þórsarar ákveða að fara hana bara yfir í fullt íslenskt roster en Rexer búin að finna sér nýtt heimili í íslensku deildinni. Ég mjög sáttur með það allavega þó að Dusty, já, ég veit ekki hvort að það sé rétta heimili fyrir hann en það verður gaman að sjá hvernig þið spila út sérstaklega núna á móti 3-5-4. Það er náttúrulega ótrúlega gaman eins og að sjá Rexer hann að komina til dæmis á úrslitakeppnina síðast, þá tók hann við verðlaunum eins og Ingivar í morgundagurinn klárlega bara stimpla sig vel í samfélagi en hann var hérna og var að tala við fullt af leikmönnum en gott að sjá að hann er komin með annað heimili en Þórsarar náttúrulega þetta svona svipað eins og við sáum hjá Breiðablik á sinni tíma, þeir svona leggja áherslu á að vera með íslenskan roster, íslensku uppstillingu sem náttúrulega bara flott, sínum að við eigum ennþá mjög góða leikmenn og það nú enginn að fara að deila einst það en við minnum náttúrulega á að það hægt að kjósa heima í stofu fyrir það sem að horfa það þá væntanlega millumerki 354 og millumerki DY minni mig, þetta ekki komið upp á skjáin gott fólk en þið getið kosið en hvað þú Brimar, hvað þarna kemur þetta var rétt mér en þú mátt byrja að kjósa að spá fyrir núna. Það vita allir mitt prediction sem að eru búin að vera aktív á Discordunni okkar. Alveg. Ég var allan með rétt hérna fyrstu viðuregnina, það var 4-0 sem ég spáði fyrir og í þessari viðuregn mun 3-5-4 taka Dusty 4-3. 4-3? Ok, já það er þín spá. Það er mín spá, það er bara komið á hreint og það verður bara svoleiðis. Já, hvað, það er ekki eitthvað í húfi fyrir þessa spá eða er þetta? Jú, sá sem að er með bara svona, já, réttustu spána fær in-game credits í verðlaun. Ég man nú ekki nákvæmlega hversu mikið það er. Ég held ég bara aldrei keypt mig credits í Rocket League. Nei, ég keypti mig credits til þess að kaupa Titanium White Fennec einu sinni fyrir löngu. Þetta er fallegt. Það er mjög fallegt. Við vorum að tala um áður þegar við þurftum aðeins að vera að senka streaminu. En ef þú segir 4-3 fyrir 3-5-4, sagðir það? Já. Ok. Þetta kemur það. 4-1 Dusty. 4-1? Já. Þú heyrðir rétt. 4-1. Maðurinn hefur enga trú á 3-4 hérna. Ég hef trú á 3-4, ég hef bara meiri trú á 3-4. Ég veit að það eru náttúrulega svona má segja, erkifjendurnir Dan og Vattema sem hafa nú sagan endalausa. Þeir mæta á LAN og eitthvað með alltaf svona erkifjendur. Og það er mjög mikið bara dagsform á þeim tömur, hefur maður tekið eftir. Ég ætla bara að setja minn peninga á Vattema og Dusty núna og ég er líka ótrúlega spenntur að sjá hvernig Rexer spilar inn í þessa dýnamík. Ég veit ekki, hann er væntanlega ekki mættur til að keppa núna. Hver? Rexer, er hann mættur? Hann er mættur. Ég hitt hann hérna fram í sal áðan. Hann er mættur og ferskur bara. Hann elskar að mæta hingað. Já, ég elskar líka að mæta hingað. Já, þú veist, það er samt eitt að mæta þegar þú byrjið hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það er annað að mæta þegar þú byrjið já, öðru landi. Það ertu Vesturbænum bara eitthvað að smetla niður í arína, það er ekkert vesen, Nei, það er ekki sem verra að það eitthvað í sánu út í Finnlandi, skilur við. En hins vegar erum við með Bins líka. Bins, já. Ég veit ekki hvort hann sé mættur, en Dusty hafa 4 leikmenn sem að ég sé fram á að geta allir spilað hérna í kvöld, ef þeir eru allir mættir. Það er svona ekki, kannski, maður myndi kannski tefla fram Vattema og Úsik og Rexer fyrst. En klárlega engin svona greinilegur sub. Nei, algjörlega. Bins spilaði eitthvað í undankeppninni. Já. Var að lýsa eitthvað af þeim leikjum. Reyndar náttúrulega bara langflesta leikjunum. Ég held að við mist af 2 viðregnum í undankeppninni. Annars vorum við með restina sýnda hérna í heimastrými. Já. Það var aðeins öðru síðan, mjög gaman sko. Gaman og gott heimastrými. Já. En það er nefnilega, það er líka pínu ástæðan fyrir spánni minni. Og ég sé að fólkið heima er pínu sammála mér hérna að 3-4 er að fara að taka það. Það sem ég sá smá klaufa mistök hjá Dusty. Það er pínu eins og í byrjun síðasta deild. Þeir voru að færa fólk í og úr liðinu og breyta til alveg helling. Og
ég sá það pínu hjá þeim líka í síðustu viku og ég held að 3-5-4 séu bara að fara að klára þetta. En ég á reyndar eftir að sjá þetta 3-4 lið spila alveg allavega þetta lið saman, þannig að kannski ég bara að bulla eitthvað og við sjáum allt öðruvísi, en það náttúrulega 3-4 fólkið náttúrulega risastórt í Rocket League, þannig að við sjáum aldrei neitt nema 3-4 spá fyrir sigri, sko. Síðan finnst mann líka, sko, Dusty og alveg frá þetta að lafa, að þá hefur einhvern veginn alltaf verið, kostningar alltaf verið á móti þeim. Já. Náttúrulega 8 deildin hérna á sínu tímabili, það segirðu bara allt. En ég var að fá fréttir að Bins í vinnunni og ekki að fara að spila hérna í kvöld, þannig að við vitum á hvaða 3 leikmenn verða hjá Dusty. Já. En ég ekki viss að það verði neitt að falli að hafa ekki, þótt að viti allir hvað mér finnst Bins góður í leiknum og hvað ég dýrka að horfa á hann spila. Ég held að þetta sé bara mjög sterkt lið sem Dusty eru með þetta. Já, þeir eru náttúrulega með virkilega sterkt lið og allir þessi leikmenn hafa sannað sig virkilega mikið áður ár eftir ár og já, þú veist, þú ert með mann ársins frá síðasta tímabili. Eina bara hversu vel þetta fólk getur spilað saman. Já. Það svolítið það sem skiptir allir máli. Mér langar ekki að segja kannski einhverja leikmenn hérna út sem að hafa einhvern veginn ekki náða að fíla sig með hinum og þessum, en það einhvern veginn Dusty hópurinn stundum að detta bara út og það vantar samskiptin hana sem að akkurat þeim að falli þegar það kemur að þessum stóru leikjum. Það svona kannski stendur svolítið að fella með hvernig Rexer kemur inn. Ég vitum að Vatum og Úsík hafa náttúrulega spilað tölvöld saman áður. En já, Rexer þarna nýtt púsluspil í heildarmyndina. Sáum að staðan komin í 50% Brynmar. Það kemur óvart. Dusty-mennir í chatinu vöknuð þannig þegar ég sagði að hötu þetta á. Það virkar greinilega að kynda eins upp eða þannig. Já. Þetta eins og segja, ég held að þetta endurspeglar bara svolítið sko hvað við erum að segja. Að þú náttúrulega, þú spáir sko æsi spennandi leik, ég ekki svo spennandi leik, en ég spáir leik. Já, og það getur líka alveg verið þó að fara 4-1 að hver einasti leikur verður jafn og síðan það bara 1 mark sem að skilur að, en síðan náttúrulega eins og við höfum alltaf síðið í Rocket League að koma stundum leikir þar sem eru 5-0 og næsti leikur 2-2 í overtime. Já, einmitt, saman til dæmis bara áðan hjá Óman og Þórsurum sem fyrsti leikur var sko mjög naumur 3-2 sigur hjá Þórsurum, næsti leikur var 6-0 fyrir Þór. Þannig að ég sjá, sko, Dusty eru bara að sigra leikin eða, sko. Ég held að þetta sé fyrsta í skipti sem ég sé Dusty vera að vinna prósentuna á móti, sérstaklega á móti 3-4. Já, þetta í fyrsta stund sem að sé Dusty vinna prósentuna og fyrsta stund sem að sé 3-4 að tapa prósentuna. Já, nákvæmlega, hvar 3-4 fólkið? Svolítið magnað hérna, menn eru að svona representa hérna. Já, það gætir enda verið að fólk sé bara hérna frammi og að horfa á þetta stóra skjánum. Þá ekki með þetta opið? Það getur verið, sko, að 3-4 mennindi séu bara mættir og séu bara, það var náttúrulega, núna vilja allir 3-4 sem eru á staðnum að horfa, þeir taka upp símana. Já, taka upp síman hérna, drífa sig í þessu, við erum að fara, 3-4 á alltaf að vinna prósendina, á að haldast. Þeir að missa stríkið ykkur en þeir vinna ekki núna, sko. Já, nákvæmlega. Það á að vera sterkasti hópurinn hérna, áhörandahópurinn, það 3-4, þeir hafa alltaf verið svo stórt samfélagi eitthvað. En já, liðið sem að vinnur þennan leik, þeir náttúrulega tryggja sig áfram á móti Þórsurum. Já. Og liðið sem vinnur þann leik fer í úrslitaleikinn sem verður spilaður á morgun, síðasta leikur á morgun, svona, já, hann verður sennilega bara í gangi þetta leitið annað kvöld að byrja sennilega úrslitaleikurinn, þannig að ég menn geta að fara að koma sér í stellingarnar bara núna. Og þeir sem tapa, þeir fara svo að keppa á móti grísku guðunum í neðri riðlinum. Það var vitlaust staðan að Ómon að fara að lenda á móti Jötun eins og komst inn á og síðan það tabliði núna sem lendur á móti grísku guðunum og síðan á morgun verða þeir leikir spilaðir. Eftir það verða sigurvegarnir úr þeim leikjum sem spila. Síðan mætir liðið sem sér að þann leik liðinu sem tapar á eftir. Já. Og þá vitum við hverju mætast í stóru úrslitaleiknum á morgun. Já, þú verður að segja þetta allt aftur á morgun, sko. Ég verð bara hérna fram með að leika með fólkinu. Einmitt, svo við minnum nú á það árunum fyrir mig leikin að Brimar, hann verður veislustjóri hérna á morgun í Arena, verður sannlega inn á Bytes, þannig að fólk getur bara mætt, ég held að húsið opni 3:30, eitthvað svoleiðis. Já,
hreinlega fyrr sko. Eða Það er fyrr, þarna- 2 kannski? Já, kort er í 3 held ég að við séum að mæta hérna í hús. Það á að vera sjómats hérna, Já, húsið opnað 3. sjómats frammi hérna klukkan 3:30 sirka áður en að við förum í útsendinguna. Sjómats, er Já. búið ákveða spilara eða? Ég og Steppi erum að ákveða það held ég ennþá en Ok. ég er svona að leyfa honum pínu að ákveða það og bjóða fólki í það. Já, Ég held einmitt. að hann þekki þetta betur hverjir eru virkilega bestir í þessum svona indíum. Já, og það veit allir sem að tekið þátt í þessu samfélagi að já, það getur orðið svolítið heit umræðan hver svona er bestur. Já, Ég man ætli, Valdimar sé ekki með kórununa eins og einvíðis kórununa. Ég held að Valdi sé með hana núna, Danny Djúsa með hana þar á undan, eða Dan var með Já. hana þar á undan. Þannig svona, ég væri gaman að fá þetta upp á svið allavega Já, að já. taka þetta. En ég meina það verður sjómats, já. það verður lukkuhjál, það verður einhverju leikir, eitthvað til að gefa, ég veit ekki hvað. Ertu með eitthvað? Jú, Ertu með Það eitthvað er að pakka? hérna, ef að fólki er ekki búin að gera það nú þegar, þá er það fyrsta sem þið viljið gera núna er að fara inn á Facebook, finna viðburðin þar og merkja þið síðan að mæta. Því að síðan þegar þið mætið, þá verður dreigið út og þið getur unnið hérna nýjan JBL Flip hátalara. Það er geggjað. Fá Það er geggjað. hátalara fyrir sumarið. Já. Það er svona ferðahátalara. Það er ferðahátalari, það er akkur bara svona lítill ferðahátalari fullkomin í bara útileguna, Já, það bara er sko- sumabústæðin eða Að taka bara svona eitthvað með í útilu, það er veisla. Það er veisla. En veistu hvað er meira veisla? Þessi leikur. Íslensku Rocket League og sérstaklega þessi leikur. Því að ég held, gott fólk, að 354 og Dusty séu komin inn á völlin, þannig við skulum bara kíkja á þá snöggvast. Þetta er leikur nr. 2 í kvöld, Dusty á móti 354. Stórmeistara mótið hérna, já, að halda áfram, sjáum bleikir á móti fjólubláðum, þetta er nú ekki ólíkir litir, Brimar, en aðeins yttara sem við mun tryggja sig áfram hérna. Yes. Þetta er nettasta grafík sem ég séð, Jóna Dingo sé að horfa, en það er, já, nóg eftir, gott fólk, þessi leikur eru upp í 4, þetta eru jöfn lið sem eru að mætast, eru það allan á blaði, sjáum hvernig eru í reynd, en förum hérna hvað á hverju að byrja þessa viðuregn, ég heyri í vélunum, menn eru mættir inn á völlin, fánarnir hérna, það er Dan, Crypto og PES, sem eru hjá 354 eSports og Usyk, Vattima og Rex eru á Dusty en það stendst. Uppstillingin sem við byggumst við, Vattima hérna strax að leita fyrsta markinu, finnur það ekki, Rex tekur hann að bolta til hliðar upp á miðjum velli, Usyk eldir að Dan, það er hins vegar ekki góðri snertingu. Og já, þetta er svona eins og við sjáum átti fyrsta leik, bæði liðið svona svolítið að þrjóða fyrir sér á vellinum. Algjörlega, ég held að þetta séu bestu uppstillingar sem að þessi lið geta sett upp en Dusty núna að byrja frekar sterkt en að vilja sækja strax. Dan núna þarf að koma boltanum burt en Rexer getur tekið á mótunum, situr hann bara beint á marki sem að Crypto þarf að verja til hliðar. Lítið búst hjá 354 en Rexer heldur áfram, situr hann í vegginn og Usyk mætir hérna, situr hæga bolta, Dan þarf að verja hann út. Frekar heppinn hérna, Usyk hitt hann ekki nógu vel og núna Crypto kemur hann aðeins út, gefur 354 smá pláss til að spila með. Sem Vattima hann kannski svolítið fljótt fyrir að elda boltan á eigin vallarhelming hérna, en þetta er hins vegar geggju vasslega Rexer hérna. 354 næstuði búin að finna fórustuna. Dusty sleppur með skrekkin, snúverdi sóknina, Vattima undir 1, Crypto hins vegar mættur í vörstuna. Usyk heldur lífi í þessari sókn fyrir Dusty. Dan yfir Rexer og Vattima fulla stjórn á þessum, tekur hann upp á vegginn. Hann er lengi að þessu hins vegar. Þessi sókn verður væntanlega ekki að neinu fyrir Dusty eða hvað 354 ekki að mæta. Þannig kemur Dan. Rexer fljótur að mæta, Vattimar finnur skot við þetta, nær að fara í slána, dinglar í sláni. Boltinn hins vegar dansar fram að línuna og áfram allt jafnt í spilum. Þetta er frábært hljóð, ég elska þetta hljóð. Heyra í sláni og stönginni. En Dusty byrja sterkar hérna í þessum fyrsta leik. 354 þurfa að finna sér eitthvað tækifæri, finna glufuna. Rexer tekur hann hérna upp í hornið, reynir að elta hann en missar hann pínu frá sér en að Crypto neglur hann bara yfir. Vattima tekur bara rólega á mótunum og 354 að gefa pínu boltan frá sér hérna í hvert skipti sem þeir ná á honum. Rexer hann lendir held ég í Vattima, næri ekki að fljúga upp að boltanum. Geggjuð tortinu ekki Usykana. Vinnur mikið tíma fyrir Dusty. Algjörlega 354 samt finna plássið hérna, PES hittur bara boltan hreinlega á marki, Vattima þarf að taka hann
frá, flýgur hérna eftir honum, ekki með boostið, PS situr hann hérna yfir á Crypto, getur hann gert eitthvað með þetta, byrjar að fljúga upp hérna á móti Rexer, hann bara lendir í honum, núna Usyk fær boltan í róleitum, PS hins vegar bara mættur og lítið að gerast hérna til að byrja með. Já, náttúrulega minni hasar í þessu, en þetta liðir mjög jöfn eins og við vorum búin að gera grein fyrir hérna, en ekki mikið að frétta svona færalega séð, ekki dauða færi ennþá. Dusty, mínum mati, verið líklegri til að skora. Valdimar til vinstri, Rexer finnur snertingu en þetta er vel gert hjá honum, hann leitar að markinu bara hreinlega, er eitthvað mættur í skoti, nei, Usyk kýs að vera tilbaka, hann er þarna mikilvægri snertingu á boltan, tekur þetta út í hornið, Dan upp völlum með boltan en Valdimar hins vegar tilbúinn að taka á móti honum og núna leitar hann að sendingu eða hvað Rexer svo litið vandræðilega staðsettur þarna, PS og Usyk með 50 en áfram 3-4 að verja vel. Geta hefði fundið skotið þarna, Dan reynir það, Rexer hins vegar með flotta vörslu og frákastið næra tvísmetunni, held hann hafi gert það, hérna kemur skotið en sjáum að skotin eru ekki úr neinum dauða færum, menn eru bara að reyna að koma skoti átt að netinu. Algjörlega að þessi lið eru nýfjöfn og það er erfitt að finna tækifærið en Rexer þarf að bjarga þessu frá Crypto. Útlendingarnir búin að vera að koma sér vel inn í þessi lið klárlega en PS núna kemur þessu bolta pínu fram. Spurning hvort hann hittir reyndar ekki boltan en Dan tekur hann hérna niður. PS núna með skotið og það er mark! PS er að koma 3-5-4 yfir hérna eftir að Dusty búin að vera líklegri eða allan leikinn. Einmitt, sjáum Rexer hann tekur 50, Valdimar bara ekki á réttum staðina til að verja þetta, skotið er fast frá PS og erfitt að verja það mínútu eftir hérna og 3-5-4 komnum með fóristuna en mínúta meira en nóg í Rocket League til að finna markið að 2. PS hérna 3-5-4 ekki langt frá að bæta bara við öðru marki. Valdimar reynir að mæta PS hérna, sjáum að Dusty kannski svo lítið að vera greitnir úr stöðu. Crypto, tvisvar af vegnum, Usyk upp í þetta, Valdimar líka með honum í þessu, mætti hann enginn tilbúinn að taka við þessum bolta. 3-4 á bakfætinum en hins vegar í vörninni, 30 sekúndur eftir og Dusty engu nær að klífa múr 3-4. Hérna hins vegar geti komið skot, Usyk finnur jöfnumarkið, 23 sekúndur til stefnubrimar, flott markan hjá Dusty. Þú þurfti bara að segja það og þá gerist það. Það er hérna, þeir finna enga leið og þá finna þeir leiðina. En Dusty mikilvægt mark hérna til að jafna fyrsta leikinn og sjáum hvort að annar liði getur fundið mark hérna á síðustu 20 sekúndum til að klára hann að leik eða hvort við séum bara fara strax hérna í framlengjuna. Dan núna sækir hratt hérna upp, situr hann í bakveginn en Valdimar, góða björgun hérna, núna getur sótt, er með boost, situr yfir Rexer. Crypto vel staðsettur, las þetta vel núna, Usyk með tækifæri, getur hann að setja þetta fyrir, gerir það, er einhver mættur hann að hann sprengir upp en við erum komin í framlengjuna, boltinn datt hana í jörðina, 1-1. Fyrsta framlenging kvöldsins og þetta er erfitt kick-off hérna, Usyk næstu í hetja Dusty manna, 3-4 nákvæmlega að berga þessu, er þessi að fara inn, já hann gerir það! Þetta verð ég að fá að sjá afturgripar. Þetta var ótrúlegt, sjáum þetta fer í stöngina yfir Crypto og Rexer klárar þetta. Heyrðum líka hljóðið í stönginni, svo fallegt. En Dusty taka fyrsta leik. Einmitt og bara vel að því komnir að mínu mati sem við fáum að sjá hérna mjög jafn leikur en Dusty voru með svona finessið á þessu fannst manni. Já, maður sér það bara í yfiráð vallar, Dusty klálega með yfirhöndina, svona voru meira frammi, héldu pressunni betur, mistu síðan bara smá tækifærin sín, 3-4 sterkir í vörninu og náðu að sækja hana fyrsta markið en Dusty fundu síðan loksins gluguna þegar mínúta var eftir og fóru hana við framlengina sem að var reyndar, mér langar að segja pínu heppni hjá Rexer en líka bara virkilega vel gert, hann alltaf setur skotið hann á markið, lendir í stönginni, Crypto óheppinn, boltinn hoppar eiginlega bara beint yfir hann. Já, við sáum að Rexer stigahæstur, Crypto stigalægstur, útlendingar þetta á sikkurum skalunum en eins og við segjum, það er nóg eftir.
Þetta bara leikur nummer 2 í viðureigninni. Þetta sjálfsögðu upp í 4, þannig getum farið í 7 leiki, getum farið í 4 leiki, eða allt ára á milli. En Dusty með forskotið inn í leik nummer 2. Já, ég var hreinlega ekki að búast við því, en eins og við töluðum áðan, 3-4 að koma hérna inn og við erum bara mættir inn í leikinn hérna. Já. Úsvík bara komið með boltan yfir á Rexer og þeir eru bara byrja sterkt, en Krypto hérna upp í lofti, spurning hvort hann getur spilað yfir einhvern annan, fer bara sjálfur með þetta. Valdimar ver, PES heldur áfram. Rexer hins vegar neglir honum hérna upp fyrir Valdimar, hann nær ekki snertingunni. Rexer fylgir þessu eftir, situr fyrir fram á markið og Úsvík rétt í vegginn, nær Krypto að koma upp. Nei, Rexer sprengir hann, mikilvægt hann hjá Rexer og mátti líka ekki miklu muni, ég held að hann hafi rétt ná hraðanum til þess að tortimónum þarna, en mjög mikilvægt hjá Rexer að ná því. PSN að síðasta vörð 3-4 gerir ekki neitt að vanda, en núna það Dusty sem að reyna að sækja PS af hliðavögnum yfir á Dan með snertinguna. Þessi bolti fer aðeins áfram, en mikið hnoð á miðjunni. Bæði lið bara að reyna að finna eitthvað að glufu. Úsvík hérna að gera vel. Rexer ætti að finna skotið, gerir það að bakvögnum Krypto að verða niður. Valdimar hikandi að fara í skotið. Þetta getur hættulegt fyrir Dusty, menn Úsvík þarf að koma hérna yfir allan völlin. Finnur sendingunni yfir Rexer. Dusty ennþá í svolítið erfiðari stöðu. Dan reynir að koma sig yfir Úsvík. Úsvík hins vegar að gera allt rétt hérna, heldur Dusty í þægilegri stöðu. Þessi liðið eru bara alltaf góð í vörn. Þeir halda boltanum bara nógu þægilega í horninu eða hliðavegnum. Það bara ekki hægt að búa til tækifæri. Þeir eru alltaf á undan sóknarmönnunum í boltan. Sóknarmennunum þurfa hreinlega að vera búin að lesa þetta fyrir löngu, en Dan reynir að halda pressunni hérna 3-4 með allt bústir reyndar, en Rexer og Úsvík fundir báðir 100 búst til að elta þennan bolta uppi. Sjáum Úsvík mætir hérna, en Dan var á undan. Spurning hvort hann getur klárað þetta sjálfur, en Rexer tímanlega mættur þarna. Úsvík er nú að spila yfir á það, en það er svo langt að Rexer þarf að fara með hann yfir og vildi alls ekki gera það, en Valdimar kemur honum í bakvegginn, en enginn nær að fylgja þessu eftir og þessi bolti skýst hérna yfir allan völlinn. Já, 3-4 er ekki langt frá því að finna netið þarna, en áfram halda Dusty þessu í 0-0. Eins og segir, bæði liðin bara spila mjög góða vörn hérna. Má ekki mikið út að bregða í svona leikjum, en Dusty ennþá hérna að reyna að brjóta niður 3-4 inn á miðjuna. PS kemur þessu út. PS reynir að fara í næstu snertingu líka. Valdimar nær snertingunum. Þetta er hættulegu bolti. Úsvík setur bara beit niður. Rexer heppinn hérna ekki fór að vera. Hérna hins vegar gætu verið á fyrsta markið. Fáum það allt galopið á Dusty-mönnum sem Úsvík fer í hotbústið, fer upp á vegginn á móti Rexer sem missir stjórn á boltanum. Úsvík hársbreytt frá því. Þetta hljóð verður bani minn. Við heyrðum það í slow motion. En 1-0 fyrir 3-4 aftur eins og í síðasta leik. Dusty náðu þá að snúa leiknum við í 2-1. Sjáum hvaða spil þeirra á hendi núna. Rexer upp. Vel gert að 3-4 hérna að stoppa þessu sókn snemma. 3-4 finna ekki skotið, ná að hafa boltan hérna frammi, en ger ekki mikið meira en það, og þarna fer boltinn fyrir fram að mark 3-4, en Dusty ná ekki að nýta þetta. Krypto núna með tækifæri, ekki með mikið boost, en getur gert eitthvað úr þessu og gerir flippið, en Valdimar góð snerting, vel varið, og Rexer kemur þessu hans fram fyrir Dusty, en Dan í bakvegginn í tvísmelluna, og það er 2-0 fyrir 3-4. Sjáum þetta aftur, Rexer alltaf að koma fram, en Dan búinn að lesa þetta, staðsettur vel og klárar þetta bara sjálfur. Valdimar ekki tilbúinn í þetta. Mitt fyrsta þarna 2-0 fórustan sem við fáum í þessari viðureik, sem er náttúrulega strax orðið miklu þægilegra heldur en 1-0. Rexer hérna gæti þess að vera að snúa þessu aftur við. PS verður þetta beintur, Valdimar minka munin strax. Þetta er alls ekki búið. Fljótir að svara fyrir sig hérna
lítið hægt að hreyfa sig á staðnum og staðan var 2-1. Dusty snöggir að svara að þetta akkurat það sem þau þurftu til að koma sér aftur inn í þennan leik, en Dan sækir núna hratt, spurning hvort hann getur búið til eitthvað. Nei, Rex fljótur að mæta, en Crypto reyndar heldur pressinu áfram. Úsvík núna situr hann bara beint yfir á PS en gerir vel, kemur hann yfir hann og Dan þarf að sækja hann að bolta aftur í vörnina. Situr reyndar flottan bolta hérna upp fyrir Crypto, en Dusty menn alltaf tilbúinir að mæta, en klukkan að vinna í fyrir 3-4 hérna. Dusty þurfa að finna eitthvað. Úsvík situr hann hérna niður, reynir að koma hann yfir á Vatima tekur hann og skýtur hann bara beint, en PS vel staðsettur, en Úsvík nær að fylgja sig eftir. Crypto kemur hann út, en það sprenging og núna Rexer situr hann í bakvegginn, reynir að trufla varnarmennina, en einhvern veginn ná 3-5-4 að finna eitthvað út úr þessu. Crypto reynir að koma hann fram 20 sekundur eftir. Núna Rexer reynir að sitja hann til hliðar, en 3-4 heldur pressinu uppi. Nú spurning hvort að þeir geta ekki bara bætt við. PS reynir það, en Úsvík nær vörninni hann á línunni. Crypto núna eitthvað að leika sér hann með boltan, bara að eyða tíma. 3 sekundur eftir þetta leikur fyrir 3-4. Núna má boltin ekki lendi í jörðinu og Crypto gerir það akkurat að sitja hann bara beint niður í jörðinu á 3-4, taka leik nr. 2. Dusty þarna í dauða færi á að jafna, en ég veit ekki hvort þú tókst eftir í, en já, Vatima og Rexer reyndu báðir að demoa síðasta mann. Þeir heldur greinlega báðir að hinn ætlaði að taka skotið og það var bara til þess að enginn tók skotið og þeir eru báðir mættir í markið á hinliðinu, en já, og þeir hitti ekki einu sinni mannin. Nei, þeir hitti ekki mannin sem hoppaði bara upp, en já, 3-4 vel að þessu komnir hérna spiluðu þannig leik bara einfallega betur, nýttu tækifæri sín á meðan Dusty gerði það ekki og taka hérna verðskuldaðan leik og jafna seríuna. Já, algjörlega mun betri leikur í á 3-4 núna. Við sjáum það sérstaklega bara akkurat yfir á vallar segir svo mikið. Þetta bara spurning hver með meiri pressuna, skotin líka aðeins í hag fyrir 3-4 sýnist mér, en virkilega jafn leikur enn og aftur og ég held að við séum að fara að fá þetta fram og tilbaka alla leiðin í 7 leiki. Ég svo tilbúin í þetta. Þín spá geti rest hérna. Já. Þú þetta ekstra spenntur og ef hún rætist þá getur þú kiftir eitthvað drasli í leiknum. Já, nei, hún aldrei að fara jú, segjum bara hún sé að fara að rætast. Þú hefur ekki séð neðri spána mína. Nei. En ég ætla að gíska á að Jötun séu þar sigur stranglegir. Já, kannski pínu. Mjög gott. Hins vegar bæði þessi lið sigur stranglega hérna í kvöld. 3-4 og Dusty allt jafnt í töflum 1-1. Og bæði liðin munu reyna hérna að rífa sig frá hinnu liðinu. Algjörlega núna PS með gott tækifæri. Crypto nær að fylgja sig eftir og gerir þetta bara sjálfur. Kemur 3-4 strax hérna yfir. Sjáum þetta aftur. PS labba bara með boltan upp. Róli heitir upp. Crypto kemur hérna, situr fram hjá Rexer sem að missir rétt svo af boltanum. Reiknaði ekki rétt út hvernig boltinn myndi skoppa að veggnum hérna og 3-4 konir í 1-0. Enn og aftur. Núna Crypto með tækifæri, spurning hvort hann gerir þetta bara sjálfur. Úsvík þarf að mæta honum hérna. Dan núna næstir, situr hann í vegginn, fer í tvísmelluna, situr hann niður og PS nær ekki að klára þetta. Rexer einhvern veginn nær að fara í boltan. Vatima og Úsvík fara síðan og negla honum hérna út. Veit ekki hvort þeir náðu að smetla honum hana saman eða hvað, en boltinn allan fóru yfir allan öllin til að bjarga Dusty hann í smá stund. Já, Dusty, svo lítið dottir á hestinu sínum hérna. Þetta svona mjög, hvað maður segja, dræm byrjun hjá þeim. 3-4 með fóristuna, næsti búin að finna 2 mörk á fyrstu mínútunni, svolítið öfugt við það sem við sáum áðan. En áfram sækja 3-4 hérna, þjarma vel að marki Dusty. Úsvík selur sig mjög ódýrt þarna yfir öllu bústinu sínu, allt innu Vatima einn eftir í vörninni. Hann verður bara að setja þetta beint upp. Crypto reynir að senda fastan hennu meðan teginn, næri eins og ekki. Úsvík kemur hann frá, nær andra snertingur, finnur 3. yfir PS á bakvagnum, eitthvað mættur í skotið. Nei, þessu bjargað af Dan. Kemur boltanmanna úr vörninni sinni. Crypto í bakveginn, þetta vel gert hjá honum. Kemur boltanum langt upp völlin, Úsvík nú upp á hliðarvegginn. Tekur þetta upp í loftið, Vatima þarf að elda þennan langt, drepur boltanum svolítið á hliðarvagnum. Dusty að þrjóða fyrir sér í sókninu núna. Dan og PS báður í þetta á 3-4 en nægur tími fyrir þá til þess að koma sér aftur fyrir. En svolítið betri á Dusty núna.
algjörlega pressan búin að vera mjög sterk hérna síðustu mínútina og akkurat Dan þarf að bjarga þessu nær góðri snertingu hérna í loftinu, kemur hann yfir á PS og 3-4 að finna einhverja sóknina. Hann þarf að taka hann hérna til hliðar, Krypto fer upp í þetta, setur hann þetta bara yfir á miðjan völlin en Valdimar fyrstur í þennan, Dan hins vegar setur hann í vegginn og fer aftur í boltan, setur hann aftur í bakvegginn og PS reynir að klára þetta en Valdimar kemst fyrir. Núna Krypto hittir ekki hérna bolta, PS þarf að grípa þennan fyrir hann og setur hann bara beint á markið sem Rexer þarf að verja. Vel síðan að vantaði 2 Dusty-menn aftur í markið og Rexer þurfti að bjarga þessu en PS aftur komin upp í lofti, ég veit ekki alveg hvað hann er að gera en hann reynir eitthvað skemmtilegt trikk hann frá jörðinni. Dan tekur á mótunum, setur hann bara beint á markið sem að Usyk ver. Núna Rexer reynir að koma honum út, fer upp í lofti, með fullt boost, nær einum en Krypto stendur vel í vörninni þarna, lætur ekki gabba sig, Valdimar 0 boost, reynir að fylgja þessu eftir, ég veit ekki alveg hvort þetta var góð hugmynd og 3-4 ná sóknin hérna upp en ger ekki mjög mikið með þennan eða hvað. PS setur aftur yfir á Krypto sem setur hann niður en Rexer trufla þetta nógu vel og Dusty ná að halda hreinu marki í smá tíma. Já, klárlega fyrsti leikurinn í seríunni þar sem annar liðið með yfirhöndina myndi ég segja 3-4 og hún er að stjórna öllu og leið að ég segja það sjálfsögðu skora Dusty-menn og jafna. Þetta er Casters Curse. Þetta er bara nákvæmlega sama í leik nr. 1. En já, ég held að flestir væru nú sammála mér í því að 3-4 búnir að stýra þessu leik vel, Usyk að finna gott mark, Dusty jafna þennan leik. PS hérna hins vegar gæti verið vesen ef Usyk næri þessu demo og Krypto næri því ekki. Dusty þarna ekki langt frá því að finna annað mark. Rexer gerir þetta vel, tekur þetta á horninu, finnur Valdimar, PS eins og að mættu fljótt upp, Dan búinn að snúa við þarna. 3-4 núna með tækifæri, Dan reynir að setja fyrir PS, nær einhvern veginn þessum bolta. Þetta verður að sjá aftur. Gríðalegt. Dan fer í bumpið á Usyk, tekur hann af. PS, já, finnur skoti, við sjáum ekki hvað þetta er hratt skot, en það var ekki hratt. Nei, en já, línan var samt ekki mjög breið sko. Þetta var ekki mjög svona notendavætt vinkill hjá honum. En engu að síður gerir þetta vel. Dusty reyna strax að svara fyrir sér, 1:15 eftir. Enn og aftur Dusty að lenda undir með svona rúma mínútu til stefnu en hérna er 3-4 í bölvuðu vesen að koma boltanum frá netinu sínu. Valdimar Rexer, þetta er double commit á þeim, Rexer næra að gera sér maturinn eins og hvað er Usyk, hann er mættur í vörðina, hérna er Wiffy á 3-4, Krypto mættur til að passa upp á liðspilaðan sinn. Sjáum 3-4 fljótir þarna að bjarga andliti. Usyk nær hann að double touchinu, Rexer út í horn, reynir að finna aðra snertingu, finnur hann að Valdimar næstur á boltan, nær ekki snertingu. Finnur hann eins og þarna, náði hornbústinu. Dusty ég hafa bara hálfa mínútu hérna til þess að reyna að jafna þennan leik. Annars lenda þeir undir í seríunni. Og ég ætla alveg að leyfa mér að giska að þeir vilja það ekki. Alls ekki og Dan næstu búinn að bæta í við fyrir 3-5-4 PS situr hann upp í vegginn, reynir að fara bara sjálfur en átti nú ekki mikið séns í þennan bolta. Krypto núna fer upp í loftið, með algjöra stjórnina, eyðir bara tímanum og situr hann fyrir ofan Usyk. Sýnst það var reynda að vera leiðin í slána en 10 sekundur eftir. Dusty þurfa að finna mark en það eru 3-5-4 sem eru líklegir til þess. Rexer núna ekki með mikið boost, getur ekki spila með boltan hérna. Usyk reynir að setja hérna í bakvegginn en 3-5-4 gera þetta virkilega vel, setja boltan til liðar og beint í jörðina. Með 3-5-4 eins og ég segi, bara yfirhöndin var hjá þeim í þessum leik, stýrði honum vel, voru að nýta tækifæri sín, við sjáum þessi leikur alls ekkert vaðandi í skotum, 4 hjá Dusty, 6 hjá 3-5-4 og 2 mörk þar af hjá 3-5-4 og þetta er vel gert hjá þeim. Já, virkilega flottur leikur, sjáum líka þetta er aðeins að breytast stöðunar bara innan liðsins. Krypto núna orðin efstur í stígunum en yfirráð vallar enn og aftur segi ég fyrir 3-4 hérna. Dusty náttúrulega virkilega flottur fyrsta leikur, spurning hvort að ég get ekki fundið taktin aftur, mætti næsta leik með sama svona sömu pressugetu og þeir voru með í fyrsta leiknum. Einmitt, var kannski svolítið skein í gegn í þessum leik að Dusty voru ekki allt svona svangir í að vera að sækja á hitt markið.
Þeir svolítið leyfðu 3-5-4 að taka stjórnuna fyrstu 3 mínúturnar, sé að finna Dusty jöfnunarmarkið, nei, minnka munin. Nei, þeir jöfnuðu ekki satt, það var 1-1 og síðan 2-1. En síðan sá maður aftur missa dampin svolítið, en ég meina það er eiginlega engilega að segja til hvort liðið svona með yfirhundina. Það var 3-5-4 eftir þennan leik, en það þarf ekki mikið að breytast til að Dusty gera það. En leikur númer 4 í þessari viðureign, gott fólk. Við erum mætt hérna á Þingvöllin einu og sanna. 3-4 byrjar hérna í smá vörð, Krypto reyndar fer hérna upp í boltan, gerir skemmtilegar hreyfingar, PES reynir að taka út varnarmennina en nærði ekki alveg. Ætlaði að gera bara góða flugbraut hérna fyrir Krypto, núna PES og Dan að spila vel saman. Dan fylgir þessum bolta Úsík, gerir vel að koma aðeins burt og Vatima tortimir bara hérna Krypto sýnist mér. Dan reyndar bara að teka boltan hérna í róleitum, allar leiðinum tilbaka, ætlar að fara hinum meginn á vellinn og gerir vel, en núna Dusty með smá tækifæri. Krypto gabbaður hann að PES næri þessu í vörninni. Hvort að Rexi getur gert eitthvað með hann að bolta, ekki alveg nógu vel klárað einhvern veginn, en Vatima núna með tækifærið í PES reyndar mætir tímalega í skotið núna með allan tíman í heiminum. Rexi kemur honum ekki að markinu og 3-5-4 að standa gríðarlega vel í vörninni. Einmitt, sagði maður Úsík reyndi að fara inn í tortimingu, hann fann hana, en Dusty, þeir eru greinilega að setja meiri kraft í sókninni þarna. Búin að leggja mjög mikinn kraft í hana og heppnir að sleppa með gagnsókn þarna frá 3-5-4. Hérna kemur skot frá Úsík út í hliðarhornið. Rexer yfir á miðju, Vatima finnur skoti, Krypto hins vegar mættur í tæka tíð til að verja. Danun upp á hliðarvegginn, lítið búst eftir á tanknum hjá honum. Rexer upp völlinn, sjáum að það er ekki mikið búst hjá Dusty-mönnum. Sem sé ekki fram að geta haldið þessari sókn gangandi rétt endalaust. Úsík finnur góða snertingu eins og þar. PES niður, Vatima áfram, eru þeir í horninu, Vatima tekur einn út. Rexer hliðarveggur aftur út í horn. Sjáum að leikmenn svolítið að reyna að sleppa bara með boltan upp kantinn út frá horninu. Úsík aftur út í horn, Dan reynir að koma þessu áfram. Hérna hins vegar getur Dusty verið að finna hraðupplaupið. Rexer fann hins vegar ekki liðsfélaga. Dan gabbar Úsík. Rexer út á PES. Sjáum þetta. Já, Rexer kannski ekki að fylgjast alveg með því hvert hann var að setja boltan. Dan. Nei, þetta er náttúrulega erfitt fyrir Rexer. Hann er að svara Dan og er búinn að skuldbinda sig í hoppi í rauninni. Þetta er bara vel lesið að 3-5-4 taka hérna fóristuna. Ég ætla að leyfa mér að segja þessu verðskuldið. Algjörlega, 3-4 gera virkilega vel og ég er að svitna yfir þessu leik. Þetta er svo jafnt og ég get ekki ímynda mér hvernig strákarnir eru inn í keppnisherberginu núna. Þeir eru mjög sveitir, ég get sagt það. Það er algjörlega. Það er eitthvað vesen að halda á fjárstýringunum sko. Rexer hins vegar ekki neinu vesenni hérna í loftfimleikunum. Úsík, já, tekinn hérna í 50-unu. Rexer setur hérna beint niður. Þetta er stór hættulegt hjá Rexer, hérna nær að sko kaffara boltan hérna niður í völlin einhvern veginn. Úsík finnur Rexer, þetta er geggjuð sending og Rexer með negluna í algjörlega hægri hliðina á markinu upp úr engu sem geggjuð sending og Úsík hérna. Rexer fullu tankur hjá honum. Þetta er bara skólabókar sendingamark í Rocket League. Ég meina maður nær miklum krafti svona. Sko þetta líka var bara spursmál sekundu brotin hana hjá Úsík þar sem hann nær sendingunni hann eins seinna og hann hefði mistað tækifærinu. Virkilega vel gert og Dusty að jafna enn og aftur. Sjáum hérna, fer alltaf fram og tilbaka og Rexer núna að reyna að finna tækifærið. Þeir fara tveir upp í boltan en Dan skemmtilega lending hérna hjá honum. PES núna þarf að bjarga þessu. Dusty að sækja og sækja en núna Dan fer hérna upp í loftið, situr hann í bakvegginn. Er einhver mættur í þetta? Það er... Já, það er eitthvað mættur í þetta en já, hann hefur sennilega ekki viljað vera mættur í þetta gott fólk. Úsík hérna. Þetta gerist á bestu miðum. Úsík er ekki kjörinn varnarmálaráður á næstunni allavega. Missir hérna boltan inn í eigin net. Staðan orðin 2-1, hérna 3-5-4. Já, óvænt kannski konum með fóristuna en áfram halda leikar. PES reynir að koma þessu upp. Hérna kemur sending og Rexer og Vatima lengi hins vegar upp í loftið. Hver er Úsík? Hann er heima á sér. Þarna kemur Úsík og hann bætir ekki upp fyrir markið. Ná þeir að koma boltan með þeir gera það heldur betur. Úsík hérna opnaði vörnina alveg upp á gat og endanum verða Vatima og Rexer sem að finna netið.
Úsik andar léttar og það slær í slánni, gott fólk. Það er ding ding, 2-2, allt jafnt. Það er ding ding fyrir dingo. Já, nákvæmlega. Er það ekki svoleiðis, eða? Jú, það held ég. Vel mælt. Vattum reynir að koma þessum áfram. Pesupinn upp, fylgir þessu eftir og þetta er bara skot hjá honum. 2 upp frá Dusty, en þeir eru heppnir að Crypto var ekki mættur. Þetta ætti ekki að vera vesverið þá að koma þessu frá. Vel gert hjá Rexer að mæta hellingar tími frá Úsik. Hann er ekki með neitt búst, reynir að bíða eftir holdbústinu, en setur liðið sitt í svolítið erfiða stöðu. Rexer leitar að sendingunni, Úsik sem fyrr sagði er tómur. Þannig að 3-5-4 ætti hann að byggja eitthvað upp, en vel gert hjá Rexer. Hann vinnur inn svo mikið tíma fyrir Dusty. Mínúta eftir og 3-5-4 eru hreinlega pínu líklegri hérna, en Úsik núna gera vel. Dan ekki með neitt búst, spurning hvað hann er að gera. Heppinn í raun bara hann að Úsik finnur ekki liðsmann. Núna Crypto fer upp í loftið, kemst framhjá einum og Rexer er síðasti maðurinn í vörninni, en Crypto gerir þetta bara sjálfur. Home run! Sjáum þetta. Crypto upp í loftið. Þetta þarf ekkert að vera eitthvað tengiskrift og bara ferð með boltan í hitt netið. Takk fyrir, 3-2. Já, þú bara ítur honum inn. Þetta er ekki flókið. 36 sekundur. Hver getur verið hetja Dusty hérna? Er það Úsik? Fer með boltan út í hornið. Missir hann yfir sig. Crypto hann vel mættur í vörnina. 3-5-4. Þeir þurfa bara að dingla þessu bolta eitthvað fram og tilbaka hérna. Rexer yfir á Vattima 0 boost. Þetta er ekki gott fyrir Dusty að vera að spila boltanum upp öllum með 0 boost. Úsik upp í hornið. Finnur aðra snertingu. Leitar að miðjunni. Rexer finnur ekki skoti. Vattima næstum maður í boltan. Vattima er tekin út af Crypto. Vel gert þarna hjá Crypto. Finnur, já, nákvæmlega sem við þurftu. 3-4 taka forystuna hérna upp í 3 leiki gegn einum. Og já, vel að þið komnir geta sigrað seríuna með einu leiki viðbót, en já, yfir á Vallar segir kannski ekki alla söguna. Dusty þarna allt rautt í kortinu, en mörki voru fleiri blámenn. Já, algjörlega. Dusty sá það sérstaklega að byrjun leiks, þá var sóknin algjörlega bara virkilega sterk hjá Dusty. Voru bara með alla pressuna, 3-4 þurft að sitja í vörð og einhvern veginn ná samt 3-4 alltaf að skora fyrsta markið saman hvernig leikurum byrjar, og ég held ekki að gera það bara gríðlega vel. Sjáum við þarna stigagjöfin Rexer, klárlega besti leikmaður Dusty í leiknum, en erfitt fyrir Dusty að vera alltaf að lenda 1-0 undir, og þeir eru bara að elda eitthvað með annan leikinn. Þeir eru ná að jafna, að þá eru 3-4 sem eitthvað með meðbyrjum með sér, en þetta gæti verið síðasti leikur seríunar hérna. 3-4 hafa sens á að tryggja sig áfram í næsta leik, efra leikjatrés. Sá sem tapar hérna fjara sjálfsvíða neðra, en hérna finna Dusty upp á smarkið. Loksins skora þeir fyrsta mark leiksins, og það kemur eftir vel uppið að sóknum hérna. Sjáum að Rexer lætur Crypto, og Crypto við sjáum þarna, hann er að spila með læsta myndavél á boltan, veit ekkert að Danu fyrir aftan sig, keyrir á liðsfélaga sinn. Dusty opið net, 1-0. Virkilega vel gert að finna þetta mjög mikilvæga mark, og Dusty eru nú bara að finna hérna annað tækifæri. Crypto þarf að skjóta honum til liðar. Dusty kemur hann bara aftur hérna. Rexer að gera þetta bara sjálfur, en það hann stendur góða vörn. Hann að Úsik situr hann yfir á Vattima að finna opið markið, að hvað PS kemur hann að tæka tíð. Það núna 0 boost, spurning hvað hann getur gert með þetta nær boostinu, eða missir boltan í staðinn. Núna Crypto mögulega með tækifæri, nei, Vattima á undan, en Dan tekur hann inn og niður, situr hann aftur upp á vegginn, vill fara upp í loftið. Úsik keyrir bara á hann, en boltinn komin hérna, góða stöðu fyrir 3-4. Góð tortíming, fín tími hérna fyrir 3-4 að finna sér boost, koma sér aftur að boltanum, gera það hérna. PS situr aftur í bakvegginn, Crypto kemur hann ekki á markið, reynir að halda pressunni samt hérna. Dan ekki alveg nóg fljótur í þetta, vörnin er svo sterk á báðum liðum, þarf að vera mættur svo snemma að þú ætlar að ná boltanum af varnarmanninum. En núna er Crypto enn og aftur og hann nær að gabba 2 hérna, en Vattima lætur ekki gabba sig. Þekkir þá allt of vel alla þessa leikmenn.
Dusty halda hreinu, ná loksins að koma boltanum aðeins fram en 3-4 með alla pressuna hérna eftir fyrsta markið. Já, sjáum að Dusty eru alls ekki að fara neitt fram og sér að fórna of miklu í sóknina. Þeir eru bara að spila þetta yfirvegað sem að er náttúrulega sem þeir þurfa að gera. Þeir halda öllu spilunum eins og Rexer reynir hérna að tvöfalda fórstuna, nær ekki að finna netið eins og þetta er mjög góð sending á Vatima. Krypto þarna heppinn að Rexer og Tómi eru fram netið. Aftur eru Dusty að opna allt upp á gátt, sjáum að 3-5-4 eru alltaf bara strax að leita sókninni, eru ekkert að stilla sér upp í vörn. Þetta verður að falli hérna. Báðir að sækja hornbústið, nei afsækja, Dans sækir hornbústið, PS er að koma af hliðin á vellunum en ekkert búst og Dusty komur í 2-0. Rexer las þetta fyrir löngu, náði að taka bara hann á boltan niðri sendingunni hjá Krypto og sendi bara sjálfur yfir á Vatima sem að skora fyrir Dusty en núna þarf 3-4 að finna eitthvað að þau vilja klára þessa viðureign hérna. Dan með tækifæri situr yfir mannin eða hvað, Rexer næra bjargusu, Krypto situr aftur yfir á næsta mann og það er varið einhvern veginn. Úsik núna kemur upp í loftið, ætlar í sókn hérna, nær einhvern veginn ekki að klára þetta. Þetta var flipprist þetta á Temu, gott fólk. Úsik hérna átti geggjaða vörslu og fór svo í þessa missettuðu sókn en áfram að halda Dusty með pressuna hérna á 3-4. Þetta er geggjusending á Úsik, Vatima eins og að missir á honum. Rexer þarf hann og snertingu núna, gerir það. Meinar 3-5-4 mönnum að komast í fljóta sókn. Áfram heldur sóknin, Úsik. Vel gert hjá Dusty mönnum hérna, sækjað markinu úr lofti. Krypto hins vegar svaraði þeim í sömu myndi hérna hinum en á vellinum. Rexer kemur þessu frá. Gott skot hjá Krypto. En núna Dusty menn leita skotinu, Rexer svo nálægt í Úsik hérna. Finnur bara Krypto frekar svona laust skot hjá honum. Áfram Dusty menn. Fyrsta sinnsson í leiknum sem við sjáum almennilega pressu frá þeim. Halda 3-5-4 hérna kverktaki í eigin neti nánast. 3-4 er ekki með neitt búst, finna loksins smá búst, spurning hvort þeir ná að nýta þetta til að koma boltanum fram. Rexer hins vegar tekur bara á móti boltanum hérna í miðju lofti og setur þetta aftur beint í sóknina. Dan stendur vel, lætur ekki gabba sig þarna og kemur honum aðeins fram, notar reyndar allt bústið sitt í þetta. Krypto þarf að fylgja honum eftir, Vatima nær ekki að lesa þetta alveg nógu vel. Krypto nær að sitja yfir á næsta mann, Dan situr henni í slána og PS nær síðan að klára þetta. 3-5-4 loksins að finna markið í þessum leik. Spurning hvort þetta sé nóg til að koma þeim aftur í gang. Úsik hérna óheppinn búið með flippið og er að detta í áttina þegar PS tekur skotið beintur fram að nefið á honum. En hann kom náttúrulega engum vörnum við og 3-5-4 minnka munir í 2-1. Nú er spurning hvernig Dusty bregst við þessu. Rexer góð snerti á honum, PS nær að komast til hliðar. Vatima mætti hann á góðri snertingu hérna upp völlin. Rexer niður, Úsik hins vegar ekki mættur í skotið. Hérna gæti hann hins vegar gert það yfir PS. Næra hann þeirra snertingu fram á Krypto. Hérna kemur skotið á Rexer og það er 3-1 í boði. Rexer finnur hérna netið eftir að Dusty dreifðu 3-5-4 hérna víðavangu völlin. Endanum er það Rexer sem fær heiður skotið. Staðan 3-1 hérna í sannfærandi leik á Dusty til þess að koma sér aftur í seríuna en nóg eftir fyrir 3-5-4. Algjörlega nóg eftir en Úsik gerði hann gríðarlega vel, bjóð til þetta mark hreinlega fyrir Rexer. En við höfum séð þetta lið skora fleiri mörk á minni tíma. Dan núna reynir að fylgja þessum bolta eftir, PS næstur í hann, situr hann á góðan stað en Dan ekki með bústið í þetta. Krypto nær ekki að fylgja sér eftir og Vatima kemur eins og í sókn. Úsik spurning hvort hann nær að koma boltanum yfir á Rexer, gerir það. Rexer situr bara fast að bolta hérna fram. Vatima getur ekki fylgt þessu eftir þar sem að PS mætir í miðju lofti í Krypto og Úsik að mætast hérna hátt uppi en Rexer sigurvegarinn af þessu. Dan tekur síðan boltan 15 sekundur eftir, þau þurfa að finna fyrsta markið núna. PS í sókninni, setur boltan á markið og finnur það þegar 10 sekundur eftir. 3-5-4 eru ekki búin að gefast upp. Dusty. Sjáum þarna, ég sé held ég svitaperlur læðast fram á ennið hjá Vatima. Hvað geta 3-5-4 gert 10 sekundur eftir? 1 mark á milli. Það væri nú alveg eftir að 3-4 myndi finna jöfnumark hérna. Þetta er gott útspark á Dusty eins og það er Krypto yfir einn Úsik til hliðar. Þessi fyrir upp í loftið. Dan
með snertinguna, 2 Dusty verður mættir til að negla þessu upp öllin. Ég ætla að leyfa mér að segja þessi fari í jörðina sem hann gerir. Dusty halda seríun í gangandi, staðið árið 3-2. Já, þetta er allt að fara í rétta átt fyrir spátum mér. Ég er svo sáttur við Dusty akkurat núna, virkilega flottur leikur, vel gert strákar, einn annað svona og síðan tekur 3-5-4 þetta. Þú er svona sérhagsmuna maður, fyrir maður. Já. Það er gott. Sjá mér að skotin, þetta er skotaleikur, mætti ég haldið að þetta er nágranna Bretlands hérna, segjum 4-3-5 í skotum með Dusty, 2-2-2 í 3-5-4. Þetta er svona komið svolítið meiri hraði í þessa leiki. Sáum að þessi leiki byrjuði mjög hægt í þessari viðureign. Dusty að 3-4 kom ekki mark fyrstu 4 mínúturnar. En já, mikið í gangi og við erum að fara upp á svöllinu öllum. Það er Neo Tokyo sem við erum að meina að magna á ljósum hérna sé trublandi og villandi. Það er vissulega margt í gangi en já, vellinir eru í standari sömu svona í stóru atriðunum. 3-5-4, önnur tilraun til að negla Dusty hérna í neðri riðilinn en þeir þurfa þá að finna sigur, náðu ekki síðasta leik, nálætti hins vegar að finna fyrsta markið þarna en Dusty menn sjá við þeim. Krypto upp völlin, Dan er á leiðinni tilbaka með ekkert búst þannig þeir PS eru einir í sókninni. Rexer upp á hliðaveginn, yfir PS, no boost eftir, finnur hann Úsik, nei gerir ekki, finnur þess að Vatima, hvað gerðist þarna Vatima og Úsik? Það voru báðir að flýta sér í vörðina sýndist mér. En 3-4 fá bara hérna að spila boltanum upp völlin. Vatima náði ekki snertingunni sem hann vildi og 3-4 fengu sem betur fyrir bara létt skot á sig. En PS núna að gera virkilega vel, gerir þetta bara sjálfur, Rexer nær að verja en Dan mættur í þetta. Sjáum þetta aftur, þetta er PS sem að setur þetta algjörlega fer fram hjá Úsik. Rexer hann að þarf að bjarga, er ekki með boost til að koma sér aftur í þetta eða bara er ekki með hreinlega lendinguna til að ná að hoppa aftur í þetta og 3-4 finna fyrsta markið. Búin að sjá það svo oft í þessari viðureign. Bara einn leikur sem að það hefur ekki gerst en Krypto vill bæta við strax. Hittur hann beint í bakveginn og ætlaði tvísmelluna. Nær því ekki, PS núna reynir að koma honum aftur fram. Rexer hins vegar neglir honum hérna yfir. En Dan ætti að vera með tíman hérna, gerir virkilega vel, nær að fylgja þessum bolta og Rexer vel gert, nær hann að taka bara boltan af hann Krypto. Kemur hann í bakvögginn en Vatima veit ekki hvort hann ætlaði ekki að hitta boltan en Úsik núna í vandræðilegri stuð hans. Hann fyrir hann fyrir neðan og þetta fór í slána. Krypto núna næsti maður og þetta fyrir rétt fyrir ofan markið. Hann væri ekki að klára þetta á 3-5-4 virkilega nálægt í að bæta í þarna. En Vatima ótrúlega varsla hjá honum, heldur Dusty áfram í 1-0. Heldur þessu gangandi þegar sá sem meiga ekki tapa þessum leik, annars eru dottnir í neðri riðilinn. Dan yfir 1, Rexer 1 til varnar. Þetta er erfið staða fyrir hann til að vera í og 3-4 spila öllu sem spilum rétt. Sjáum þetta aftur, Dan er í loftinu, veit á Krypto, þarf bara að pata Rexer og gerir það. Dan gerir þetta mjög vel. Og Krypto fær markið skráð á sig, staðan eru 2-0. Já, við erum búin að sjá það nokkru sinnum, það er einhver annar sem að býr til allt tækifæri en síðan þarf bara einhver að íta boltanum inn til öryggis. Já. Og þetta er akkurat svoleiðis moment. Krypto núna fer hérna upp í loftið, situr, reynar að koma hann í vegginu út en Úsik svarar þessu virkilega fljótt og núna er tækifæri. Rexer situr þetta bara í stöngin inn. Ding, heyrir í stönginni. Já. Hlustum. Dingo! Ha? Ég heyri ekki neitt í það. Það kom ekki neitt. Það kom ekki neitt. Það kom áðan. Það fór ekki í stöngina. Þetta fór víst í stöngina. Það kom þegar hann... 2-1 fyrir 3-5-4. Dusty búinn að minnka munin hérna í 1 mark. Og áfram Gakk segjum við. Dan finnur aftur 2 marka fórystu. Dusty kom ekki og vörðum við. Sjáum þetta bara aftur. Alveg upp á eigin spýtur hérna. Úsik bara allt og hratt í þetta. Rexer ekki nógu hratt í þetta og boltinn dettur á milli þeirra. Algjörlega virkilega flottur bolti hjá Dan og 3-4 að finna sér aftur þægilega stöðu þegar 3 mínútur eftir en Úsik ætlar að snúa sig bara við. PS þarf að verja þarna, Rexer næstur í boltan, situr hann yfir marki, Vatima nær að klára þetta fyrir Dusty og við erum að fá markina fram og tilbaka. Einmitt 5 mörk á 2,5 mínútum. Það er bara næstu jafn mikið við erum búin að sjá í restina af leikjónum. Já, í rauninni. Þetta er ekki svona 2,5 mínútur, þetta er 2:10.
en Dusty leyfa 3-4 ekki að stinga af hérna. Vel gert hjá þeim, halda smá tempó. Flott snerting hjá PS-ina en hann ekki tilbúinn í þetta. Mætir hins vegar Rexer hérna en Vatiman tekur hann bara niður. Flippar yfir Dani, það er Crypto sem hann tekur næsta og Usyk síðan. Þetta er bara fram og tilbaka, það er 3-4 og Dusty bara spila boltan eða á milli sín í bortinnis. Og núna Usyk reynir að koma minna út. PS situr á markið og Rexer rétt svo nær að verja þennan bolta á línunni. Dan núna með tækifæri, getur farið hérna upp í hornið. En Vatima svarar vel, Crypto hins vegar heldur þessu áfram, Usyk ekki með neitt boost. Crypto nær ekki að koma fram hjá honum samt. Missir af hann, það sýnst að vera PS sem reynir að fara í boltan. Dan mættur í vörnina á móti Rexer. Crypto hins vegar ná við boostun hérna, fer alla leiðina bara sjálfur en Vatima ver þennan bolta. PS núna aftur að reyna að koma boltanum fyrir markið en Rexer tekur þetta í róliheitum hérna. Dan ekki með boostið til að fylgja sig eftir en Crypto gerir vel að fylgja. Usyk situr hérna yfir á Rexer sem að spýtir boltanum hérna fram í hornið en 3-4 tekur þessu virkilega rólega. Þeir eru með alla bara virkilega stöðugan bolta hérna núna. Allt annað en það sem við sáum hérna fyrstu 2 mínúturnar á leiknum og það sem við erum næstu komið næstu 2 mínútur á leiknum en núna er Dusty allt í henni komnir í sóknina. Rexer og Vatima reyndar að fara í sama bolta en Vatima nær að fylgja honum eftir en nær ekki að sitja hann á markið og 3-4 nár að losa sig úr þessari stöðu. Dusty hérna reyna allt hvað þið geta, 3 mínútu eftir. Dan! Nei! Dan! Æi! Hvað gerist þarna? Flippar allt og snemma. Já, það kemur miklu meiri kraftur á þetta. Hann er að búast við því að Rexer fari bara hægt í þetta. Síðan er Rexer bumpað í þetta, þetta verður miklu fastara skot. Og Dan búinn að fara í flippið þannig að mistir hann að bolta fram með sér. Hann alltaf í jafnbrimar. 1 mínútu eftir og Dusty búinn að jafna. Þetta er akkurat það sem við vildum sjá. Núna Vatima kemur honum upp. Usyk situr hann hérna í slána eða eitthvað svoleiðis. Rexer situr hann síðan á markið en PS nær að verja. Usyk heldur þessu gangandi Vatima næstur en hvað er Rexer? Rexer er mjög langt tilbaka þannig að var ekki tilbúinn í skotið. Dusty mjög líklegir og hérna kemur það Vatima. Dusty klára kompakið og eru komnir yfir. Þetta er allt spáin. Spáin er að rætast hérna, gott fólk. Við erum að fara að fá hennar 7. leik. Gem mér hennar 7. leik. Þetta sko fór fram úr öllum mínum vonum. Dusty hérna sína hvað í þeim býr. Eru þeir að fara að taka þetta alla leið hérna í leik 7? Við höfum að sjá það næstu 33 sekundunum eða svo. Usyk finnur skotið. Þessi fer af stönginu út. Usyk aftur. Dusty bara líklegri til að bæta við 5. markinu. Rexer af bakvögnum. Usyk næst snertingunni. Hvað er Vatima? Þarna kemur Vatima með skotið. Crypto vera þetta upp. Mikið í gangi hérna. Vel gert í Usyk hérna. Finnur nokkra sekundur. 10 slíkar eftir. 7, 6, 5. Dusty halda bara áfram í sókninni. 3-5-4 komið svo bolt ekki fram. Við erum að fara í 7. leik. Leið þessi bolt stelt í jörðina sem hann gerir. Dusty koma sér þetta í leik 7. Og 3-5-4 búinir að missa niður forskotið. Brimar, þetta er að gerast. Þetta er að gerast. Það er leikur 7. Við erum að fara í þennan úrslita leika milli þessa stórliða. Ég elska þessa viðureign. Þetta er búið að vera frábært fram og tilbaka. Við veitum aldrei hvað er að gerast hérna. Sjáum hérna líka bara stíin eru fáralega há allt í einu. Við erum að sjá miklu fleiri mörk. Og ég vil bara meira af þessu í okkar úrslita leik. Sjáum sko 16 skot hjá Dusty. 12 hjá 3-5-4. Ég meina þetta er ótrúlega mikið að skotum í leik sem fór ekki einu svona í framlengingu. Þannig að leikur 7, það þýðir bara 1. Við erum á leiðinni á úrslita völlin og æsi spennandi keppni hérna sæti í næsta leik sem er umspilsleikur fyrir úrslita leikin á þessu móti. En það lið sem tapar þarf að fara lengri og erfiðari leið í úrslitin ef þeir ætla að komast alla leið. Situr boltan hérna fyrir framan markið og Dan skorar. 3-5-4 og komast hérna 1-0 eftir 8 sekúndur.
einmitt 3-5-4 halda uppteknum hætti og skora fyrsta markið. Það hefur ekki sýnt sig að það sé nóg hingað til, en hvað þeir gera við forystuna munum við fá að sjá. Valdimar yfir 1, Dan yfirvegaður tilbaka, tekur þetta upp á hliðarvegginn. Rex hins vegar fljótur á mætunum. PS gegn Úsik, PS hefur betur, Valdimar drepur hann upp á hliðarvegginn. Mikið tími sem Valdimar hefur, hann átt að sig á því fyrir flikkið yfir 1. Reynir að bumpa næsta, Dan hins vegar mættur fljótt. Rex af hliðarveggnum, kærulaust skot hjá honum, þannig að kærulaust hendingu þetta heldur. Krypto mikið tíma á boltanum, finnur PS-ina, Valdimar hins vegar fljótur að mæta og komin í vörstuna. Rex upp á hliðarvegginn, no boost eftir honum. Ætlar hann að fara í fimmleika, hann með flippið, tekur eina snertingu af bakvögnum. Valdimar finnur skotið, færir þar í stöngin út. Dusty nálægt í að finna jöfnunarmarkið, en það heldur áfram að fela sig. Dan 5-4, svo hefnir, afsakið þetta, en Krypto næra komunum hérna út í hotni. PS, Krypto spila vel saman, en vantaði Dan hann til að mæta og klára, en núna er Rexi með skotið í bakvegginn, en Dan gerir vel, situr hann upp, passar á það engin annar ná að mæta nema PS í þennan bolta. Dan núna gerir þetta bara sjálfur, situr þetta í vegginn reyndar. Hvar er Krypto? Hann mætir, hann er of seinn. Núna PS nær ekki að hitta þennan bolta, en Dan situr hann aftur upp. PS reynir að fylgja þessu eftir, en gerir það ekki. Dan aftur yfir á Krypto. Krypto núna með tækifæri, er með flip resetti, gerir það, en nær ekki að nýta þetta. Dusty einhvern veginn er ennþá á lífi hérna á línunni. Núna Dan getur ekki gert meira á Dusty ná að losa þetta. Valdimar með ótrúlega gott poppa boltan, var bara undir honum og hoppaði, skaut honum lengst upp. Rex með geggjaða trossliðað í loftinu, kemur þessu boltan fram, losar heilmikla pressu á Dusty. Úsik hérna eins og fluga fram í 3-5-4 munum. Valdimar yfir á Rexer leitar á Úsik, finnur hann. En Úsik, já, nær annari snertingu einhvern meginn, 3-5-4 hérna svolítið fyrir hvorum öðrum. Valdimar vonar að Rexer komi að hjálpa sér, sem hann gerur á endanum. Þetta er allt mjög erfitt hérna, menn er mikið að keyra utan í hvern annan. Á endanum er að Úsik sem verður frákastið til sín á galtómum tanki. PS sömulegis, ekkert eftir að bústi á honum, og núna er það Valdimar sem fer upp í loftið föst snerting af bakvögnum fyrir hann. Rexer hérna ætti ekki að ná að gera skot úr þessu, en einhver mættur í frákastið. Nei, það eru 3-5-4 sem losum pressuna. Krypto núna reynir að mæta í gagsóknina, lítið eftir að bústi, næra hann flippinu á loftinu. Nei, það sýnist mér ekki. Ótrúlega vel gert hjá honum hins vegar, á þetta endar á því að þessi bolti rennur innbrimar. Hvernig Krypto er með lítið sem ekkert búst hana, og hann bara treður honum fram hjá Rexer. Rexer mæti með nefi í boltan í staðinn fyrir að fá hann upp á húttið og reyna bara að þvinga hann frá, en leiður henni til þess að hann tapar hérna 50-50-inu og hefur Rexer klárar þetta bara sjálfur, er að koma Dusty aftur inn í leikinn. Sjáum þetta. Þetta er bara skólabókar dribbl. Bara dribbla boltanum. Algjörlega. Dusty búinn að sjá þetta nokkru sinnum beint eftir mark 3-5-4 og koma sér aftur inn í þetta. Spurning hvort við getum ekki bara fengið annað svona frá þeim. Úsik og Valdimar að spila saman, en Krypto mættur í sóknina hins vegar. Rexer fara að pota þessum burt. Valdimar reynir að sitja hann ennþá lengra, truflar Dan hérna vel og kemur boltanum bara upp í lofti. PS hins vegar situr hann niður. Rexer tekur á móti, hvar er næsti maður? Krypto og Úsik fara saman upp í þetta. Úsik situr bara beint á markið, finnir einhvern veginn hotnið hana. PS núna tilbúinn í þetta, spurning hvort hann vilji spila niður eða gera það sjálfur, hann situr í bakvegginn og ná ekki að klára þetta. Dan setur skotið hana, en Krypto núna næsti maður nær ekki að hitta boltan lengra. Tortímir hana bara næsta mann aftur. Þetta er bara, þeir eru að klára alla Dusty-mennina, þeir með ekkert vera með í þessum leik. Valdimar þetta tekin út í tvígang. Hérna er PS að opna vörn Dusty upp á gátt. Þetta voru að sjá frá öðru sjónarhorni. Krypto, hann nær annari snertingu sennilega þarna til að koma hann yfir á PS, og markið gæti orðið veiga mikið þarna. Eru 3-5-4 að tryggja sig áfram í næstu viðureik gegn Þórsurum, eða hafa Dusty 2 mörk í tankinum?
Úsvík nær ekki að finna næsta mann, Dan nær að taka þennan bolta af þeim en Rexer er stoppaður hann í miðri hreyfingu. Það er kannski bara gott, hann fær góðan bolta hérna. Getur hann klárað þetta, reynir að setja fyrir fram að markið. Úsvík er allt of framalega, nær ekki þessum bolta. Dan reynir að koma um það fram. Dusty hefur ekki mikið tíma og það er 3-4 sem að sækja hérna. Úsvík er reynda með boltan, kemur honum yfir og Rexer situr á markið og skorar! Dusty er að finna aftur mark. 37 sekúndur eftir nótími og þetta er æsi spennandi leikur. Nú veit ég fyrir víst að það er trekt á taugum í báðum herbergjum. En hverjir standa uppi sem sigurvegarar í þessum leik? 3-4 þurfa bara að halda boltanum út úr markinu sínu og Úsvík á restina af Dusty mun gera allt sem þeir geta til að koma í veg fyrir það. Valdimar á miðjuna, Rexer upp í loftið, Úsvík en er illa staðsettur fyrir þennan, verður bara að taka hann beint niður. Þetta er klemma hins vegar, er ykkur mættur í skoti, nei, Dan upp á hliðarveginn. Valdimar sækir búst, Rexer gera það líka. Síðasta sóknin fyrir Dusty í myndun hérna, Rexer tekinn út. Krypto vinnur í smá tíma. PS nær að koma svo fram að þetta er renni í sandinni þetta fyrir Dusty menn. Rexer heldur svo lífi, 40 búst stónum, niður á Valdimar finnur skoti, þetta var í slátt og skoti fer ekki af. 3-5-4 dauðhalda þarna í sigurinn og standa uppi sem sigurvegarar í æsi spennandi viðureign. Taka Dusty þetta 4-3. Já, hvað sagði ég? Þú sagðir þetta vissulega, ég held að það hafi eitthvað verið mættur í skoti frá Dusty þarna þegar boltinn lendir. Það var algjörlega svoleiðis. Næsti maður var mættur, hann var bara ekki nógu mættur, hann var ekki nógu framalega, hann gat ekki náð þessu bolta áður en hann lenti í jörðinni. Það var varið í slána og út til að bjarga þessari viðureign fyrir 3-5-4 sem að vinna þetta 4-3. Vá, þetta var geggjað. Ég held að miklu meira svona. Ég veit ekki hvort að ég getum búist við annari svona seríu bara í þessari keppni. Þetta var eitthvað besta Rocket League-sería sem ég man eftir. Kannski sjáum við bara þessi lið mæta aftur. Hvað vitum við? Það gæti verið náttúrulega. Dusty getur alltaf spilað sig aftur upp eða þá 3-5-4 dettur niður. Já, en liðið sem að sigraði núna, 3-5-4, þeir eru náttúrulega bara að fara að spila annan leik núna eftir smá. En já, við erum svolítið eftir áætlunum, við höfum náttúrulega bara freka fljótt. Ég meina, bæði lið áttu þetta fullkomlega skilið. Ég hefði ekki getað klínt þess á hvort liðið hérna í kvöldalegi. Nei, alls ekki. Þetta var bara frábær viðureign hjá báðum liðum. Þetta var æðislegt og þetta var bara stórkostlegt. Við skulum bara hafa það svoleiðis og ég vil bara sjá meira svona. Akkurat, 3-4 hérna búinir að tryggja sig áfram. Við ætlum að taka örfá mínútur hérna, leyfa leikmönnum að skipta ból og þurrka sömur hendurnar og svona, en við erum komin aftur eftir smá. Ekki fara langt í það 3-4, munum mæta Þórsurum hérna eftir smástund.
Já, verið velkomin aftur eftir þessa gríðarlega viðureign. Ég Brimar eða Bróskallinn og ég kom með mann bara mögulega leiksins hérna með mér. Það Dan eða Danny Juice eins og gamla nafni var ekki satt. Velkomin. Hvernig líður þér eftir þessa viðureign? Stressaður en mér líður mjög vel. Já, þið líður mjög vel. Og bara peppaðir í næsta leik. Þið eru bara að fara beint yfir í hann. Og já, bara hvernig bara náði að finna sigurinn í þessum leik? Við vissum að við værum betri allan tíman sko, en svo náðu þeir að vinna hana 2 í röð eftir að vinnum 3 leiki og þá kom stressið, fattar þau, en við vissum bara allan tíman að vera með þetta. Já, þið voru bara öruggir á því, bara handvissir, það var bara aldrei neitt stress eða þið voru ekkert að missa fjastinningarnar hana eða ég var svo viss, ég var að svitna hérna að lýsa leiknum sko, ég var svo viss að fjastinningi væri bara farin í gólfið eða eitthvað slíkt sko. Ekki alveg? Nei. Ok, þá erum við bara að fara að spá í næsta leik held ég. Hverju ertu að búast við að lenda hérna á móti Þórsurum? Þeir verður þetta miklu erfiðari. Já. En ég verð að hafa trú á mér sjálfum. Ég held að við náðum með máli. Já, þú hefur nú unnið Þórsara eitthvað áður og þau unnið á náttúrulega í deildinni en það var svo sem OGVAF liðið, nú smá breytt. Út ekki með sömu leikmenn hliðina þér, hvernig tilfinningi núna með þetta lið? Hún mjög góð allavega, þú veist, við erum bara nýtt lið, bara nýbúnir að byrja saman sem lið og það hefur gengið mjög vel allavega hérna frá. Já, algjörlega, þú ert klálega bara nærð vel með öllum hana og ég raundi skipti klálega ekki máli með hverjum þú ert í liði, þú bara spilar þinn leik virkilega vel. Takk. Og þetta bara búið að vera frábært að sjá. Hvað eru þið samt að búast við hérna, hvaða leikmaður sterkastur hjá Þór, hverju þurfið að vera svona tilbúnir í, hvað eru það að fara að breyta planinu á móti Dusty og yfir á Þór, hvernig það sett upp? Það 100% Emil sem hættulegastar á vellinum og Bjarni og Emil, þeir eru langhættulegastir saman allavega og auðvitað Step geggjaði þörðmann, þannig ég veit það eiginlega ekki. Þú veist, við reynum bara okkar besta sko, það bara punktur eiginlega. Þið reynið ykkar besta? Já, og þið ertu ekki bara tilbúin að klára þetta í öðrum 7 leikjum? Jú, það ekki, vonandi 4. Já, vonandi 4. Já, ok. Þið vonið náttúrulega alltaf eftir 4 leikjum fyrir ykkur. En ef spáið mín rétt, þá eru þið að fara að tapa næstu viðureign, en hérna, það er svona þegar maður er alltaf að spá fyrir, sko, þeir eru góðir. Emil Vald, við höfum ekki séð mikið af Emil Vald samt, svona nýlega. Við sáum hann í Reykjavík International Games, við sáum hann aðeins bara í hérna, Þór og Dusty í síðustu deild. Af hverju er hann svona hátt settur samt aftur? Af því hann tók smá pásu hana, tímabil 9, en þú veist, hann hefur alltaf bara verið ógeðslega góður og það er ekkert að fara að hverfa, sko. Nei. Það er akkurat málið og ég held að við séum bara að fara að skella okkur yfir í næstu viðureign. Við erum tilbúnir í það. Það er Þór gegn 3-5-4 og Danni hérna klálega tilbúin í slaginn. Tökum smá pásu.
Já, verið velkomin aftur í stórmeistaramót GR verkdeildarinnar og við erum mætt hérna aftur. Ég heiti Brimar og með mér núna Steingrímur. Við erum að breyta þessu upp enn og aftur. Við erum að hoppa hérna á milli, hafa pínu gaman. Þú mistir af gríðarlegri viðureign. Þetta var ótrúlega spennandi viðureign, verð ég að segja, og bara horfa það, ég náttúrulega bara sjá ykkur lýsa þessu og þvílíkur leikur. Þetta er eitt besti leikur sem ég nokkuð tímann horft upp á, sko. Algjörlega, við erum að sjá hérna bara fram og tilbaka, þetta er allt gríðarlega jaft, það er engin leikur með fleiri en 2 mörk sem var á milli þeirra og 3-5-4, það eru pínu þínu menn ef ég man rétt ná að klára þetta. Þú ert kannski frekar sáttur að fá að ná að lýsa þeim núna á móti Þórsurum sem við erum að fara að fá að sjá. Ertu með einhver spá fyrir þessa viðureign? Já, ég ætla að segja að Þórsararnir taki þetta 4-0. Nei, að sjálfsögðu ekki. Ég ætla að segja að 3-5-4 taki þetta 4-3. Við fáum hérna svipaða seríu núna og ég hef bara trú á 3-5-4. Já, algjörlega 3-4 búin að sýna fáránlega flotta takta ef ég má segja það svoleiðis. En ég spáði nú held ég Þór sigri 4-1 ef ég maður rétt í þessari viðureign. Ég spáði akkurat að þeir myndu mæta hérna í þessari efri riðli eða má segja það. En við kannski hoppum bara í bracketið til að sjá það betur. Hérna eru við komni með það 3-5-4 taka Dusty 4-3 sem þýðir að Dusty detta niður á móti grísku guðunum segi ég og Þór núna mætir á móti 3-4 sá sem að vinnur þessa viðureign fær síðan að fara beint í úrslita leikinn og tryggja sig þangað meðan hinn þarf að fara í neðri úrslitin. Það er alveg smá þangað til að þeir myndu samt spila næst þar sem við erum að fara að spila allt neðra leiktriðið á morgun. En þeir fengi samt þá ef þeir myndu vinja neðra leikjartrið þá myndu þeir samt fá að koma heitir inn í úrslitaleikin í rauninni. Já, algjörlega, en síðan er spurningin, ertu heitur eða ertu bara búinn á því að þú tekur aðra svona viðureign á morgun? Þú veist, ef að segjum að annarkvort Þór eða 3-5-4 dettir hérna niður og segjum bara að þið lendi á móti Dusty sem er klálega búin að vera að spila virkilega vel og taki aðra svona viðureign, viltu vera búinn að taka 7 leikja viðureign áður og ferð síðan yfir í úrslitaleikin? Það fyrir allt eftir bara ástandinu, sko. Kannski verða með bara orðinni vel gíraðir í leikin eftir það. Stundum tekur það bara langan tíma að koma sér í gang, sko. Já, algjörlega, við höfum séð það frekar oft. En við hoppum kannski bara aðeins snöggvast yfir liðin aftur, fáum kannski Þór hérna bara upp til að byrja með. Sjáum þessa gríðarlega flottu bíla hérna, Þórsarar standa sig gríðarlega vel hérna. Sjáum nöfnin hérna, það er Steb, Bjarni, Emilvald og Pappi 4. Finnst nú reyndar ólíklegt að við fáum að sjá Pappa 4 eitthvað spila. Hann er meira eins og Steppi sagði áðan hérna, meira bara upp á gamanið og skráðan sem þjálfara aðalega. Já, en ég menna, það er líka bara mórallinn í því að hafa ákveðna mannesku inni hjá þeir sem að getur haldið, hjálpa liðinu að halda haus. Já, algjörlega. Þú hart alltaf einn sem er brosandi og fagnandi með þér að peppa þig alla leið sama hvað gerist og Pappi er náttúrulega búin að vera virkilega duglegur held ég bara í því flottur karakter þarna sem að gaman að sjá hann samt. Hann kom aðeins inn hérna í síðustu deild og það er alltaf gaman að sjá hann spila með þessi liði. Já, alveg 100% sko. En við fáum kannski bara að hoppa snöggvast yfir í 3-5-4 hérna. Gríðarlega fallegu bíll líka í þessum frábærum litum. Ég elska þetta. Og við sjáum hérna Dan, Crypto, PES og Vex. Fengum Dan, Crypto og PES hérna áðan. Finnst mjög líklegt að við sjáum bara sumu spilara hérna í kvöld. Ég held að þetta séu þessi tvölið, Þór og 3-5-4 með Þór, Steb og Bjarni og Emilvald. 3-4 með Dan, Crypto og hérna PES. Ég ætla bara að segja að þetta séu með sennilega fyrir utan Dusty 2 bestu line-upin í deildinni, eða á mótinu. Já, algjörlega. Það er lítið hægt að segja eitthvað á móti því held ég. Það eru náttúrulega virkilega stór nöfn og sérstaklega núna búin að vera að spila virkilega vel. Þórsarar
eru náttúrulega tvöfaldir Íslandsmeistara núna og unnu Reykjavík International Games. Emil Vald var svo sem ekki með þeim í Íslandsmeistaratitlinum en kom inn í Reykjavík International Games og vann með þeim þar. En 354 búin að breyta þess til, fengu hana svona eiginlega sterkustu Íslendingana kannski úr OGVAF-hópnum og byggu til þetta risadundur lið hérna sem við erum að sjá í kvöld og ég held að þetta sé bara eitt sterkasta 354 lið sem við höfum nokkuð tíðan séð. Ég ætla að vera sammála því og ef að þeir ná að þróa sig saman og spila saman og þá þetta gífurlega sterkt lið og bara ætti þá ef að það helst, þú veist, fram á næstu mót, þú veist, í næstu deild þá geta þeir alveg, þú veist verið að stríða Dusty og Þórsurum á topnum. Já, algjörlega, við sáum náttúrulega OGVAF sem að spilaði náttúrulega með PS og Danna unnu í raun svona fyrri part af deildinni og töpuðu síðan bara á móti Þórsurum í úrslitunum, þannig að þessi nöfn eru alveg gríðarlega sterk, búin að koma virkilega flottir saman hérna inn. Krypto, virkilega góð bæting kannski bara með þeim tveim og þó að mér fannst Dansko alltaf vera virkilega skemmtilegur spilari, Krypto náttúrulega virkilega flottur líka og ég held að þeir séu bara búnir að sína það að þeir geta spila virkilega vel saman og að fara að sína bara frábæra viðureign hérna á móti Þórsurum. Ég alveg sammála því og þetta verður bara mjög skemmtilegu leikur sem við erum að fara að fá hérna. Já, algjörlega vonandi bara fyrir að styttast í leikinn. Vorum pínu eftir á hérna þar sem að við fórum í virkilega langa viðureign áðan en spáin 4-1 og 4-1 fyrir Þór frá mér, 4-3 fyrir 3-4 frá þér segi en spurning hvað fólkið heima segir líka, spurning hvort við séum ekki að fara að fá það upp. Jú, hérna kemur það millumerki Þór eða millumerki 354, þetta einfalt segja hvaða lið kannski þið haldið með eða bara hvað þið haldið að sé að fara að segra hérna í kvöld. Ég held að séu náttúrulega mjög margir 354 menn sem að mæta oftast í Twitch-tjatið og reyndar klúðraðist aðeins hérna áðan. Við sáum að Dusty var að taka hérna, tölunar hérna frá áhörundum. Þú ert nú 354 maður, hvað gerðist þar? Hvar er fólkið? Ég bara veit það ekki sko, ég bara fá stemmingu í tjatið og fá mína menn í 354 bara peppa þetta upp sko, þú veist. Algjörlega, ég held að það sé líka virkilega pepp hérna frammi. Ég sá nú fullt af einhverju fólki sem var mætt hérna fyrir Þórsara allavega, bara mætti að rýna, mér finnst það skemmtilegt og ég held nú að séu einhverjur fyrir 3-4 eða eitthvað slíkt hérna frammi líka, eða ekki? Jú, alveg örglega og það kannski, bara flott, þá fáum við akkurat tvo leiki frá þessum liðum og það kannski flest fólkið akkurat frá þeim sem mætt hérna og við dyrkum það að fólk sé að mæta hérna upp í arína og við minnumst kannski á það aftur að það úrslitadagurinn á morgun þar sem að ég verð veislustjóri hérna frammi, þið sjáu að lýsa öllum leikjunum hérna og það verður farið í gegnum, þetta verður 5 viðuregnir eða fleiri, 1, 2, 3, 4, 5 Þetta eru 5 viðureignir á morgun. Þetta verður algjör veisla. Þú ætlar náttúrulega að vera veislustjóri og stýra þessu öllu saman. Við verðum hérna inn í stúdíó meðan og fáum að lýsa þessari veislu sem framöndan á morgun. Þetta verður ótrúlega gaman. Það verður ótrúlega gaman að hafa frábær mæting síðast og ég verður bara vonast til að sjá ennþá fleiri núna. Það nóg til að vinna fyrir ykkur líka bara hérna frammi á morgun. Það verður hjólið eins og við töluðum áðan þar sem það verður fullt af einhverju fríu dóti bara með því að mæta og snúa því og síðan akkurat þeir sem að merkja sig going á Facebook komnir í pottinn til að vinna einn ferðahátalara fyrir sumarið. En við sjáum nú tölunar frá Twitch-tjatinu, þetta Þórsarar. Já, hérna hér, hvað? Já, ok. Já, 354 að tapa 2 Twitch-votes í röð hefur held ég bara aldrei gerst áður hérna síðan 354 komið inn í þessa deild eða hvað. En 354 unnu sann síðustu við, kannski þetta bara happa annuna. Já, algjörlega. Kannski þetta bara unnu síðustu, það alveg rétt. Eflir þetta bara móralinn og hérna hefur bara kannski mjög góð áhrif.
Já, algjörlega 3-5-4 kannski bara fá þetta til að gíra sig hérna upp, vilja sýna bara fólkinu hvað þeir geta en það verður virkilega gaman að sjá hvort þeir ná að mæta hérna Þórsarar náttúrulega unnu sína viðureign áðan á móti Ómon 4-0 virkilega sterk byrjun hjá þeim og bara spurning hvort að þeir geti haldið því hérna áfram en 3-5-4 náttúrulega búin að taka hérna gríðarlega langa og sterka viðureign gegn Dusty sem að maður getur sagt að allan að eigi að vera betra line-up heldur en Ómon þó að Ómon séu náttúrulega virkilega sterkir og góðum degi. Já, alveg 100% og svo sást bara í viðureigninni, þetta var mjög náin viðureign í rauninni og bara spurning hvort að 3-4 hafi fengið nógan tíma til þess að, eins og maður segir, aðeins að gíra sig í gang, þurrka svitan, aðeins að ræða sín á milli, fá sér eitthvað að drekka, þú veist, fá sér vatn og hérna bara aðeins að peppa sig upp í rauninni. Já, henda kannski smá hérna dufti á hendunar, hann að ná að halda gripi á fjastýringunum þó að Danni hafi nú sagt áðan að hann náði að halda fjastýringunum allan tíman, þá er ég einhvern veginn ekki alveg að trúa honum á því, maður svitnar svo mikið þegar þú ert í svona spennandi leik að ég allavega missi alltaf fjastýringarnar ef að ég er í svona gríðarlega spennandi leikjum en við sjáum það kannski bara að það er gaman að sjá hvernig þetta allt fer, við ættum að vera bara að fara að hoppa í leikin held ég bara eftir smá stund en já, það er kannski bara svona síðasta hvað er það sem að 3-5-4 þurfa að gera til að vinna þennan leik? Stoppa Emil Vald. Stoppa Emil Vald. Ég heyrði þetta frá Danna líka núna aðan. Við höfum ekkert verið að sjá Emil Vald, við sáum hann á Reykjavík International Games. Hann tók sér pásu eiginlega, tók hann einhverja einn leik fyrir Dusty, einn leik fyrir Þór í bara alveg, í síðustu deildinni, en annars hefur hann lítið sést bara síðasta árið. Fólk er alltaf hrætt við hann. Er hann bara svona kröftugur? Það er alveg ástæða fyrir því að hann náttúrulega bara hefur þessan gífurlega kraft og bara hæfileika. Hann er náttúrulega rosalega hraður, góður á boltanum eins og sást í viðureigninni og hann og Bjarni er að tengja mjög vel saman í rauninni. Báðir svona tæknilega góðir í loftinu, snertingarnar að snúa bílnum, að hitta boltan á rétta staði og eitthvað svoleiðis og það er það sem að 3-4 þurfa að gera er að brjóta það svolítið upp. Að koma kannski óhræddir inn í leikinn, keyra svolítið upp hraðan og mæta þeim bara í rauninni. Bara engin hræðsla og bara mæta boltan. Já, algjörlega gaman þegar svona spilarar ná að tengja vel saman, sérstaklega þessi toppspilarar sem við erum að fá akkurat frá Íslandi, þessir Íslendingar sem eru að spila svo virkilega vel saman. Þór örgulega fyrsta svona toppliði í einhver tíma núna sem að eru bara með Íslendinga, engin útlendingur með þeim í þessu liði, þetta skiptið allavega og reyndar mér alltaf gaman að sjá hversu vel þeir eru að tengja saman í leiknum og síðan horfum maður á þá í persóni hlið við hlið. Þetta eru þetta er yin-yang hérna sem að standa hlið við hlið annar er svona lítill og nettur og flottur á sér og hinn er stór og góður akkurat ef þið mæti á morgun þá fáið þið vonandi að hitta flesta spilarana sem að eru held ég allir að mæta eða allan að langflestir að mæta hérna upp í arína til að spila og það er náttúrulega bara það sem við viljum fá sem flesta að vera með einhverju útlendinga hérna með okkur. Rex er allan að sá því áðan, ég veit ekki hvort að Krypto sé á svæðinu, þú getur kannski svarað því. Ég er ekki viss. Þú ert ekki viss? Nei, þá finnum við bara út úr því á morgun en það er akkurat málið, það hefur bara gaman að sjá. Þökkum líka alltaf fyrir styrktaraðilunum okkar Red Bull og Oatking, ég ætla að fá mér eitt sopa. Svo má ekki gleyma bónusboltan. Já, bónusboltin, við mistum á honum í heimastreyminu. Já. Hann vantaði en hann er mættur aftur sem betur fer þegar við erum að fara að hoppa inn í þessa viðureign. Það er Þór gegn 3-5-4. Við viljum sjá 7 leiki og spennandi leiki þegar við hoppum inn í þennan leik. Við erum mættir í úrslitaleik efri riðils flott í bílar. Já, þetta er geggjaðir bílar, flott grafík Vantar reynda svona bíl fyrir Jötun.
það var ekki gert nógu vel af því að þú veist að það er svo nýtt lið og ég veit ekki hvort að grísku guðinni séu með svona flotta bíl en við fáum það akkurat að sjá það líka á morgun, ég er svo spenntur og við erum að hoppa inn í þennan leik. Það er Þór gegn 3-5-4 þegar við teljum hérna niður. Það er Step, Emil Vald, Bjarni gegn Dan, Krypto og PS. Við erum að sjá sama fólk á þessum velli og sama maðan og Step byrja hérna virkilega vel, setur boltan á bakvegginn. Það er ekki að fylgja þessu sjálfur eftir en Emil Vald kemur hérna hinum meginn. Krypto nær að gera vel, Bjarni hins vegar fylgir þessu virkilega vel eftir, ekki með mikið búst en Dan þarf að setja hérna upp og Krypto einhvern veginn nær að komast á undan. Emil Vald hérna virkilega vel spila hérna til að byrja með hjá 3-5-4, ná að halda góðri vörn á móti þessum Þórsurum. Krypto hérna í loftinu, reynir að finna PS, nærði ekki, Emil er á undan og Dan og Krypto er þarna í smá vandræðum en ná að leysa úr þessu. Þar er PS á undan Bjarna, Step er samt sem áður í vörninni, þarna er Krypto og Emil þetta fyrir stöngina! Virkilega nálægt að komast hérna yfir á móti Þórsurum. 3-5-4 elskuð að skora fyrsta marki á móti Dusty, ná því ekki hérna en spurning hvort þau geta gert það. Bjarni núna sækir í bakvegginn en 3-4 sterkir í vörninni. Núna boltinn aðeins að stoppa henni í miðjunni. Emil Vald með nóg tíma til að koma sér hérna upp hornið. Boltinn fer alveg yfir og Bjarni fekk bústið. Núna er 3-4 í smá klípu hérna. Bjarni gerir virkilega vel, nær einhvern að gappa hann að tveim og það er ekki sprengt. Leikmanni PS gerir vel að fela sig hann að hoppar yfir. Sýndist mér þetta að vera Emil Vald sem að reynda að sprengja hann en núna er Krypto komin yfir. Bjarni þarf að losa þennan bolt að gera það virkilega vel. Er hann komin sjálfur bara í sókn, ætlar að gera það sjálfur en PS gerir betur og Þórsarar ennþá að sækja. Step situr inn í bakvegginn, nær Bjarni þessu bolta, nei, PS sneggri en Bjarni nær að stoppa en Emil Vald fer reyndar líka í hann, hann er nóg tími fyrir 3-4 hérna til að koma sér aðeins betri stöðu eða hvaði. Bjarni sækir hratt og þetta er bara virkilega mikið fram og tilbaka til að byrja með. Já, bæði lið svolítið svona að finna taktinn og finna sko rytmann í leiknum og Emil hérna með mjög góða snertingu. PS hérna setur hann út á Dan, setur hann fram. Þar er bara Emil sem er tortínd reyndar. Step hérna, Bjarni er á undan Krypto. Step aftur setur hann upp, finnur Emil og PS hérna til varnar, gerir vel. Þar er bara Step, setur hann upp í þakið á Bjarna sem hittir hann ekki og þar er Emil en PS er á undan. Smá vandræðagangur hérna í vörninni hjá 3-4. Step hérna og það er Bjarni og PS með þvílíka vörslu! 3-5-4 algjörlega bjarga sér þarna. PS gríðarlega sterkur í vörninni. Við sáum þetta akkurat áðan líka á móti Dusty. Þeir neita að fá boltan í markið sitt. Bjarni núna reynir að gera einhverja takta hérna, koma þessum framhjá, reynir hérna flippir í stendi, nær því ekki en Step gerir bara einfaldan bolta sem að einhvern veginn kemst inn. Þetta þarf ekki að vera flókið. Bjarni að reyna hérna einhverja gríðarlega takta. Krypto situr boltan til liðar en Step mætur og PS nær ekki tímalega í þennan. Þórsarar konir yfir og það er rétt rúma 2 mínútur eftir. Þetta er búið að vera rosalega jafn hérna leikur. Bjarni hérna setur hann fram. Þar er Krypto sem að tekur hann niður. En þar er bara Emil og Krypto hérna með gott 50. Bjarni setur hann í vegginn. Þar eru Dan og PS, smá vandræðagangur hérna. Step setur hann fyrir á Emil sem hann nær og skorar mark nummer 2 fyrir Þórsara hérna. Þórsarar að byrja þennan leik með krafti. Það tók smá tíma að koma sér inn en þegar þeir skora þá halda þeir áfram að skora. Við sáum þetta áðan líka en 3-5-4 þurfa að finna einhver svör, eru búin að vera gríðarlega sterkir í vörninni, viljum sjá það áfram og finna hérna einhverja skyndisóknir. Krypto reynda þar að bjarga sig þarna frá Emil Vald sem að kom eins og þvota til að reyna að ná að stela boltanum. Step situr hann bara eiginlega á markið. Krypto þarf að taka hann til hliðar. Bjarni stelur honum af honum og fylgir honum svo hratt eftir. PS þarf að koma sér burt. Emil Vald stelur boltanum beint af 3-5-4. Þeir komast ekkert með boltan en þarna er mikilvæg tortíming reyndar síns með hjá báðum liðum. Smá tími sem að boltinn bara hoppar hérna yfir á Þórshelminginn. Krypto nær að fylgja sér eftir, nær að trufla Emil Valdana og Dan núna með tækifæri, situr aftur á Krypto en Bjarni rétt staðsettur. PS
aðeins á eftir step og það mínúta eftir þegar Þór ennþá í 2-0. Emil hérna í loftinu á no boost hérna, reynir skotið, PS með góða vörslu, þá kemur Bjarni, setur hann í vegginn og step hérna og Dan með góða vörslu. Krypto á undan Emil hérna, Bjarni á boostið, reynir hérna og þetta í stönginni og það step sem klárar. 3-0 hérna fyrir Þórsurum. Virkilega vel gert. Og hérna kemur kom það ding fyrir Dingo. Og Þórsarar komnir 3-0 upp þegar 36 sekundir eru eftir að þessum fyrsta leik. Þórsarar núna vilja halda þessu bara gangandi, vilja skora meira, koma sér bara í burst til að byrja með 3-4. Þurfa að finna eitthvað hérna til að koma sér í gang. Núna Krypto reynar að koma hérna upp vegginn, gerir það ekki, bara tortímt á leiðinni. Bjarni reynar að koma hérna fram hjá Dan en Emilvald hérna til aðstóðar. Spurning fyrir að gerir bara að eyða tíma hérna en fer alla leið bara sjálfur. Krypto þarf að taka til hliðar og pressan heldur áfram. Þórsarar gefa ekkert eftir, 5 sekundur eftir hérna. Þessi leikur búinn. Þórsarar taka þennan leik en Dan reynir bara að koma hérna yfir á Krypto. Þeir halda boltanum nú gangandi en þessi leikur búinn. Spurning hvort það ætla að sitja hann í markið eða í jörðina hérna á næstunni, eitthvað að leika sér hérna fram og tilbaka. Þarna fer hann loksins í jörðina og Þórsarar taka fyrsta leik. Mjög vel spila hérna hjá Þórsurum og settu tónin svolítið snemma. 3-5-4 samt svona sýndu ákveðin karakter en það vantaði bara mörkin. Það vantaði sóknina. Það vantaði bara skotin. Við sjáum hérna vörslunar 0 hjá Þórsurum gegn 6 hjá 3-5-4 og samt það var eitt skot, það hefur bara ferið í slána eða eitthvað slíkt hjá 3-5-4 og á móti hérna mun fleiri, það eru 11 skot frá Þórsurum, gríðarlega vel gert, góð pressa allan tíman. Þórsarar með pínu yfirvald hérna í fyrsta leiknum en við höfum séð 3-4 koma tilbaka, þetta var bara aðeins að koma sér aftur í gírinn, voru búin að taka gríðarlega viðuregn og eru bara aðeins að kæla sér niður, núna setja gírinn aftur í gang, hit aftur upp og vélinn ætti að ræsa. Leikur 2 hérna að fara á stað og Þórsarar byrja í sókn, PS hérna losa smá pressu, þar kemur step, fer fram hjá Dan, heldur þessu áfram og þarna kemur Bjarni og PS með þvílíka vörslu á slánni. Wow! Þarna var stórt ding fyrir Dingo og Bjarni kemur honum hérna aftur fram. 3-5-4 fær enga pásu. Þeir reyna núna að koma honum aðeins hérna út, gera hana vel en Emilvald bara lést á svo vel og setur það bara markið og það farið í stöngina. 3-5-4 einhvern veginn bjarga sér og Bjarni aftur og það farið í slána og það farið í slána aftur. Þetta ótrúlegt. 3-5-4 einhvern veginn bjarga sér og Bjarni og Emilvald sitja síðan boltan loksins inn. Vá, sjáum þetta aftur. Þetta voru fleiri en eitt ding fyrir Dingo. Þvílíkur leikur. 3-5-4 að sína varnartaktana þarna að Þórsarar settu alla sína bestu pressu og Krypto núna að reyna að koma bara beint inn. Þegar við förum hérna aftur inn í leikinn, Emilvald þarf að koma sér út og Þórsarar koma sér aftur inn. Vá, Bjarni reynda að setja bara skot þar sem að 2-3-4 menn fara í hann, PS reynda rétt staðsettur og Krypto núna með tækifæri, kemur honum á markið, stef reynda að verða út. Emil hérna býr þá til nýja sókn en hann tekinn af boltanum, þá kemur Bjarni og Dan leifir Krypto að fá hann hérna en góð tortumík hérna á Emil sem náði samt snertingunni sem að tefur aðeins fyrir 3-4 en þess að þetta í stönginni. Krypto hérna hátt upp í loftið á PS og þar Krypto aftur en step á gott 50 hérna. Emil setur hann út og þar Bjarni sem að nær ekki nógu góðu skoti. 3-5-4 elska stöngina í þessum leik og reyna að koma núna inn. Stef virkilega góð varsla hérna í miðju lofti á móti 2.
Núna Þórsar að sækja Emil Vald fylgir þessu vel eftir en Krypto setur þetta út en það bara Step sem hann tekur á móti. Vandræðilegu bolti reynda fyrir hann en hann gerir vel úr þessu. Hittir reyndar ekki boltan þarna, Bjarni þarf að reyna að bjarga okkur úr þessu. Dan kemur honum aðeins burt en það lítið bústi á 3-5-4. Koma upp vegginn, PS með allt bústið þeirra megin, Bjarni hins vegar mætur honum bara beint og núna 3-4 halda pressunni í gangandi, Step þarf að koma út. Bjarni reynir að halda þessu eitthvað áfram en núna 3-4 með alla pressuna. Spurning hvort þeir geta fundið þessa einu glöfu hjá Þórsurum. Reyna það hérna en þeir eru bara svo gríðarlega öflugir og Emil Vald eins og við tölum áðan svo gríðarlega fljótur hérna. Hann þota hérna yfir allan völlinn, fylgir þessu bolta bara eins og hann sé með laser á honum. Bjarni núna setur skotið og Dan tekur hann til hliðar. Emil hérna í loftinu á fullt boost og Dan mætir honum vel og Step setur hann í vegginn og þar Bjarni sem ekki nær að nýta þetta. Emil gerir mjög vel hérna aftur í vörninni. Þar kemur Bjarni, þeir eru að tengja mjög vel saman hérna. Dan setur hann í vegginn og niður. Þar bara Emil mættur. PS hérna reynir skotið, fær annan séns. Það bara Bjarni tilbúinn í loftinu. Krypto setur hann í vegginn og Step hérna. Þórsarar reyna að finna eitthvað hérna. Bjarni setur skotið og það bara inn! Bjarni fann glufið þarna, sjáum þetta aftur. Bjarni tekur boltan bara að PS, setur síðan boltan hérna í hornið og Krypto aðeins og djúpt inn á markið mættur. Nær ekki að koma þessu bolta burt og Þórsarar komnir í 2-0 þegar rétt mínúta eftir. Ég vil spila hérna hjá Þórsurum, þá kemur Step með stendingun á Emil sem fer illa hérna með og nær ekki skotinu, heldur samt áfram hérna, reynir og Krypto hérna nær að bjarga þessu. Það Step fer illa hérna með Dan. Emil hérna í hornið, nær ekki annari snertingu, þá kemur Krypto, nær Bjarni hérna. Step setur hann bara langt tilbaka, Dan á lítið búst, þá kemur Emil yfir á Step. Það Bjarni tilbúinn og þeir klemma hann og það Step og nær að skora. Ég hélt hreinlega að Krypto væri með þetta þarna, sjáum þessa gríðarlega flottu klemmu aftur. Krypto tekur á mótunum en nær ekki að koma honum burt. Step nær að fylgja sig eftir og klárar þetta. Komnir aftur hérna í 3-0. 40 sekundur eftir, sáum þetta áðan, spurning hvort að þetta endar eins. Step núna upp í lofti, situr í bakvegginn, beint fyrir framan Emil Vald sem að situr í stöngina og klárar þetta síðan í tvísmellinni. Þórsarar komnir í 4-0 bara hérna þegar 34 sekundur eru eftir. Ding! Þetta var ding! 4-0 hérna fyrir Þórsurum í leik 2. Eru svolítið að setja tónin hérna, setja dingið. En hérna kemur Dan og loksins! Ná 3-5-4 að svara. Gott kick-off hérna hjá PS og Dan nýtir það. Sjaldan sem við fáum að sjá byrjun replays þegar þeir eru ennþá kyrrir fyrir kick-offið. Þetta var fljótt gert. Og núna Þórsarar spurning hvort þeir svari bara strax. Emil Vald situr á markið en Krypto nær að verja. Núna næsti maður, Bjarni hittir hann ekki. Step nær ekki að fylgja sig eftir og 3-5-4 allir í klessu hérna í vörninni. Það ná að koma boltanum burt. Sjáum hérna, Krypto fylgir þessu vel eftir. Step hins vegar bara tekur á mótunum hérna á bakvegnum. Gerir vel, kemur honum út. 10 sekundur eftir, Dan gerir vel hérna en Emil Vald bara mættur. Bjarni reyndar mætir hana með honum. En tíminn búinn og Þórsarar búnir að taka þennan leik. Spurning hvort við fáum að sjá aftur einhverja takta hérna í loftinu eins og áðan til að klára þetta. En Þórsarar búin að tryggja sér leik nr. 2. Hér bara regla 1 til að klára henni. Til að klára þetta. Og Þórsarar taka leik 2. Algjörlega Þórsarar, við sjáum þetta aftur. Nú allavega skot hjá 3-5-4. Þetta var allt annað leikur. Við skulum kannski bara byrja á því þrátt fyrir. Við sjáum hérna 4-1, þetta var allt annar leikur hjá 3-4. Þeir gerðu mun betri pressu, þeir náðu fullt af skotum og við erum að taka greinlega smá time-out hjá 3-4. Vil ég kannski aðeins
bara finna sig en strax svo miklu betri leikur hjá þeim. Já, alveg 100% og gott að þið skulle vera að taka timeout aðeins að ræða málin og aðeins að samstilla sig. Það ennþá, Emil að fá full mikið pláss ennþá og að tengja allt og mikið við Bjarna saman, en ég segi það og meðan Stepp búinn að vera flottur í öllum þessum lausu boltum sem að koma og það ótrúlegt, hann svo góður að vera réttum ára réttum stað að þetta bara frábært lið. Algjörlega, Stepp búinn að kannski bara hreinlega venjast þessu, hann búinn að spila pínu bara þessa stöðu fyrir þetta lið núna í einhver tíma, vera þessi þriðji maður þegar að hinir smetla ekki saman, þá hann mættur í boltan, hann á undan hinum og býr til tíma fyrir Emil Vald og Bjarnar komast aftur í stöður og sjáum hann líka Emil Vald hvað hann gat spilað með tíma ef að boltinn var að fara að koma aftur inn á þeirra vallarhelming, bara tekur boltan upp og bara fljúandi meðan hann stýrir algjörlega leiknum og Þórsarar gera þetta svo gríðarlega vel að 3-5-4 eiga erfitt að finna einhver leið inn í þetta. Já, Emil rosalega góður þegar kemur á því fljúandi inn í sóknina, 3-5-4 ná kannski á hann boltanum, en þá Bjarni alltaf mættur. Hann alltaf mættur. Alltaf mættur í setjum boltan. Við sáum þetta samt svo gríðarlega vel hjá 3-4 máðan þegar á móti Dusty, þeir voru, einhver náðu að koma boltanum upp og það var alltaf annar maður mættur, en það var ekki alltaf þessi sömu tveir. Það ekki náttúrulega allt annar hraði í Þórsurum með við Dusty, en við erum komið aftur á stað og spurning hvort þetta nýtist 3-4 ykkar, PS og Bjarni sláinn inn eftir 5 sekúndur. Já, hér. Voðalega eru þeir eitthvað rólegir yfir þessu marki. Fengum ekki svona að heyra, við líður stundum eins og við fáum aldrei eða bara ekkert að heyra í stönginu á sláni, en tölum kannski lítið það að við erum komin aftur inn í leikinn. Þórsarar byrja gríðarlega vel, Bjarni setur hann bara algjörlega út í hótt, pesna hann neglunum yfir, vel spila á 3-4, Danar að fylgja svo eftir. Emil var tortímar honum bara áður en hann getur gert eitthvað meira. Hann fær bara boltan aftur þegar hann mætir á völlin. Emil Vald og Bjarni að spila enn og aftur saman. Emil Vald mættur með boltan í loftu, hann gerir þetta bara sjálfur, hann fór þetta í slána, Stepp fylgir þessu eftir en næri ekki að klára þetta. Núna spurning 3-4, Emil tækifæri PS, getur hann klárað þetta? Já! Hann skorar fyrir 3-4 eftir gríðarlega sókn hjá Þórsurum. Þá mættu þeir allir í sóknuna, voru bara frekar öruggerar og voru að fara að skora þarna á 3-4 ná að njóta þess. 1-1 liggum við að Þórsarar hefði verið að fara í 2-0 en 3-4 nýttu sér tækifærið. Hér hins vegar Emil Vald á móti Dan og Dan gerir mjög vel. Bjarni setur hann tilbaka en Krypto vinnur þennan, nær hann annarri snertingu, nei! Bjarni á undan, þá kemur Dan. Stepp þarf að gera vel gerir það, Emil missir á honum, Bjarni setur hann upp. Dan í loftinu á meira búst heldur en Bjarni og fari PS, en Emil með þvílíka vörslu. Virkilega vel gert en Krypto heldur þessu gangandi. Næstu búinn að ná að spila aftur upp á 3-4, búa til fullt af tækifærum, en núna Emil Vald einhvern veginn komin hinum megin. Bjarni reyndar ekki með honum þarna, þarf að koma sér aðeins tilbaka, tekur móti boltanum en Dan mættur. Stepp gríðarlega flottur þarna, PS situr óþægilega snertingu, nær honum reyndar aftur, vel bjargað hjá honum, núna boltinn dettur niður og þar enginn, en Bjarni tekur á móti honum og gerir þetta bara sjálfur. Gappar 3-5-4 þarna upp úr skónum, sjáum þetta aftur, grípur á boltan og tilbúinn í flippi til hægri. Báðir 3-5-4 menn voru á stönginni ekki tilbúinir í þetta og Þór komin 2-1 yfir. Já, Bjarni bara með góða takta, bara ekkert annað hægt að segja Bara algjörlega Bjarni virkilega flottur og þeir spila þetta bara upp á annað mark. Bjarni og Stepp að tengja vel saman. Sjáum Bjarni nær einhvern veginn að búa til allt öðruvísi sendingu en venjulega og Stepp nær að nýta það í loftinu. Þórsarar komnir í 3-1 og 3-4
óþægileg staða til að vera í. Þú ert 2 leikjum niður og þú ert 2 mörkum niður í þessum leik. Dan reyndar næstu búinn að bæta 1 marki við fyrir þá hérna en Emil Vald kemur þessum bolta síðan loksins fram fyrir Þórsara og Dan situr hann niður en það Step mættur í hann, situr hann í bakvegginn. Hvar næsti maður? Það Bjarni og núna Emil Vald nær ekki að gera mikið. Vörnin sterk á 3-4 sem að breyta sig yfir í sókn eða hvað. Bjarni nær bara að taka boltan, flýgur inn af staðinn, ekki með mikið búst til að halda áfram. Emil Vald reynar að grípa boltan á hann en 3-4 lesa þetta fljótt. Step neglir hérna burt en Dan mættur til að taka þennan bolta og setur hann aftur hérna fyrir fram að markið. Núna Krypto komin upp í loftið, reynar að gera eitthvað en Emil Vald las þetta fyrir löngu, var búinn að setja sig þarna og tryggja að hann myndi fá boltan þarna. Bjarni fyrir upp í loftið, stelur þessu bolta en Krypto tekur hann aftur tilbaka yfir á PS yfir á Dan en það gerist ekkert úr þessu. Emil setur hann upp í loftið á Bjarna sem í álitlegri sókn hérna. Krypto gerir vel, finnur Emil en Dan nær að trufla hann. Step hérna, setur hann í þagnetið. Dan hérna, Krypto með hálfvandræðalega snertingu hérna. PS gerir vel hérna, þá kemur Krypto, tortímir hérna. Dan á lítið búst og Bjarni hérna truflar. Þá kemur Krypto sem hittir ekki boltan og það Emil. Fyrir illa hérna með Dan. Og Bjarni á undan Dan í boltan. PS hérna, 3-4 þurfa að koma sér aðeins í sókn. Step hérna. Krypto en Bjarni stelur boltanum hérna. Dan í loftinu á lítið búst, það bara Step mættur. Step núna reynir að klára þetta og gerir það! Varnarmaðurinn hjá 3-4 missir afvöndum hann, ég sá ekki hver þetta var, sjáum þetta aftur. Bjarni setur hann yfir á Step í bakvegginn og það sýnda var þetta ekki Dan sem að missir afvöndum hann ef ég sá rétt. Step með tvísmellu. Step með tvísmellu, sjáum það kannski ekki allt og oft en hann að gera virkilega vel í þessum leik. Bjarni og Step að tengja vel saman, við töluðum Emil Vald og Bjarna væri svo hættulegir en Step að sína hvað í honum býr. Emil Vald núna reynar að gera eitthvað flott tricks hérna en bara tekinn í loftinu. Dan núna með allan tíman í heiminum til að spila yfir á félaga en það engin félagi til að mæta í þennan bolta, þannig að Dan reynar að gera þetta aftur yfir á næsta mann og það gerist en það stöngin út. Krypto nær ekki að klára þetta, Bjarni núna kemur hann út og það mínúta eftir. Emil Vald reynar að koma hann hérna yfir á markið. Step, þriði maður eins og alltaf mættur í þetta en PS kemur hann út. Núna 3-4 komnir í aftur í sókn en þeir eru allir frammi. Ef að Emil Vald kemur hann út þá Step og Bjarni að fara að búa til tækifæri sem þeir gera hérna. Bjarni situr í vegginn, Step nær ekki að klára þetta. Emil Vald næsti maður í hann situr hann í stöngina, bara hreinlega samskeytin út. Bjarni hérna og Dan, Emil og Emil hérna en Dan PS setur hann fram. Emil hérna fær 100 bústið, Dan mætir. Þá bara Bjarni næstur og Emil í loftinu, setur hann niður en Step ekki þarna. Þá kemur Krypto, náðir smá sárabót, nei, Step hérna býst til annað sókn og PS hérna. Og Þórsar að taka þriðja leik. Já, það þarf eitthvað mikið að breytast ef að Þórsarar ætla að fara að tapa einhverju. Núna eru búin að sína gríðarlega flott tækt að við erum alltaf að sjá 3 marka mun á þessum liðum 3-0, 4-1, 4-1 ef ég man þetta rétt og Þórsarar bara svo gríðarlega sterkir. Við sjáum hérna Step með flest stigin. Hann er einhvern veginn oft talað að hann sé þriðji maðurinn en hann stígur samt svo ótrúlega flott upp. Hann svo stöðugur, hann alltaf að bæta sig og þetta bara gríðarlega flottur leikmaður. Hann svona heilsteiftur, alveg. Og hérna, sýndi það bara í þessum leik. Algjörlega. Hann og Bjarni voru að tengja mjög vel saman í þessum leik. Bjarni, eins og sást þarna í markinu með 2, leggur hann upp, Step mættur í loftinu. Bara virkilega vel gert. Algjörlega. Sjáum kannski, Step ekki með sömu veislur í loftinu og Bjarni og Rexer eða Emil Vald eða eitthvað svoleiðis.
en þessi maður veit hvað hann er að gera og hann spila bara einfaldan góðan leik. Sáum hann reyndar að fara í skemmtilega tvísmellur og annað hérna í síðasta leik. Spurning hvort við sjáum meira af því þegar við förum í leik númer 4 milli Þórs og 3-5-4. Það voru allir að búast við gríðarlegum bara 7 leikja viðureign hérna held ég. En Þórsarar komnir í 3-0 og vilja klára þetta bara hér og nú. Dan mætir hérna fljótt í boltan, Emil Vald situr hann yfir að Bjarni reynir hérna bara skotið þarna, Krypto tekur hérna bara vel á mótunum, Step hins vegar mættur, situr hann, reynir að sitja hann aftur yfir að Emil Vald en Krypto gerir vel, Bjarni mættur inn í loftinu, nær að fylgja sér vel eftir, gríðarlega hraður hérna og Emil Vald mættur í skotið og Dan þarf að verja þetta út, gerir það vel, Krypto kemur honum vel fram hérna, PS nær að fylgja sér en Bjarni nær að trufla þetta aðeins, Emil Vald núna upp í loftið á móti Dan, hvað getur hann gert, gerir þetta gríðarlega vel og Krypto þarf að koma að bjarga Dan þarna 3-5-4 einhvern veginn ná að lifa þetta af. Virkilega vel gert þarna hjá Emil Vald og Krypto hérna nær að negla boltanum fram. Step þarf að taka vel á mótunum og fær smá aðstoð þetta frá Bjarni, þá kemur PS með gott skot og Emil með vösluna. Bjarni upp í loftið og nær að bjarga þessu frá, kaupir smá tíma, það er Emil mættur á móti Dan og hefur betur. Bjarni á lítið búst, PS hérna í loftinu og Dan vinnur hérna Emil, Bjarni, Emil setur hann hátt og yfir og PS hérna ekki með góða snertingu og Bjarni hérna nær að sendingunni, nei. Krypto hérna gerir vel. 3-5-4 að gera allt rétt hérna og Krypto skorar frá þessu tækifæri. Sjáum þetta aftur, hann gerir þetta bara sjálfur, Step situr hann upp í loftið. Krypto nýtir þetta bara, situr bara einfaldan bolta beint á markið. Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið. Step með stóðstöðninguna fyrir hann reyndar en 3-5-4 komast í fyrsta skipti yfir í þessari viðureign. Virkilega vel gert hérna, spurning hvort þið geti bara byggt upp frá þessu og haldið aðeins áfram. Step hérna með lítið búst og Dan hérna gerir ágætlega vel. Krypto vinnur þetta 50, fáir bara Step hérna með no boost, setur hann í þakknetið og nær annari snertingu hérna og Bjarni og Krypto nú kemst 3-4 í sókn og næstu því að trufla Step hérna. Emil gerir vel. Dan með tækifæri Krypto reynda truflar hann hreinlega hérna í loftinu. Ekki gott samspil, þarna ætluðu kannski mögulega að fara í klemmuna en ná því ekki. Krypto núna að teka boltan upp. Dan þarf að fara hérna inn í ef hann ætlar að ná þessum. PS reynir að klára þetta en Emil Vald tekur hann út. Emil Vald núna með boltan fram. Dan þarf að taka á móti sig. Þetta er bolti sem hengur inn í loftinu fyrir Bjarnan til að koma og ná í. Krypto truflar að Bjarna en hann nær samt að fylgja þessum bolta upp. Step tekur hann síðan bara niður hérna í róliheitum, ætlar að fljúa með hann en Krypto situr hann niður. Bjarni hins vegar tekur boltan aftur upp í loftið og upp í hornið. Situr hann hérna niður fram hjá einum. Dan nær hins vegar að taka á mótunum. Emil Vald reynar komin með það yfir á Step sem hann gerir. Boltin fer í bakvegginn. Emil Vald setur skoti og Dan setur stöngina inn. Sjáum þetta aftur. Step setur boltan í bakvegginn. Emil Vald fylgir eftir. PS offside, Dan offside og það er ding fyrir Dingo. 1-1 hérna. Þórsarar 3-5-4 og 3-5-4 þurfa bara að finna kraftin núna og klára annan leik og koma tilbaka. Álitlega sótt hérna, Krypto setur hann í bakvíkinn, þá kemur Bjarni með sendingun á Emil. PS fer í vegginn og Emil hérna truflar Krypto og þar er Emil og PS fer fram hjá Emil hérna, nær tortímingunni í stand sem áður. Emil og Step hérna fara saman svolítið í boltan. Emil með gott skot, Dan hérna setur hann til hliðar. Bjarni hérna með ágætis snertingu og Step og Dan hérna fer fram hjá honum en Step nær að trufla hann. Þá kemur Krypto með gott skot sem Emil þarf að verja og Emil fer í sóknin í staðinn. PS núna komin upp í loftið, er með smá búst til að fylgja sig eftir, situr hann bara lengra upp fyrir Dan til að fylgja en hann fer aftur í snertinguna. Krypto var að fylgja sig eftir, var mögulega að fara að klára þetta tækifæri. Smá misskilningur þarna hjá 3-5-4, voru mögulega með stór hættuleg tækifæri þarna en Bjarni situr hann niður fyrir Step til að koma en Dan núna í dauða tækifæri, einn á móti Emil Vald en
næri ekki að fylgja þessu eftir. Emil Vall gerir betur og fylgir núna reynar að trufla alla varnarmennina meðan Þórsararnir að koma sér í stöður. Step reynar að koma nú fram hjá PS, gerir það en Dan næsti maður til að aðstoða. Krypto tekur hann hérna út í hot, það er minna en mínúta eftir af þessum leik og núna er allt opið. Hvar er vörnin? Það var tortímt einu manni hérna en einhvern veginn náður að bjarga þessu. Emil Vald svo snöggur að komast hann tilbaka. Bjarni kemur hann boltanum upp en Dan situr hann niður. Emil Vald tekur á mótum. Emil Vald spurning hvort hann getur klárað þetta á móti PS. Situr hann upp í hotni. Það eru 30 sekúndur eftir þegar boltinn er að detta hérna niður fyrir fram á mark 3-5-4. Emil Vald reyndar lendir í smá vandræðum þarna en Bjarni er stöður til varnar hérna og setur boltann hérna upp, gerir skemmtilegt búst og sendir hann niður á Emil Vald en varnarmennir 3-4 löngu búin að lesa þetta og núna í tækifæri Dan setur þetta bara á markið og Dan er að skora fyrir 3-5-4 þegar 10 sekúndur eru eftir. Þvílíkt og annað eins vel gert hérna frá 3-5-4 sem ná að standast pressuna, ná boltanum þegar Þórsararnir eru allir komnir fram og við erum að fara sennilega í 5. leik hérna. Krypto hérna, Emil með gott skot og það er Dan og það nær Emil, nær að jafna leikinn þegar 3 sekúndur eru eftir. Þarna kemur brosið á Þórsararna, sáum þessi fagnaðarlæti. Þetta ding fyrir Dingo, 3-5-4 munu vera með martraður frá þessu hljóði þar sem að þetta er aðalega búið að vera stöngin inn eða hjá þeim eða stöngin út í hinu markinu og við erum að fara í fyrsta overtime eða fyrstu framlengingu þessar viðreikts og Step núna mættur upp vegginn, situr hann yfir á Emil Vald með hættulegan boltann í bakvegginu og reynar að klára þetta sjálfur en Bjarni situr í slána út. Næstu búinn að klára þessa viðreikt bara hér og nú en Step nær ekki að trufla Krypto hérna. Krypto fer fram. Nær að skora á 3-5-4, nær að taka leik. Sjáum þetta aftur, Krypto gerir gríðarlega vel. PS hér, Emil Vald nær að trufla hann og Bjarni aðeins og sett í þennan bolta. PS nær að lesa þetta virkilega vel og Krypto klárar þetta fyrir 3-5-4 sem að taka sinn fyrsta leik hér á móti Þórsurum og einhvern veginn halda sér inn í þessari viðreik. Virkilega vel spila hérna hjá 3-5-4 og Krypto bara frábær í þessum leik. Algjörlega Krypto aðalmaðurinn kannski í akkurat þessum leik. Þórsarar stigu nokkur misstig þarna og 3-5-4 nýttu það virkilega vel. Þessi leikur er upp á mistök og nýtingar frekar en að vera að gera einhverja gríðarlega takta. En Þórsarar þurfa að finna núna eitthvað tilbaka hreinlega. Nú er 3-5-4 kannski komnir í smá gír og vilja halda þessu áfram. En við erum komin í leik númer 5 milli þessara liða. Gífurlega góður leikur hérna og við förum á stað. Gott kick-off hérna en PS hérna og Emil með þvílíka vörslu hérna strax á fyrstu sekúndu leiksins. Og Bjarni setur hann fram, þar er Krypto, gerir vel, þar er Dan og Emil bara ítir honum í burtu. Fer upp vegginn á móti Krypto, Krypto gerir vel og Bjarni hérna upp í loftið. Reynar að setja hann hérna niður yfir á Step, gerir það, Step situr hann yfir á bakvegginn, fer í tvísmelluna, situr hann í slanna, núna er Emil Vald í tvísmellunni eða þrísmellunni, nær ekki að koma sig inn, 3-5-4 einhvern veginn, ná að standa vörnin á línunni, Step situr hann aftur í slanna og það er Emil Vald sem að klára þetta loksins. Þetta voru nokkur dings fyrir Dingo þarna. Þetta er hluturinn núna, þetta er ding fyrir Dingo. Call it. Ég er búinn að segja þetta allt og oft reyndar í kvöld, við erum að heyra þetta svo oft og það er bara svo gaman hjá okkur. Núna Þórsarar missa boltan hérna aðeins en Emil Vald tekur vel á mótunum. Emil Vald setur hann bara beint á markið. Hann ætlar að koma honum inn bara strax, ákveður að tortíma einum. Bjarni nær að fylgja þessu eftir, Step þriði maður, setur hann upp í hopp fyrir Emil Vald. Hann er bara ekki tilbúinn í þetta, PS langt á undan honum. Emil Vald tekur hann hins vegar aðeins til hliðar en PS setur hann bara á markið. Bjarni á að vera með nóg tíma hérna til að spila með. Engin 3-5-4 maður nálægt honum, kemur honum fram hjá einum, kemur honum fram hjá tveim. Það er bara PS eftir í vörninni sem að gera þetta virkilega vel. Setur hann bara alveg yfir. Step þarf að setja sig í vandræðalega stöðu hérna, einhvern veginn nær að koma honum fram hjá einum. Bjarni nær að fylgja sig eftir. Dan
síðan yfir á markið. Step mættur snemma, reynir að fylgja honum eftir. PS hins vegar aðeins og undan honum, situr hérna fyrir opið mark, en það engin 3-5-4 maður til að klára. Emil Vald núna í sókn og klárar þetta. Hvar voru drenginir? Sjáum þetta aftur, það engin mættur. Dan ekki með eitt boost, Krypto hvergi sjáanlegur og Emil Vald klárar þetta mark fyrir Þórsara. 2-0 hérna fyrir Þórsarana og þungur róður hérna framhjá hjá 3-5-4. Þeir þurfa að koma sér í gang, koma sér í gírinn. Vel gert hérna hjá PS, Emil mættur, Bjarni lítið búst. Dan setur hann upp í loftið á Krypto, en Step mættur, setur hann út í hornið á Emil. Og gott 50 hérna hjá PS á móti Emil. Setur hann hérna hálfpartinu sjálf á sig og Krypto mætir hérna í staðinn. Þá það Dan hérna og Bjarni gerir vel í vörninni. Dan kemur hún samt aftur fyrir markið og kemur honum í slána og já! 3-5-4 ná einu tilbaka hérna. Loksins sláarhljóðið, maður sjá. Já, þarna kom það. Sláarhljóðið gott fyrir 3-4. Sýndist reynda Step ákveða pot þessu inn fyrir þá. Klára þetta bara af. Var alltaf held ég á leiðinni í markið þarna, en 3-4 komnir aftur inn í þennan leik og Krypto! Já, wow! Krypto að gera þetta bara sjálfur, sjáum þetta bara beint eftir kick-off. Krypto kemur hérna upp vegginn og vá, þetta Úr þessu færi! Þessi snerting gríðarleg, fer yfir báða varnarmenn Þórsara. Þau vissu ekkert hvað var í gangi og 3-5-4 búin að jafna þennan leik. 2-2 hérna, röddin svona virkilega við því að fara og Step hérna næstu því. Hún að skora strax fyrir Þórsarana. Bjarni hérna og Emil og nær sendingunni, en Bjarni var komin tilbaka. Dan hérna á ekkert búst, nær hann að tengja við PS, skilur hann bara eftir fyrir hann og nær að stela hérna 100 bústi. PS hérna reynir og það Krypto! 3-2! 3-5-4 eftir að hafa verið 2-0 undir. Þeir að gera þetta bara á rétt rúmlega mínútu, koma hérna 3 mörkum inn á móti Þórsurum. Þórsarar hafa engin svör eins og þurfa að leita að einhverju núna. Bjarni sækir hérna hrattu upp, bumpar bara næsta manni. PS hins var fyrstur í þennan bolta, en Emil var tilbúinn í loftinu, gerir einhver tricks og Step fylgir vel eftir, en það varið. 3-4 tilbúinir í þetta, en Bjarni næsti maður og Dan þarf að verða þetta á línunni. Dan að bjarga enn og aftur línunni, en núna næsti maður Emil Vald sem að klemmir hann þarna hjá varnarmanninu. Sjáum þetta aftur, Dan bjargar þessu mómenti. Emil Vald hins vegar kemur tilbaka, setur hann hérna bara í Dan og aftur inn. Þórsarar koma sér aftur yfir þegar 2 mínútur eftir. Þeir reynda að jafna þetta. 3-5-4 þurfa að jafna fljótt. Vilja kannski fá bara kick á markið hérna. PS með möguleikann. Hvort hann getur það, góð spurning. Emil Vald mætir hérna Krypto, gott 50 hjá Krypto og hann getur fylgt þessu eftir sem að setur í stöngina út. Step hafði engin svör þarna, en Krypto næri ekki að finna hornið. Og núna PS mættur, en að reynir að setja hægt skot bara á markið. Þeir 3 tilbúnir í þetta, en smá ruglingur hjá Þórsurum. 3-5-4 í fullu tækifæri hérna. Dan reyndar að nýta frekar mikinn tíma hérna. Og Þórsarar búin að koma sér í góða stöðu. Emil Vald gerir vel hérna, kemur honum út, setur hann hérna aftur, reynar konum fram hjá Dan sem að næra að koma sér út. Krypto núna neglir honum hérna yfir. Þórsarar þurfa að fara alla leiðina aftur í vörnina. Step ekki með eitt búst eftir, en Emil Vald með allt bústið, kemur honum hérna upp í hornið. Krypto setur hann aftur yfir á miðjuna, en þar Bjarni mættur. Og núna, hvað þið að gera? 3-5-4, af hverju tókuð þið ekki boltan? Emil Vald á svæðinu. Þið megið ekki leyfa honum að fá allan hennar tíma. Krypto missir á boltanum hérna, heldur að Dan sé með hann, en það bara Emil Vald til að klára þetta fyrir Þórsara. 4-3 hérna fyrir Þórsarana, komnir yfir aftur og 3-5-4 geta svarað þessu. Dan hérna setur hann hátt upp í lofti fyrir PS, en Step með þvílíka vörslu. Bjarni setur hann upp fyrir Emil, ætlaði að klára þetta hérna. Emil og Dan nær þessu hérna. Það 50 sekúndur eftir sem að 3-4 hafa til þess að jafna, til þess að halda sér í þessari baráttu. Og Emil vinnur hérna 2, það opið mark, PS hérna og Emil sænilega að klára þetta.
Emil vald að sýna af hverju allir eru skítrættir við hann. Hann svo fljótur og hann svo góður á boltanum. 40 sekúndur eftir, 2 mörk sem að 3-4 þurfa til að halda sér inn í þessum leik og bara inn í þessari viðureign ef þeir ætla að komast beint yfir í úrslitin. En Bjarni hérna í loftinu, Þórsarar að leika sem með boltan, PS hins vegar mættur og Dan tekur hann niður en hann klárar allt bústið með því. Emil Vald setur hann áfram, Krypto hins vegar tekur á mótunum, Stef mætir snemma, þetta hættulegu bolti. Dan setur hann inn í hornið, Bjarni hins vegar vel mættu þannig að 20 sekundur eftir. Þeir þurfa að finna fyrsta markið núna. Emil Vald með tækifæri hérna til að klára þetta, bara flýgur hérna boltanum yfir. Ætla bara að gera það, fennast við bara með boltan alla leið yfir í markið. Dan núna þarf að koma þessum bolta inn núna, sem að gerist ekki og það þýðir að Þór séu að taka þennan leik og þessa viðureign hér og nú. Þórsarar eru komnir í úrslitin og við sjáum þá ekkert aftur fyrir en í síðasta leiknum á morgun og ef ég man rétt þá var spáin mín enn og aftur rétt. Takk fyrir. En Þórsarar með gríðarlega flotta leik, hvað segirðu eftir þessa viðureign? Röddin er búin. Mér líst vel á það. Það þýðir bara að þetta var kröftugur leikur og ég reyndar dyrka hvað þú ert kröftugur í þessu. Ég dyrka líka bara þessa spilara, þetta var svo gaman. Þeir eru svo öflugir, þeir eru allir svo fljótir í boltan. Þetta var, fyrsti leikur, ekki það besta í heimi. Næstu leikir allir bara frábæri, þetta var geggjað. Þetta var allt annað level en það sem við höfum séð hérna í kvöld. Hraðinn, spilastílinn, sendingarnar, mörkin, liðspilið, einstaklingsframtökin, allt þetta hafði allt saman. Og bara þvílíkt og annað eins. Þvílíkur endir á geggjuðu kvöldi verður bara ennþá skemmtilegar á morgun. Ég hvet ykkur öll til þess að kíkja niður í Arena á morgun og vera með okkur hérna í þessari veislu. Þetta er búið að vera þvílíkt. Algjörlega, það heyrist bara í þér hvað þetta er búið að vera skemmtilegt hérna í kvöld. Við erum held ég að fá aftur hérna viðtal eftir smá. Við ætlum að hoppa í bracketi fyrst, sjá þetta hvernig staðan er. Við erum með Þórsara komna í úrslitaleikin sem þýðir að þeir fá bara, ef þeir skildu tapa þeim fyrri leik þá eru þeir með bracket reset og fá annað tækifæri. Þannig við gætum í raun fengið 6 leiki á morgun ef svo skildi fara, en við erum að fara að byrja hérna í neðra leiktríun á morgun. Það umferð 1 er Jötun Ómon og síðan er það grísku guðinni Dusty. Ómon náðu að sópa upp Jötun hérna fyrir rúmri viku og spurning hvort að það gerist aftur, en grísku guðinni tóku leik á móti Dusty og eiga klálega séns í það lið þrátt fyrir þessar stórstjörnur þar. 3-5-4 fær síðan eitt af þessum liðum til sín í úrslitaleik í neðra leiktríunni okkar og það verður þá umferð 3 á morgun, en þetta verður gríðarlega skemmtilegur morgundagur. Ómon og Dusty eru bara ekkert búin að spila á móti hvorum öðrum, þannig að ef þeir skildu lenda hana saman í umferð 2 þá er það algjörlega nýr leikur. En þessir, ef þið voru að fylgjast með í síðustu viku þá eru búin að sjá þessi lið spila áður, en það voru virkilega flotti leikir þrátt fyrir 3-0 og 3-1 sigra. Eitthvað sem þú ert að búast við á morgun hérna kannski í fyrstu umferð? Sko, ég held að Jötun geti alveg strítt Ómon og ég held að grísku guðinni geti líka strítt Dusty ef þeir eru á sínum degi, sko. Og það verður bara gaman að sjá hvaða lið mætir 3-4 í rauninni í þessum neðri leik í umferð 3, sko. Og ég held að þetta verður bara eitthvað skemmtilegasta kvöld sem við munum eiga hérna á morgun, sko. Þetta verður ótrúlegt, sko. Já, varst þú ekki örugglega búin að setja þína spá inn á Discordið fyrir alla umferðina, eða? Ég hendi í það bara í kvöld, sko. Já, ok, og það aðeins eftir á. En hvað segja, ég var að fá eitthvað eirabítu, leið mér að heyra.
sýnt byggarana, já við erum hérna byggara hérna bara beint fyrir framann okkur, það eru GR-verk, ég ætla nú að fá að lesa þetta hérna, það er fyrsta sæti stórmeistaramót GR-verk 2025 sem ég held á hérna, hvað ert þú með? Herri, ég er með annað sæti, stórmeistaramót GR-verks. Sæll, það er engin smá þyngd í þessu, þetta eru alvöru steinar hérna, bara passa sig að brjóta ekki glerið, það er sem betur fyrir eitthvað aðeins undir þeim hérna til að passa upp á glerið okkar en þetta eru skemmtilegi byggarar, aðeins öðru sér stíl og ég fíla það. Ég er að fíla þetta lúk, þetta er svona... Þetta er GR-verk lúkið. Já, þetta er bara steipan sko. Já, akkurat, þetta er bara steipan, það er einmitt málið en ég held að við séum nú bara að fara að klára þetta hér, ég ætla nú að fá að heyra það hvort ég sé að fá einhvern Þórsara hérna í viðtal áður við klárum þetta. Það er bara beil á það greinlega, þannig að við erum bara að klára þetta hér, ég ætla bara að þakka fyrir kvöldið, Steingrímur minn, þetta var frábært og það var gaman að sjá hérna og vera með Snorra hérna áðan líka, en við erum að fara að mæta hérna og húsið opnar 2:30, 2:45, eitthvað svoleiðis, endilega vera bara mætt snemma, fari bara að spila leiki áður en að veislan byrjar og síðan byrjar veislan hana bara í kringum 3 og það verður nóg í boði, endilega merki ykkur að þið séu að koma á Facebook til að fara í pottinn fyrir vinning og síðan er auðvitað næsta spáin sem að fær annan vinning og fleiri vinningar á lukkuhjólinu og það er nóg af vinningum, þannig að endilega mætið, fylgist með, þetta eru gríðarlega leikir, gríðarlega viðreikni sem við erum með að fá hérna á morgun og spilarar sem við höfum aldrei séð á lani áður, þannig að þetta verður bara frábært. Takk fyrir okkur hérna í kvöld og við sjáumst á morgun.